Já, Arngrímur, í dag 1. ágúst 2025. Það föstudagur, það verslanarmannahelgi. Hún núna framundan. Það löng helgi. Það mjög löng helgi. Það 3 dagar, eða ekki? Frí. Já, cirka það. Já. Hvað ætlar að gera eitthvað helgina? Nei, ég ætla bara að vera heima að mér. Reyna að ná heilsunni. Já, hún ekki? Nei, hún ekki í lagi. Nei, hún ekki í lagi. Hvað hrjá þig núna? Það bara eru fætnir sem búin að vera í 2 ár í vesinni. Já. En eitthvað ástæða sem þú veist um? Nei, byrjuð bara að bólna upp. Ég náttúrulega með lömu frá því að ég var frá fæðingu og þannig að það bara kerfið bara eitthvað að gefa sig. Talandi um lömun og allt þetta, hvað rekur þetta eitthvað til þess að þú búin að vera agnast út í kerfið? Já, sko, í kerfinu? Já, náttúrulega lömunin kemur vegna ég degi fæðingu, þannig að það var ekkit það var út af því, sko, en veikur einstaklingur, hann á ekki að þurfa 77 fyrir réttasal, það getur aldrei gengið upp, það bara þannig að það passar ekkit saman, eða 20 dómar að koma einu hjónaskilnaðarmáli, það ekki, menn fari ekki svoleiðis með veikan einstakling, en það var gert og það í 17 ári búin að lifa helvít og jörð á Íslandi. Þú hefur ofta rætt þetta í þáttum okkar eða þessum upptökum en finnur fyrir því að þetta að hafa mikil áhrif á því, þetta ekki það að segja heilsuna? Já, það ekki spurning og það 17 ári í þessur baráttu og öll þessi spenna sem í kringum þetta óöryggi bankakerfi sem maður búin að vera að berjast við að vera ekki gera gjaldþrota í, dómskerfi sem tekur með 77 fyrir réttasal út á hjónaskilnaði og engin þjónust á nokkur staðar, ekki, maður reynir að kæra til lögreglunar, maður reynir að gera eitthvað, það er engin við neins staðar. Í óvirku samfélagi, já, auðvitað það búið að hafa mikil áhrif á mig. Það búið að hafa alveg opbóðslega áhrif á mig. Alveg rosaleg. Og ekki bara mig, heldur líka börnin mín og það ég ekki hrifinn af. Hvernig sérðu framhaldi? Heldur þetta lagist eitthvað? Ísland mun ekki lagast og menna kálfar stjórna Íslandi, þá það ekki, þá getur það aldrei gengið, þá mun það aldrei lagast. Það lagast ekki. Það ekki annað að horfa á það sem að gera núna bara þessa dagana. Ef þú horfir á Trump Bandaríkjaforseti, hann að senda skatta eða það tolla tilskipanir ef að menn ætla að flytja vöru til Bandaríkjana allan heim. Það hefur enginn frá Íslandi farið að reyna að semja við hann. Það býðst öllum að fara til að semja, öllum. Það allir, bæði fjármálaráðherrann Scott Bessent sem að tekur á móti fólki sem að vilja, eða þjóðríkjum sem vilja semja og líka Ludvig sem viðskiptaráðherrann. Þannig að það enginn vant að semja. Menn gerir ekki neitt og svo núna það nýjasta, menn vilja gangi í ESB alveg rosa flott að gangi í ESB alveg Þorgerður Katrín alveg ESB og margir ESB og hvað var ESB að gera núna? Tilkynna Íslandi að þetta að setja verndartoll á kísil frá Íslandi til ESB. Þannig að það fullt af störfum hérna upp á Grundartangi hættu vegna þess að kísilverið gætu hugsanlega verið að loka en það ekki business fyrir það. Af því það ekki búið að semja við neitt, það enginn að gera neitt, menn grípa, þú veist, fara allstaðar á síðustu augnabliki og kunni ekki neina samningatækni, enga samningatækni, ekki til í dæminu. Talandi það, fólk sem kosið inn á Alþingi, þetta náttúrulega fólk með misjafnlega langa og góða reynslu af hina þessu. Erum við þurfum við að hafa meira svona fagfólk þarna? Sko, það að sýna sig í Bandaríkjunum núna, en það getur margir verið ósammála því en mér finnst gaman að fylgjast með því hvað að gerast í Bandaríkjunum.
af því það er ekkert að gerast í Evrópu. Ég fylgist líka með því hvað er að gerast í Evrópu, það er bara nákvæmlega ekkert að gerast það. Og Ísland er náttúrulega bara einhverju þvælu, það er stjórnmálun í Ísland er einhvers konar þvæla og en ef þú fylgist með í Bandaríkjunum, já, þá skiptir það máli að fólki sé með stöðuleika. Það verður að hann hefur tínt til sín ráðherra sem að allir eru úr viðskiptalífinu, hver einasti. Það er hver einasti einstaklingur sem hefur komið nálægt viðskiptum eða verið í fremstu víglífinu í rekstur á einhverju. Já, þannig að Bandaríkin eru núna með meira hagvöxt heldur en annars þar í heiminum. Það er bara kemur út á mældum tölum, það er ekki bara Trump sem þarf að segja það kemur út á mældum tölum. Og já, þannig að ég myndi vilja sjá businessfólk sem lærir í háskóla viðskiptafræði, það lærir ekki reynslu í háskólanum. Og það vita allir að það er reynslan sem kennir þeir að stjórna. Það er ekki skólinn sem kennir þeir að stjórna, það er ekki menntun sem kennir, hún er góð undirstaða, en hún er sko ekki aldeilis það sem að gerir stjórnunarhæfileika eða lætur þið vera hæfan til að vera leiðtogi. Og við erum bara því miður, ég ætla bara að nota orð Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttir sem var háskólaráðherra núna í síðustu ríkisstjórn, þegar hún segir á fundi í Valhöll, allir háskólar á Íslandi 7 eru ónýttir síðustu 20 árin og það er miskustu 2-3 ár sem hún sagði þetta, þannig að við erum að tala 22-3 ár. Það kemur engin menntun, það er verið að tróða í þig gömlum sögum. Þeir eru ekki kennt skapandi hugsun, það er verið að kenna þér hvernig hlutinir voru í gær. Ekki hvernig þú sér þá að þeir voru í gær og hvernig þú vilt sjá þá á morgun. Þessu er allt fast. Það er mín skoðun, þetta er auðvitað mín skoðun, ég er auðvitað að tjá mína skoðun þegar ég er að segja þetta, en það verður alveg staðreind eins og Áslaug Arna, þáverandi háskólaráðherra, lét þessu orð falla í Valhöll í ræðu og fór með það í fjölmiðla líka þessa skoðun sína, því hún var háskólaráðherra og hún bara sagði allir háskólar á Íslandi eru ónýttir og það rímar mjög vel við í raun og veru með PISA-könnunna, PISA, við gerum samninga göngum inn í PISA-samningin lesskilning árið 2000, við vorum lélegastir árið 2000 og við erum búin að vera lélegastir í 25 ár. Málið það, krakkarnir sem voru með lélegir árið 2000, þetta eru háskólaprófessorarnir og læknarnir og lögfræðingarnir í dag. Þetta er það sem það getur engin annað, það er ekki töfrafólk sem hefur komið inn með skilningin og allt í einu fór í háskóla og gerði alla hluti, en gæti ekki lesið árið 2000 með sér til skilnings. Það er bara búið að vera útdeila prófskírtum hérna og það er það sem ég er búin að verða fyrir. Svo læsa menn svo inn á skrifstofum bak við læstar hurðir og þú er ekki að sjá þann sem þeir eiga þjónusta vegna þess að þeir hafa ekkert við hann að segja, að þeir hafa ekki skilning á starfinu sínu. Það er mín skoðun á því. Og við sjáum það mjög í sambandi við Helga Magnús og hana Sigríði Friðjónsdóttir í leikhúsinu sem að kalla ríkis saksóknari. Sá þar fíflagangi þar allan og leikritið. Og hvað heldur að þessi tími kosti? Hvað heldur þetta kosti í fjármunum? Á meðan og hvernig ætlar að rannsaka eitthvað þegar einn maðurinn situr í stólnum og hann mætir í vinnuna má ekki fá neinu verkefni. Hvað snýr máli? Þú sérð alveg hvernig þetta kemur niður á 380.000 íbúum Íslands. Þetta kemur niður á þeim í heimsku. Getur við að með þetta út frá háskólum? Háskólinn alltaf að útskrifa alls konar fólk má orða þannig, svo að segja á ensku rubbish in, rubbish out, þeir sem fara í háskóla og eru ekki nógu góðir fyrir, þeir kannski koma út ekki nógu góðir, svo eru aðrir sem fara inn góðir og koma út góðir og svo örugglega allar þetta er alls konar, en ég er að hugsa reksturinn á Íslandi, af því að við vorum að ræða daginn kostnaðin við að reka Ísland og þegar fólk er að
þessi útgjöld menn leyfa sér að ganga frá alls konar samningum og vera hvað sem eru hérna innanlands eða þjóðréttarsamningum og skuldbunda Íslands út á við, skuldbundi Ísland að meðan að fólk að reyna að ná endur saman og það alltaf vonandi þetta að vexti lækki, það hafi meira milli handan og svona, en það eins og sé stjórna þannig að þú farð aldrei að hafa meira milli handana, ef það kemur góðari þá það tekið að þér, það bara farið út í meiri útgjöld. Það þeir sem ráða, framkvæmdavaldið, þeir virðast bara geta vaðið í kassan og eitt bara vild svona nánast. Það að því að hefður og venjur hafa stjórnað Íslandi í mjög langan tíma. Það hefður og venjur sem hafa stjórnað og það kemur inn einhver svo kallar ráðherra, hann framkvæmdastjóri, það vita það allir í þessu svo kallar ráðaneyti að framkvæmdastjórin, hann þarna bara kannski í nokkra mánuði eða nokkur ár, hann ekki komin til áratuga og þess vegna vita það að hann mun ekki breyta neinu, hvernig ætlar að setja það inn í einhverja hluti, þú rétt byrjar að setja það inn í það og tætur eða hætt og þannig að það bara það sem að, það óstöðuleiki í stjórnun á öllu kerfinu og það fólk sem og það byggir á því að fólk fer inn í störfni í þessum svo kallar opinbera geira til þess að sita þar á góðu kaupi og það alltaf verið að hækka kaupi í þessu kerfi við það og auka minnka vinnukröfurnar. Það búið að gera það núna síðustu árin og það bara það sem að gerast að fólk fer þarna inn vegna skyldleika eða vinskapar eitthvað og fær störf sem það veldur ekki. Því miður. Já, þetta eru slæma fréttir. Já, við sjáum þetta, við erum að sjá þetta og við erum að sjá þetta bara gleggsta dæmið þetta Sigríður Friðjónsdóttir og Helgi Magnús ríkissaksóknara stofnun ríkisins ríkissaksóknara og við svo sjáum við þetta líka, við erum að sjá endalaust skýrslur lögreglunar, ríkislögreglustjóri með endalaust skýrslur gengi og hópa og hópa myndanir og eitthvað, en það engin gjörningur, þetta bara skýrslugerðir. Það engin að taka á neinu vegna þess að það engin krafa neins þar að taka á neinu, það bara gerðar skýrslur, fyllt herbergi af skýrslum, fyllt hús af skýrslum, en framkvæmdur engar og meðan að þetta svona þá verður ekkert nema tjón. Við erum að sjá núna að nýjasta menn, hann hefur verið að skrifa það þvert á flokka hans Sigfús Aðalsteins, hann hefur verið að skrifa það á Facebook núna Jóðhúsið. Það leigt á 300 milljónir á ári. Það kostaði 1500 milljónir að kaupa Jóðhúsið. Það leigt á 300 milljónir undir flóttagesti sem að koma til Ísland. Það leigt að Vinnumálastofnun. Nú þessi sami maður var að kaupa Tryggingastofnunarhúsið við Laugaveg sem á þetta hús, Jóðhúsið og hann gerir örugglega, hann ætlar að leigja það út, hann segir það var bara sagt í fréttum í gær eða fyrir að hann ætlar að leigja það út, þannig að hann ætlar örugglega að leigja Vinnumálastofnunar líka fyrir aðrar 300 milljónir og hann borgaði 2,400 milljónir eitthvað, þetta heldur þessi stærra hús en Jóðhúsið eða álíka stórt allavega og málið það að hann borgar húsu upp á 3-5 árum í leigu, brúttó og þetta borgað úr af Vinnumálastofnun, þessar æfingar og borgað úr sjóð sem heitir Tryggingagjaldsjóður sem á að borga atvinnuleysisbætur á Íslandi og fæðingarorlof. Samkvæmt hefðum og venjum, en það engin lög til þennan sjóð og það ótakmarkað peningum í sjóðunum. Ef að þú myndir vilja kaupa svona húsnæði? Þá hef ég ekki kaupað það. Þú myndir bara tryggja þér leigutaka í 5 ár sem var opið stofnun eða sveitafélag. Og þá náttúrulega getur bara gengið með samningi væntanlega í bankana ekki og bara fengið lán eða eitthvað. Jú, það það sem þessi menn að gera. Ef þeir ekki háa fyrirtæki, en ef ég kem sem Arngrím Pálmason og biðum þetta, og þú sé að gera nákvæmlega sama hlutin, að þá fæ ég enga fyrirgreiðslu. Af því að það fíflagangurinn orðinn svo mikill að það dauð kennitala sem stofnuð í gær, eða fyrir viku síðan, hún tekið meira gild heldur en ég sem við lifa í 69 ár.
Þannig, og þetta ekki bara þetta alla lifandi einstaklinga á þessu landi. Það búið að taka dauða fram yfir lifandi. Það að segja, menn stofna fyrirtæki fyrir allt milli himins og jarðar, meiri sér reksturinn á bílnum sínum eða reksturinn á heimilinu sínu. Þetta orðið svo sjúkt að menn geti ekki borga skatta af eigin tekjum lengur. Þeir vera með verktaka afslátt og verktaka stuðning á öllu sem þeir að gera. Það engar skattatekjur raun og veru í samfélaginu sem raunverulegt að vera. Þeir takin á virðisaukaskattin. Það það sem heldur uppi þessu veldu eins og landi. Ekki skattarnir. Og svo sölubrask á eigum ríkisins sem að má ekki selja vegna þess að málið það segir í íslenskum lögum það að þú þarft að ef þú selur eitthvað þá þarft að fara með peningana í betri fjárfestingu, ekki rýra þá. Og það þegar þú selur til dæmis Íslandsbanka á yfirverði eða var kallað yfirverð það þegar var að selja, nú það undirverð og segðu mér til dæmis með sambandi við Íslandsbanka, akkur hann að skilja 7,1 milljarða hagnaði á, ég veit ekki hvort það var á hálfu ári eða hvort það var á ársfjórðunum, ég þori ekki að svara því. Þetta til hvers eru bankar að skila svona brjálæðslegum hagnaði. Akkur verið að draga hagkerfi svona inn í dauð fyrirtæki? Hver það? Og á meðan sveltu fólk, það ekki hægt að hafa opna spítala, það ekki hægt að kenna krökkum í skólum, húsnæði sem þau eru að mygla, það allt, götur vegir ekki gerðir, en fyrirtækin græða sem að höndla með peninga. Þau græða svo brjálæðislega að það einhver lagi líkt og svo stofna menn ævintýrasjóði, alls konar ævintýrasjóði og kaupa fyrirtæki og renna þeim saman, hirða lausafé úr þeim og lefa þeim svo að falla eða bara fara eitthvað. Nýjasta dæmið nú runið þarna hvað þetta Kambur eða eitthvað sem var búin að kaupa fjölda fyrirtækja og svo allt í einu lokaði það í byggingariðnaði. Og það nýbúið að reisa gleraugsmenn og Hellu tilbaka aftur sem sjálfstætt fyrirtæki. Það var keypt út úr þrotabúin og búið að starta því aftur. Það ekki búið að starta, það var einhver gluggasmiðja líka sem var inn í þessu. Það ekki búið að starta henni. Þetta sko, akkur verið að gera þetta? Akkur mátti þetta ekki bara renna eins og þetta var? Akkur þurfa menn að græða svona rosalega, vera bara örfháir í einhverju svona verbri á samrun. Og hvað eru menn að gera með verb? Kauphöll á landi þar sem eru 30 fyrirtæki í kauphöllinni á þessum svo kallaða A-list eða hvað hann heitir. Úrvalslista, fyrirgefðu. Það eru kannski 30 fyrirtæki sem að menn að skiptast á og þú þarft ekki annað en að kaupa, ég kaupi pínlítið þér í dag og þá hækkar hlutabréfið á mér og svo selji pínlítið á mikið á morgun og lækka það aftur og þannig losum við alltaf peninga. Þetta heitir brask með peninga sem skattgreiðandinn á og það rýrir í líf mitt og gerir svona fávitaganga eins og ég búin að lenda í að fá ekki þjónustinu á nokkur einasta staði í 17 ár. Kallandi hjálp út allan heim. Og þetta auðvitað á ekki að vera svona. Þetta á ekki að vera svona fólkið sé grátandi heima á sér nánast í öðru hverju húsi út af þjónustuleysi eða aðför samfélagsins að því eins og við heyrðum bara áðan. Bara rétt áðan aðför af einstakling sem var svo ógeðslega það var ég bara táraðist þegar ég heyrði það. Þannig að við eins og alltaf þá, eða yfirleitt þá fyrir við svona fram og tilbaka að þú tala um bankana. Það bara ný frétt frá því í dag. Hagnaður stóru viðskiptabankana jókst rúmlega 10 milljarðar núna á þessum fyrirhluta helmingi þessa árs miðað við sko í fyrra. Og vaxtatekjur bankana jukust 10% á sama tímabili. Bara vaxtatekjurnar. Þú varst að tala um Íslandsbanka áðan. Það þessi stóru viðskiptabankana 3 högnuðu saman tæpa 46,9 milljarða á fyrri helmingi þessa árs. En í fyrra var þetta 36,8 milljarðar. Hluthafar Íslandsbanka eru núna orðin nær 32.000 og bankinn hagnaðist úr
10,7 milljörðum í fyrra í 12,7 milljarða núna á fyrirhluta ársins, eða fyrir helmingi ársins. Og svo segi ég hérna að hreinar vaxtatekjur bankans á tímabilinu námu 26,8 milljörðum sem aukningu upp á 9% og hreinar þóknanatekjur jukust 7,5% milli ára og námu 6,7 milljörðum bara fyrir þóknanir tekjur. Já, bara fyrir það að opna reikninga og þjónusta, svari síma og gera. Þannig að þú sérð hverslega brjálað þetta er botlaus heimska. Þetta er botlaus það eru 32.000 manns þá að ráðast á sjálfa sig. Af því að þeir eru málið að þetta fólk að taka lán hjá sama fyrirtæki sem það að höndla með verðbréfin í. Og málið það þetta er hringavitleysa, algjör hringavitleysa, algjör bankakerfið á Íslandi er algjör og allt fjármálakerfið er hringavitleysa. Hagnaður Arion banka jókst 60% milli ára úr 9,9 milljörðum í 16,2 milljarða. Og svo Landsbankinn líka. Hann hefur einhvers staðar var ég með hann bankinn hagnaðist 8,3 milljarða á fyrri helmingi ársins. Það er 2,2 milljarða aukning frá sama tími fyrra. Og það sem við segja allir þessi bankastjórar að það er það að vanskil hafi ekki aukist þrátt fyrir að vextir hafi hækkað. Hvað segir það okkur? Þú sérðu alveg hvað er að gerast. Vanskil hafi ekki aukist, menn eru hættir að eyða nokkru í annað. Þetta er bara, menn eru bara þræla fyrir bankakerfið að þeir eru að reyna að hafa hús þak yfir höfuð á sér. Þeir kaup ekki, það er dregst saman verslun á endanum hrynur landið. Menn geta logið sér áfram í einhver tíma, en það er auðvitað að vera að draga landið inn í bankakerfið, inn í dauðar kennitölur. Það er að vera allir íbúðarnir eiga erfitt vegna þess að þeir eru að reyna að standa í skilum við vexti sem eru ekki neinu samræmi við neitt á jörðinni, verðtryggingu sem á sig hvergi stóð í neinu eðlilegu síðu samfélagi og þjónustugjöldin sem hvergi á jörðinni í viðlíka magni eins og þarna er að ræða. Og þú eru rættu að hagnaðurinn vex alltaf og það fækkar alltaf starfsmönnunum í þessu. Þetta er bara orðið vitleysa algjör og það eru engin útibú lengur, þú getur ekki tala við neitt nema panta tíma eða eitthvað. Þetta er bara, það er að loka öllum þessum bönkum í Íslandi, það er sko beinfaldur hluti, það er að gera það, mjög að gera það. Svo talaðum að banki er fjármálastofnun sem viðla peningum með því að lána þó út og taka láni. Bankar starfa með misjöfnu hætti, allt eftir undir hvaða landslögum þeir eru. Því Þýskalandi og Japan og Íslandi með að bankar eiga hlut í ýmsum stórfyrirtækjum eins og hérna í Íslandi náttúrulega. En í Bandaríkjunum með að bankar ekki eiga í fyrirtækjum sem eru ótengd bankastarfsemi. Endur það eðlilegur hlutur það er annars er þetta bara þetta er matadorleikur, ég er að reyna að segja það er verið að spila matador með Ísland og í þeim löndum þar sem að svona fíflagangur að þar er verið að spila matador, þetta er matador og hann endar alltaf á því að það einn á allt og þegar þú áttorðið allt, þá átt ekki neitt, þá hrun vegna þess að ríkasti maðurinn endar á því að verða fátækur líka eða fyrirtæki, það skiptir ekki máli vegna þess að þegar engin leigir hjá honum, engin kaupir neitt á honum, hvernig á hann að borga skuldi sína, því þetta er yfirleitt alltaf byggt upp á skuldum og þó þú eigir þetta í gulli, þá skiptir ekki neinu máli, þú getur hvergi nota gulli, af því þú ert búin að stoppa kerfið, veltu kerfið samfélagsins sem þarf að velta eðlilega, snúningshraðinn, þetta er bara eins og mótor í bíl, ef að mótorinn fyrir á yfirsnúninga þá er vitleysa og ef að mótorinn á undirsnúning þá keyrir bíllinn ekki neitt og þetta er bara, þjóðfélagið er bara svoleiðis alveg, það er bara nákvæmlega þannig og það er leikurinn í stjórnun, það er að hafa jafnvægi á þessu ekki mikinn hraðamótornum, ekki yfirsnúning og ekki undirsnúning vera á alltaf á réttri inngjöf
þetta bankakerfi ekki réttir yngjur. Það ekkit, og það það líka alltaf mikið samtenging á milli þeirra. Þegar þú skoðar hagnaðartölurnar á þessu fyrir hálft árið á þessum 3 bönkum, það ekki tekin Kvíkubanki að inn í þetta líka. Akkur hann ekki tekin inn? Hann með alls konar sjóðu það inni sem eiga að vera líka. Akkur hann aldrei meldur? Akkur fær hann að þegja bara, fara þegjandi gegnum allt saman kerfið? Engin veit hvað þetta fólk að gera, og maðurinn sem stýrir honum Ármann Þorvaldsson eða hvað hann heitir, ævintýra maður úr Hrunnu, sem skrifaði mér sér bók meðferðin og sjálfum sér í Hrunnu 2008, sem var ekki Hrunn, þetta var stærsta bankarán veraldarsögunar. Þannig að við vorum að ræða þess að 3 banka, það var náttúrulega fleiri bankar en það. Hefur eitthvað kynntir en að Indóbanka? Ég þekki hann ekki neitt, þannig að ég get ekki sagt neitt hann að því, og ég skil hann raunin ekki. Ég bara því miður, og þá hef ég bara ekki nægan skilninga á skilin. Þeir segja að þessu ekki banki heldur pínulítill sparisjóður. Indó ný staði fyrir peningana þína. Við erum ekki einn af gömlum bönkurum heldur sparisjóður, og við ætlum að vera betri en bankanir. Við gerum okkur ekki breið eða fyrirferðarmikil, við erum lítil, græn og elskum að hafa hlutina einfalda, þannig að þjónustan okkar og hún laus við bull. Við aðstofum fólk við að spara en líka við að nota pening. Viðskiptavinir hafa áhrif á það sem við gerum og hvernig við leggjum til samfélagsins. Og þetta hann samanstendur af 30, þetta Íslendingar, það 30 mann sem að vinna þarna, og þeir eru með vextur og verðskrá, færslugjöldin 0 og nix, eins og það segja, það engin færslugjöld. En eru þeir lán út peninga? Já, þeir lán út peninga, þeir ekki með kreditkort held ég. Gengisálag vegna erlendra kortanotkunar ekki nein, eða gengisálagið ekki neitt segja. Önnugjöld engin, það bara engin gjöld í Indó, ekkert árgjald, ekkert stoppgjald, ekkert bull, segja þeir. Innlánsvextir á debitreikningi 1,7% ári, og innlánsvextir á sparibaukum 6,6% ári. Svo útlánsvextir á yfirdrætti 14,5% en 12,50% í plani, eins og það heitir. Og vextir á færslusplitti 14,50%. Og svo innheimtaði hérna fyrir því, það með einhverjum svona lág frum innheimtaði 650 krónur, og ef að höfustóllinn fer yfir 85.000 þá var það 5.600. Og svo farið einhverja vexti hann á penningunniðinum, menn eru að fara að þangað eitthvað, lækka kostnaðinn, en hver eiga þetta og hvaða bankaskyldur nú tengjast þessi? Það get ég ekki svarað, ég þekki þetta bara ekki nægilegt til þess að geta svarað neinu kringum þetta, því ég hef ekki, en af því þú veltir þessu fyrir þér, þetta Indó og kallar þetta sparisjóð, þá voru náttúrulega endalusir sparisjóður, Sprón, sparisjóður Vélstjóra og sparisjóður Kópavog, sparisjóður Hafnarfjarðar og alls konar sparisjóður voru hérna. Hvað var þeim þá? Og segðu mér, af því þú ert að tala engin færslugjöld og engin kostnaður hver kostnaðurinn á sparisjóð Suður-Þingeyinga sem ennþá í rekstri? Hver eru færslugjöldin þar og hver kostnaðurinn að vera með lán í sparisjóð Suður-Þingeyjasýslu eða sparisjóð Strandamanna? Þetta eru 2 sparisjóð sem að man eftir í fljótubræði ennþá starfandi, og eru sparisjóð Suður-Þingeyinga óks alveg rosal eftir hrunið, hann stækkaði alveg svakalega, og þetta var bara svona skúfufyrirtæki í Suður-Þingeyjasýslu fyrir þann tíma, en mjög gamalt fyrirtæki. Eða félag, þetta félag, af því þetta auðvitað félag, og það ekki hægt að leggja þessi félög, þetta samvinnufélög, þessi sparisjóður samvinnufélög, og hvernig hægt að láta menn detta sér það í huga, láta þau hverfa, akkur hurfu þau, hvað var það Sprón? Krakkarnir minn áttu sparisjóðsbók í Sprón, segðu mig hvað var það Sprón? Ég mig langar að vita það, hvað var það sparisjóð Vélstjóra? Hver lagði það niður? Hvernig hægt að leggja niður heilu félögin? Og hvað var það fjármunum? Enda þetta ekki Landsbankunum? Hvar hefur Landsbankin leyfi til að taka yfir félög sem eru í samvinnu?
Hann tók yfir Sparisjóð Vestmannaeyja. Já, hvernig getur hann gert það? Því að skrifuðu allir sem að voru áttu í Sparisjóð Vestmannaeyja undir sölu til Landsbankans eða yfirtökuréttar á þessum Sparisjóð Vestmannaeyja. Nei, akkurat. Formið hlutabréfa. Já, þetta gengur ekki upp í venjulegum samfélögum. Samvinnufélögur algengasta rekstrarform á fyrirtækjum á jörðinni. Ég ætla að lesa upp fyrir þig hérna nokkur nöfn sem í stjórn Indó, hvort þú kveikir eitthvað á perunni eða tengir þetta einhvern veginn. Það Sigþór Sigmarsson, formaður stjórnar. Hann sjálfstætt starfandi fjárfestir með bakgrunn í bankastarfsemi, fjárfestingum hjá Nóvator og stjórnarformennsku hjá Nóva, auk ýmissa sprotafyrirtækja. Nóvator og Nóva? Það Björgólfur Thor? Já. Það Björgólfur Thor. Greta María Gretasdóttir, aðalfulltrúi Greta María með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og í dag Greta forstjóri Heimkaupa en var áður forstjóri Arctic Adventures og framkvæmdastjóri Krónunar. Já, þú sérðu hvernig þetta Já. Olga Stefansdóttir, aðalfulltrúi Olga ráðgjafi hjá Advinsens í Svíþjóð. Hún með víðtæka reynslu á áhættustýringu og stefnumótun meðal annars frá leiðtogastörfum í fjártækni bankanum Klarna og íslenskum bankamarkaði. Svo Benedikt Egill Árnason, aðalfulltrúi. Benedikt framkvæmdastjóri Logos lögfræðistofu og jafnframt einn af eigendum stofnunarstofunnar. Hann lögmaður með gráðu í alþjóðlegri fjármögnun frá King's College í London og hefur lokið prófi í verðbréfamiðlun. Og svo það Magnús Árnason, aðalfulltrúi. Hann hefur yfirgripsmikla reynslu á vörumerkjastofnun, markaðsmálum og vöruþróun. Magnús situr í dag í stjórnum Nóva og Ölgerðarinnar en starfaði áður sem framkvæmdastjóri Nóva, Ós og Leysitown. Þekki ekkert af þessu fólki en þetta er sérstaklega hvert þetta tengist Björgólfur Thor og þetta tengist ævintýrafólki sem er með peninga, það er með sín eigin pening inn í þessu, af því það vill ekki vera með það í bankakerfinu og að lána það út og stýra í fjárstýringum fyrir sjálfan sig og taka fjárstýringa fyrir aðra í leiðinni. Þetta ofur einfalt og þetta er bara á sparisjóðsformi sem er einfaldasta form í heiminum, í rekstri og þýsku sparisjóðnir sem eru taldir, nú alltaf verið að tala samfélagsbanka, þið kalla það samfélagsbanka, að það virkar svo vel í Þýskalandi, samvinnubankakerfið, það stór hringur, samvinnubankarhingur í Þýskalandi sem er rauninni ræðu bankakerfinu í Þýskalandi fyrir utan Deutsche Bank og það Ástalóa hjá Flokki fólksins sem var hjá samtökum heimalanna hagsmunasamtökunum, að hún hefur alltaf verið að tala fyrir samfélagsbanka og það er alltaf verið að tala að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka. Samfélagsbanka er ekki til, þetta er bara spurningin vaxtatökur og kostnað og akkur getur Indó verið með engan kostnað á hreyfingum í bankakerfinu, kreditkortum, debitkortum og símhringingum og öllu, það er engin kostnaður en Landsbanki þarf að hagnast hvað voru marga milljarnir eða hinni bankandir, hvað voru margi milljarðar sem högnuðust á bara að sværi síma. Já, það var heildarhagnarinn en ég meina bara á þjónustugjöldum. Það var eitthvað rétt. Það er bara, akkurat 10 milljarðar. Já, 6 eða 10 milljarðar sem varst að lesa á. 7-9 milljarðar. Já, akkurat. Og akkur þurfa að hagnast þetta. Þetta eru alla launagreiðslunar í bankakerfinu nema þessi á bónusum. Þannig að því þeir eru búin að fækka svo mikið starfsmönnum. Því við erum svona Þannig að í hvað er verið að taka svona brjálæðslega vexti og hækka svona vexti í landinu? Hverslags fávitar eru að stýra Íslandi sem að láta þetta viðgangast? Hvar er fórsetin? Hvar er fórsetaauðlinn sem á að setja bráðabirgðalög? Akkur er ekki sett bráðabirgðalög á vaxta á okkur á Íslandi? Akkur er ekki gert það? Akkur þurfa þeir að hagnast svona ofsalega? Akkur þarf bankakerfið að taka, hvað sagðirðu, þetta eru á hálfu ári, þá er þetta samsvara 100 milljörðum ári hagnað á bankakerfinu. Og ég myndi skattarnir á þessu landi hérna, ég myndi hvað við erum að tala að þeir séu ekki nema kannski,
veltan á Íslandi 2000, kannski 2500-3000 miljardar. Þannig að hagnaðurinn, þetta sko, það hvergi heiminu sem ætla sér svona hagnað. En hérna, ég ætla aðeins að fara að því vorum að tala þessi nöfn þarna, við tala Indó og hérna, svo náttúrulega erum við að tala hérna konu sem hjá Heimkaupum sem forstjóri þar, en hún náttúrulega tengist Jón Ásgeiri, það Orkan og allt það, þannig að þá erum við að tala Björgólfur og Jón Ásgeir. Björgólfur Thor Guðmundsson og Jón Ásgeir og allur þessi hringur, allir þessir Hannes Márásson og hvað þetta heitir, allir þessir menn, þetta allt saman sami hringurinn, þetta vinaklúbbur, það vinaklúbbur sem að ræður Íslandi og hann búinn að ráða, þegar við vorum að tala saman fyrir nokkurum vikum eða mánuðum síðan, þá vorum við að tala þá fórum við að skoða, þú komst með frá 1843 og ég get ekki glemt því, þegar Danir láta Íslendinga fá heimastjórnarréttindi og setja upp þing fyrir Ísland, sem að alltaf að tala Jón Fossetta sem var alltaf í Danmörku en átti að vera þingforseti á Íslandi, að hérna þá byrjar ævintýramennskan, það alveg ljóst ævintýramennskan og ég vil meina það sé sama fólki sem fjölskyldubönd sem hafa ráð Íslandi frá þessum tíma og ef þú skoðar tengingar á þessu öllu saman þá þetta tengt mjög djúpstæðum örfáum fjölskyldum. Því við vorum ég ætla að hafa þetta bara styttra hjá okkur núna og bara taka bara allan að hafa það kannski 2-3 búta en ekki hafa það svona löng við vídeo. Við höldum okkur aðeins við þarna að við vorum að tala bankana og gífurlega hagna ár eftir ár og þjónustugjöldin og vaxtagjöldin og svo raun og alltaf minni þjónusta, svo þetta komið inn í uppin og það búið að, sko, útibúin það búið að leggja niður útibú, viðskipta sérstaklega út á landi, en menn vilja bara helst ekkert sko þurfa að vera að tala við viðskiptvinnin upp og að útskýra okkur að fá ekki lán og hérna okkur sé ekki styrt með hitt og þetta. Það er voðalega gott að geta látið app bara afgreiða þig og það er voðalega leiðilegt að segja nei við þig og kannski bara veist ekki okkur þú ert að segja nei, það er bara, þú mátt ekki lána og appi bara metur þetta. En Indóbankinn, við vorum svona þess að fabulura með þessi 2 nöfn og fleiri, að þú ert að spyrja hvernig geta verið með svona lága vexti og engin þjónustugjöld og svona, það er náttúrulega þekkt bara í markaðsmálum að hérna, þegar þú ert að vinna markað, þú ert að safna í stóran gagnagrunn viðskiptavinum, að þá jafnvel tekur á því tap og þetta gert í byrjun. En það kemur alltaf að því að sko svo þegar þú ert komið með gríðarlega markvært, búin að ná markasfestu á markaði. Það er erfitt að fara í svona, þetta er erfitt að fara í samkeppni á svona bankamarkaði nema að þú bjóðir miklu betri en aðrir og sett jafnvel að tapa. En það er ekki fyrir að þú ert búin að ná festu að þú getur ferð að rukka og taka fyrir þetta. Þannig að langtíma markmið er mjög líklega og eins og bara hjá öðrum að búa þetta til. Svo þetta tengist stórum fyrirtækjum með svona kannski Krónunni, Heimkaup og við erum hann að koma með Nova og Novator og eitthvað svona og hérna og þessar verslanir sem að tengjast þeim, þá er þetta ennþá stærri gagnagrunnur og þá fer þetta að vera bara svona, þá getur verið með hvaða klíku ertu með allt. Þeir kannski þjónast að bara frá vöggu til grafar, þú ert bara með þetta fyrirtæki sem er með önnur fyrirtæki og þú ert bara, þetta er svo með tryggingafélögin, sko, fólk hjá Vísi eða Sjó og sem dæmi tryggingamiðstöðinni og þetta er yfirleitt langtíma sambönd. Þú ert lengi með viðskiptavinir eru hvað verðmat þetta hjá til dæmis kreditkortafyrirtækjum og tryggingafyrirtækjum því að þú skiptir ekki nema að setja óánæður eða lendir í tjóni og er þar að leiðandi farið eitthvað álag eða farið ekki sem engin afslátt á tryggingunum, þá hættir ekki. Eða þú hættir ef þeir taka að þessa afslætti. Og þetta er í svo með tannlækni oft, sko, ef þú ert ánægð með tannlækni, þá ertu með hann í 20-30 ár, en svo eru aðrir sem eru kannski hlaupa bara á milli og þar er rosalega innkomin á markaða mjög auðvelt þar sem þú getur bara hlaupað á milli, en
akkurat þessi þjónusta sem að bankarinn að bjóða, það tekur tíma og þar þarf það að ná festu. Þannig að það allt öðru sér markaðssetting á fyrirtækjunum en svona þú náttúrulega þarft er hagnaðurinn hugsa út frá peningum eða er það án að vera félagslegur? Þannig að sko líklega er þetta allt hugsa út frá peningum en kannski í upphafi virkar þetta eins og félagslegur ávinningur en ekki peningalegur. Þannig að þú getur þess að fara á milli svo þegar Indó fer að rukka kannski setja mér eftir 5 ár fara að koma vextir og annað þá kannski myndast gap fyrir nýjan banka eða nýjan sparisjóð sem að gera nákvæmlega sama þeir gerðu kemur inn á markaðan með einhverjum látum takmarkaði þjónustu, ekki með kortin en býður hann miklu ódýrari. Þetta gerir það verkum að þú sérð alveg hvað þetta veldur uppnám á heimilunni hjá þér. Þetta eru óöryggi út allt og þú nefndir þessi tryggingafélög og þessi langtímafélög, kortafyrirtækin og kortaveltur og allt þetta. Þetta allt saman, þú ert samningsbundin þessu, þú hefur annarkvæmt eftir með munnlega skriflega samning á því sem þú ert að gera og þeir megi ekki breyta verðum á honum en það gera tryggingafélögin og það gera bankakerfi líka með innheimtugjöldum og öðru. Það er sem sagt verið að tróða á þeir sem viðskiptavinni og það er lögbrot í venjulegum samfélögum, síðan samfélögum, þá er þetta lögbrot, þú hreyfir ekki, þú ert ekki með svona innheimtugjöld eins og til þess Landsbankanum, hann var endurreistur með sköttunum mínum 2008 en við komum hvergi á hann sem skattgreiðendur hvað er að gerast í honum, þetta er enga rekstur með mitt fé til þess að einhverju græði og getur skamtað sér bónusa og þeir bara auka innheimtugjöld og annað. Ég fæ ekkert fyrir það að hafa endurreistan í gegnum skattana mína. Ekkert. Og þetta er alveg sama með það sem við menn kalla Arion banka í dag og Íslandsbanka. Þetta var endurreist. Þetta eru 3 stærstu bankar, þetta eru 3 stærstu fyrirtækjagjaldur veraldarsögunar þegar þessi fyrirtæki fóru. Þeir stálu 1 trilljón dollara í íslensku bankakerfi frá 172 bönkum, 1 trilljón dollara og þeir komust upp með það vegna þess að þetta voru 172 bankar og þeir afskrifuðu, bara gáðust upp á Íslandi, afskrifuðu allir. Svo kemur Steingrímur og innheimti á okkur þegar þjóðarnir fóru út með peningana og eru svo að lána þá til Íslands aftur síðan 2008. Það er engin banki sem treystir Íslandi neinstæðar í heiminu, það er engin banki sem gerir það. Allir peningar sem koma í gegnum þjóðana sem að stáluðum. Ég áttu banka eða voru búin að græða svona ofsalega á einhverjum fyrirtækjarekstri sem olli hruninu 2008. Og málið er það að þetta er látið viðgangast. Við sem samfélag rísum aldrei upp til þess að segja nei við þessu. Og þetta heldur bara áfram og núna kaupa mér fasteignir því það var ekkert gaman að kaupa fasteignir, það hefur aldrei verið gaman að kaupa fasteignir í Íslandi, enginn átt áhuga því að eiga fasteignir. Núna er það aðalmáli að eiga nógu margar fasteignir já, einhverjum félögum eiga allar veslanar öll veslanarrými í bænum eða öll íbúðarrými í bænum eða öll hótelrými í bænum eða kannski eiga þetta allt líka og þetta er allt tekið að láni, þetta er allt saman platpeningar og svo allt í einu þá geta þær ekki borgað af því það er ekki leigugröftur ekki borgað, þá geta þær ekki borgað af því þá hrynur Ísland á okkur aftur í gegnum fasteignafélög sem hafa ekki fengið ótakmarkaðan ágang á bönkum sem við endurreistum 2008 með sköttunum okkar. Allt sem gerðist 2008 allt sem gerðist 2008 nú er líka komið og sjáðu Guðlaugur Þór hann man ekki einu sinni hvað hann hefur skrifað undir og hvað hann hefur ekki skrifað undir hann var bestu utanríkisráðherra Íslands segir hann sjálfur en samt vissi hann það ekki hann hafði ekki tekið tilbaka ESB umsóknina hann myndi ekkert eftir hvort hann hefði gert það eða gert það ekki og ég meina Ísland er rekið svona þetta er rekið eins og kjánar séu, þetta er eins og Knorr og Tótt séu að stýra Íslandi. Og þetta kemur allt frá því að við gerum forsetann ekki ábyrgan. Forsetinn situr hérna eins og konungur
sem einsdæmi í heiminum. Það einsdæmi í heiminum að forsetinn sé ekki í daglegum rekstri að reka þjóðríki sem forseti fyrir. Mæti ekki á skrifstofun og sé með ráðherra undir sér, ekki forsetisráðherra, heldur ráðherra. Það engin forsetiráðherra til í þar sem forseti er. Það hvergi forseti, þau getur bara að fara í gegnum þessu þjóðfélög. Það þar sem forseti er ekki forsetiráðherra. Þjóðverðirnir eru með kanslara sem fulltrúi þingsins og honum falið daglegu rekstur á þjóðfélaginu í gegnum þingið, beint í gegnum þingið. En annars staðar þar sem þú sér forsetiráðherra, þar konungur. Þar eru prime minister, þar sem konungur er. Það hvergi þar sem forsetar eru, hvergi nokkuð staðar. Og að vera með 4 milljón krónur laun á mánuði fyrir það að sofa á Bessastöðum, fyrir utan náttúrulega risnukostnað, það getur ekki gengið. Ég vil draga þetta fólk til ábyrgðar, ég vil draga það bara nákvæmlega eins og verið að draga Obama núna í Bandaríkjunum og Hillary Clinton og jafnvel Bill Clinton líka til ábyrgðar. Og það líka verið að gera það í Suður-Kóreu, það líka verið að gera forsetaráðherrann í Suður-Kóreu, það verið að gera hann ábyrgan fyrir spillingu í starfi. Ég vil bara að þetta fólk verið dregið til ábyrgðar á því hvernig vanlíðan mín búin að vera í öll þessi ár, 17 ár. Allir þessir, alveg frá Vigdísi Finnbogadóttur og Ólafur Ragnari Grímssyni til Guðna, TH, bókasmiðs, bókaritara og Höllu bankabraskara. Af því hún bara bankabraskari. Hún kviku starfsmaður ásamt Kristrúnu Frostdóttir og kvika alveg samkvæmt orðanna hljóðan sannkölluð kvika. Það að segja, hún á rosalegri hreyfingu að éta Ísland. Mig og alla íbúana. Af því heimskan hefur ráðið þar öllum einstaklingum bæði fyrir og eftir hrun. Ertu með einhverja lausna þessu öllu saman? Hvernig er þetta að fá fólk til að átta sig á þessu og vakna og þá kjósa eitthvað annað eða er þetta að kjósa eitthvað annað? Nei, málið það vakna upp í eigin styrkleika, ekki reikna með því að einhver annar gera eitthvað fyrir, ekki bíða eftir að við þurfum að gera eitthvað, heldur gera eitthvað sjálfur eða sjálf. Það að segja gagnrýna það sem að þér finnst að hafi illa verið farið með því einhver starf, gera það opinberlega í kurteis og á eðlilegan hátt en gera það með festu, það að segja með því að gefast ekki upp þegar einhver bankastarfsmaður segir því miður þeir bara þannig á stjórninu, þeir ákveða það að setja sér þjónustugjöld og við getum ekkert gert, við erum bara hérna á gólfinu. Segja, heyrðu, fyrirgeðu, en getur þið þá komið mér í samband við bankastjóran og ég vil fá að hitta hann af því bankastjórin náttúrulega þjónustufulltrúi alveg eins og hinn, hann bara yfir þjónustufulltrúi og þú átt að hafa rétt á hann, alveg eins og þú rétt á að tala við fóstan eða alla ráðherra, þeir geta bara sagt fyrir miður, ég upptekinn vegna þess að það svo mikið að gera hjá mér, þá bara við sittum það á lista en ekki neita að sitja það á lista eins og menn gera hér í íslenskri stjórnsýslu, þá þið neitað að sitja, því það bara ritarinn ekki við og ég get ekki setja á lista, ég veit ekki hvort það verður með fund í næstu viku eða þar næstu viku eða hvort hún eða hann tekur á móti þá. Þetta verður að vera á föstum nótum allt saman, af því þetta fólk ber ábyrgð á störfunum sínum. Það þarf að draga menn til ábyrgðar. Ég vil láta sjá það að Vigdís Finnbogadóttir fari í steinin restina af lífinu fyrir lög 92/89. Ég vil að Ólafur Ragnar Grímsson beri ábyrgð á þeim rekstri sem hann var með, Icesave og öllu draslunu sem hann lét viðgangast á meðan hann var að stýra landinu. Ég vil að Guðni TH beri ábyrgð á þessum 8 árum sem hann eyðilagði Ísland. Og þessi halla sem komin núna á eins ás afmæli held ég held að sé í dag, 1. ágúst, hann búin að vera 1 ár í starfi, ég vil að hún fari beinalínu í lögreglurannsókn og þetta fólk fara allt í lögreglurannsókn og það sé rannsaka hvað þeir voru að gera og hvað þeir eru að gera í þessu starfi. Stoppa þarna aðeins, lögreglurannsókn, og hver yfir lögreglunni? Á Íslandi þá enginn í lögreglunni en það hægt að biðja hjálp frá lögreglu hjálp erlendis frá. Við getum samkvæmt alþjóðasamningum þá getum við lýst yfir að við treystum ekki lögregluna í Íslandi og við verðum að biðja hjálp. Það geta menn bara skrifa beiðnisbréf
menn geta bara verið með undirskriftalista á það og það væri bara að þetta er láta að ganga undirskriftalista. Þetta er alveg eins og það er að láta að ganga undirskriftalista allt. Það er að taka allt úr sambandi með undirskriftalistum. Já, heldur þú að Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri muni gera eitthvað? Sko, Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri er umboðslaus í starfi. Hún er algjörlega án umboðs. Eins og öll ríkislögreglun af því það vantar reflögregluna. Það vantar hana til þess að búa til umboð fyrir alla sem eru fyrir utan hana. Það er engin, þess vegna er þetta allt umboðslaust og hún þarf ekki að vinna. Þetta er bara, hún getur sofið starfinu sína því hún er bara á launum. Þetta er bara fólk á launum. Það þarf ekki, það hefur ekki vinnuskyldu af því þetta eru stofnanir ríkisins en ekki embætti. Það er mikill munur á embætti þar sem að menn eru með kjörbréf í embætti er með einhver með kjörbréf sem ber ábyrgð á embættinu. En það er engin með kjörbréf á Íslandi til eins eða neins nema forsetinn. Hún er með einu með kjörbréf, hún er með kjörbréf úr öllum hreppum landsins og þar er hún yfir ábyrgðarmaður eða yfir ábyrgðar einstaklingur á öllri íslenskri stjórnsýslu, bæði ríkis og sveitarfélaga. Það skiptir ekki máli, það er persónulega ábyrgð á því. Sigríður J. Friðjónsdóttir, heldur hún eigi eftir að hún fer með yfir að sakamál í Íslandi? Heldur hún sé að fara að gera eitthvað í þessu sem hún beðum? Já, 60-70 kæri og Sigríður Friðjónsdóttir og nei, hún kemur ekki að gera neitt. Að gera eitthvað? Hún gerir ekki neitt, ekki frekar heldur en Helgi Magnús. Það skiptir ekki máli hvort þeirra var, þeir voru bæðið sofandi í stólunum. Nei, þú veit að og ég á bara persónuleg samskipti við þetta fólk, þannig ég veit að þau eru sofandi í stólunum. Já, ég er að hugsa bara sko að ég var að koma einhverja lausn. Þú sagði að þetta kæra allar þess að forseta fyrir vandið til lögregluna, eða kæra þá. Já. Og ég minnist á ríkislögreglustjóra og ég minnist á ríkissaksóknara. Eru þær að fara að gera eitthvað? Þessar konur sem eru yfir þarna? Nei, þær gera það ekki. Þá náu ekki þessu fram. Það þarf það eru örfá manneskju með ákæruvaldi, það er náttúrulega fyrst og fremst hún Sigríður. Já, og þá ferðu aftur inn á það að kerfið virkar ekki, það er hrun í kerfinu vegna skipulags. Þá nærðu ekki fram. Jú, þú nærðu þessu fram. Það er að ná öllu fram með því að hver og einn einstaklingur mótmælir því sem ef honum finnst að sér vegið á einhvern annan máta, hvort það er bankakerfið eða hvort það er tryggingafélagið eða hvort það er borgin eða bærin. En það komast allir upp með það, Arngrímur. Já, út af stjórnleysi. Í sveitarfélögum og hjá ríkinu, að eins og þú segir að sofa og gera ekki neitt og leiða hjá sér þessi harmkvæli. Sko, fólk er að komast upp með þetta. Já, vegna þess að það er búið teikna það. Sjáðu, lög 9289 teikna út ábyrgðarskyldu á hverjum einasta starfsmanni í íslenskri stjórnsýslu, alveg saman hvort hann er lögreglumaður, dómari eða hvort hann starfar í ráðuneyti eða hvort hann er götusópari eða hvað hann gerir. Það skiptir engu máli hvert að borgarstjóri eða borgarfulltrúi, það er engin með ábyrgð vegna þess að það er engin sem krefur hann ábyrgðarinnar vegna þess að það er búið að teikna út ábyrgðarskylduna. Það er bara hringavillisa. Það er að segja, ég fyrir kvart undan einhver, þá sagt, farðu og talaði við þennan og svo ferðu þangað og tala við hann, þá segir hann, nei, það er ekki ég sem á að talaði við hinn, einhvern þriðji aðila og svona heldur þetta áfram, þannig að þú gefst upp á endan. Fólk fer bara grátandi heim í rúm og hættir að berjast, missir íbúðuna sína eða missir eitthvað og bara gefst upp og segir, ég get ekki gert þetta meira. Það bara grætur og deyr. Innra með sér eða líkamlega. Ég verð að komast að líka. Lögunum 92 frá 1989 sem þú ert alltaf að vitni í, það eru lögun framkvæmdavald ríkis í héraði sem að þau voru samþykkt þegar eða staðfestað Vigdísi Finnbogadóttur, ekki? Jú, þau voru staðfestað Vigdísi. Það sem þú ert að vitna til. Að undirlega Halldórs Ásgrímssonar. Já, þá breyttist margt og þú kallar þetta krúsalögin, ekki?
Jú, þetta skrifað Markúsi Sigurbjörnssyni og hann er líka rak fyrirtæki sem heitir réttafarsnefnd. Hann stofnaði hana 1988-89 fyrirtæki, sjálfstætt fyrirtæki, þar sem 3 eða 4 eða 5 dómarar eru að fara yfir lögin og aðlaga texta Alþingis að íslensku lagaumhverfi. Við ætlum að tengja þetta saman. Að þegar við vorum að tala bankana náðan og fórum að tala hvað vorum við ekki aðeins að nefna, við fórum ekkert inn á ríkisstjórnina, en svona, það voru okkur nefn sem vorum að nefna og vorum aðeins að elda þessu fyrir okkur. Við getum, þetta snýst allt réttindi einstaklingsins. Það hvaða rétt hann hefur samkvæmt stjórnarskráni, því að við trúum á stjórnarskráni ekki rétt. Hún hafi verið sett, það var eitthvað tilgangur með henni, og hann var fyrst og fremst að ríkisvaldið myndi ekki valta yfir einstaklingir. Nei, þetta bara reglusetning á siðferði. Já, og það verður að venda einstaklingi fyrir þú þarft ekki að venda gegn ofríki ríkisins, eða valsins, eins og hann segir Björn Thoroddsen í bókinni sinni. Já, þetta bara, hún orðar þetta þannig, en málið það, við erum öll fædd með siðferði, og það siðferðisbrestur þegar við einhver þarf að kvarta, og lög eru bara reglurnar á milli okkar til að skera deilu milli 2 einstaklinga. Þetta verður svo langt, ég vil reyna að stytta þetta svo skiljum þetta. Ég er að hugsa bara rétt einstaklingsins, við erum að tala mannréttindi og svona, og þetta kemur alltaf að því, og við vorum að tala það er mikið, skattanir, það er mikla skattarálögur og fólk virðist aldrei alltaf að komast út úr skuldum nema það sé bara eitthvað óðæld á ferðinni, það sé himinhá laun eða gangi vel í einhverjum viðskiptum, og þetta heldur áfram og fólk er alltaf að reyna að sjá fyrir endan á vandræðanum að komi betri tímar sem að virðist aldrei gerast, þó það gerist kannski einhverju leyti, þá erum við með fólk sem kosið, sem segir það svo mikið góðar en núna við ætlum að eyða peningum, og það eyðir alltaf, þú nærð aldrei að safna að gera neitt, það er sem með heimilið, með sjálfa þig. Svo er alltaf talað okkur sem einhverja heild, sem ríkið, landið, við erum alltaf að meðatali, er alltaf eitthvað vola gott, en einstök heimili líða fyrir það. Þú áttur á því að þú talar Ég ætla að koma inn á meira, því að ég ætla að leyfa að tala svo bara. Því við vorum að tala bankana og Indóbankan og svona þess að fabulur eignarhald og hver stemdi með það. Þá getum við alveg talað matvöruverslunar. Við höfum verið með bónus og krónuna, svo erum við með Netto, þessi 3 stóru, við erum með 3 stór tryggingafélög, við getum talað frambóða eftirspurn, og sumstaðar virkar það að fólk kýs með fótona, bara hættir að versla við, það bara fer. Nú virðist fólk verið svolítið að yfirgefa Ísland, einhverjir eru að yfirgefa Ísland, það er að fara til Danmörku mikið og Spánar og svona, fólk virðist hafa það betra þar eða að kemst af með minni penning. Og sérstaklega þeir sem eru orðin ellilífis eða svona eru að byrja þar, þeir eru að hugsa sér til hreyfings sem að kannski standi ekki allt og vel. Ég þá hugsa og það kemur inn á, ég var að tala tryggingafélögin á hana með þegar það væri erfitt að komast inn á markað. Þegar bankarnir að standa með svo stóru, þá er erfitt að komast inn á markaðin, og viðskiptverðin eru dýrmættari þar sem þeir eru ekki að flýja. Og þetta á sig líka, þetta gildir líka landið. Og neytendasamtökin, kjósa með fótun, eru neytendasamtökin að standa sig, og ég er að henda þessu upp svo þú getur sagt eitthvað með þetta. Nú er að tala líka gengið. Íslenska krónan hafi verið að styrkjast, en hún hefur kannski ekki verið að styrkjast, þetta er á aðra mynti verið að veikjast, en samt hefur vel að hækka henni í Íslandi, í matvöruverslunum. Það er búið að hækka mikið núna bara í krónun og bónus, fólk er að taka eftir því, á sama tíma og krónan hefur verið að styrkjast. Og ávinningurinn er ekkert að fara til fólksins. Þú ert aldrei að losna úr þessari... Sjáðu, þegar að örfáir menn einstaklingar eiga þessi fyrirtæki eins og Samkaup til dæmis
Jón Ásgeir var að eigna samkaup. Akkur var hann að eigna samkaup? Netto eða hvað? Með allt sem samkaup með Netto og hvað þetta heitir allt saman, það eru nokkra Orkan, sem það er áttu fyrir Nei, það eru fleiri fyrirtæki inn í þessu. Hann á þetta núna, hann er þar að segja, hann er komið meir hlutafíðinu í þessu. Þeir sem eiga á mótunum eru hverjir? Hverjir eru það sem eiga á móti í þessu apparati? Lífeyrissjóðir. Það er 5 eða 6 lífeyrissjóðir. Og af því að það er lög á Íslandi sem segir það að lífeyrissjóður megi ekki fjárfest í neinu fyrirtæki nema að vera 5 saman í lágmarki. 5 saman. Þá hleypar lífeyrissjóðunum aldrei yfir 50-49% í neinu fyrirtæki. Í kaupöllinni getur lífeyrissjóðun aldrei eignast meira en 49% í fyrirtæki og málið er það að þeir setja aldrei menn í stjórn í neinu fyrirtæki, þannig að þetta er bara eins og að fá risa lán og þurfa ekkert að gera grein fyrir lánu, hvort þið tapið að græða því, hvort þið samrunaði að selja það eða setja saman mörg fyrirtæki sem er lífeyrissjóðunir eiga. Lífeyrissjóðun segir aldrei nei, vegna þess að hann er í fjármálaráðgjöf hjá bankanum sem var endurreistur með sköttunum mínum með fjármálaráðgjöfum sem eru bara einhverju krakkar sem eru nýkonur úr háskóla með enga reynslu í einu, þú vorst að tala um stjórnun á hann og hæfi, hvort að menn þyrftu að koma úr atvinnulífinu raun og veru, já auðvitað þurfa að koma úr atvinnulífinu. Menn geta ekki gert fjármálalega leiðbeiningar til annarra nema að hafa reynslu. Ég seldi bíla í mörg ár og tók mig mörg ár. Ég var í mörg ár sem maður spurði einhvern sem var búin að vinna lengur, hvernig gerur þetta? Maður lærði, svo var maður að kenna öðrum, að aðri gátu spurt maður sjálfan að því maður var komið með reynslu. Það þarf reynslu til að reka heimili, það þarf reynslu til að gera allt í lífinu. Þú kemur ekki út úr skóla með, og sest í stól og segir nú er ég fjármálaráðgjafi eða nú er ég lögfræðingur eða nú er ég læknir. En þetta er verið að gera á Íslandi. Þetta er vinnuaðferðin sem er notuð á Íslandi. Það er verið að framleiða prófskírteini til þess að menn geti sest í stóla með prófskírteini sem eru í raun ónýtt vegna þess að þau eru byggð á ónýtum háskólum. Það er að segja. En nú er bara eiginlega kent mikið á ensku í íslenskum háskólum. Sem dæmi. Já, finnst þið það? Það er bara að fá hann fleiri nemendur. Já, það er bara verið að gera nákvæmlega sami svo þeir eru að gera í Bandaríkjunum. Harvard er að græða svo mikið útlendingum að þeir að því þeir fótt, hvað er ekki, $60,000 fyrir önnina að selja prófskírteini í Harvard. Og þetta er sko, fólk sem rekur þessar stofnanir, það er rótna virðingarlausi fyrir því sem kallaði menntun. Þeir eru ekki að mennta fólk, þeir eru að framleiða prófskírteini. Og á meðan þú framleiðir prófskírteini þá framleiðir tjón og það er tjónið sem við erum að verða fyrir sem er stöðvun á Íslandi og bankarnir sem er að græða peninga, þessi 32.000 sem voru nú að kaupa sér hlutabrifi í bankanum sem geta selt á hærra verði að því að Kvika vill kaupa allt og svo vilja það renna Kviku saman með Arion banka. Já, þetta fólk sem að keypti þetta það græði peninga, en það er að græða peningana á sjálfum sér og ættingum sínum. Pappa sínum og mömmu sinni sem fá ekki þjónust á elliheimilum vegna þess að það er einhver peningar í kerfinu, þeir eru allir í dauðum kennitölum eða leikskólar eða skólar, það er ekki hægt að gera, þeir geta búið til vegi eða gera nokkuð skapanhlut af því að þjóðfélagið er stopp í Matador. Það er stopp í Matador-spili og þú veist það alveg hvernig Matadorinn endar. Hann endaði illa 2008, hann var endurreistur 2008 með sköttunum mínum, það heiti bankakerfið, allt bankakerfið var ónýtt 2008 og það átti ekki að endurreisa það. Það var afskrifað af 172 bönkum í heimil sem höfðu lána til þessara heimsku fyrirtækja og máliði það átti ekki að afskrifa það átti bara að gera þetta upp eins og gjaldþrota fyrirtæki og stofna svo bara nýja banka. Það var engin vand að gera það og hefði verið eðlilegast og í rafrænum færslum þá er engin vand að færa inn á tölvuna hjá þér og þú eigir 1 milljón eða 10 milljónir eða 100 milljónir inn á bankabók. Það er engin vand að gera það.
það engin vand að gera hluti ef þú vilt gera það, en ef þú vilt ekki gera það, þú ætla bara að sita og bíða eftir að þetta velti fram og tilbaka eins og það er búið að gera, þá verður tjón. Og við erum að upplifa, eða ég er að upplifa alveg rosalega tjón á mínu sálarlífi og fjölskyldulífi og minni heilsu. Og ég bara vill þetta ekki. Ég vill ekki að það siti kjánar í stól forsetans sem að líta á sig sem postulínsbrúðu og það sé einhver forsetaráðherra sem þeir ráði í vinnu til þess að sem kostar auka starf, auka laun til þess að gera það sem forsetan á að gera daglega. Að taka daglegar ákvarðanir í stjórnun á landinu. Þetta er ekki konustæmi. Eftir að þú ert búin að lesa dönsku stjórnarskrána, þá sér maður að það er nákvæmlega sama útfærslan á forseta Íslands og danska kónginn. Og danski kóngurinn ræður sér forsetaráðherra og íslenski forsetaráðherra gerir það líka. Nei, forsetinn gerir það líka. Af því hann er konungur. Það gengur ekki í lýðveldi, það er í konundæmi, þá ertu með forsetaráðherra, ekki í lýðræðisríki. Og ég vil bara að Halla, ef hún ætlar að sitja í þessu starfi eða segja því lausu, ég vil bara hún fari, ég vil hún hætti núna, ég vil hún gera það bara strax og gangi frá þessu og segi bara því mig, ég get ekki meir, ég bara er ekki, bæði ekki nóg að heiðarlega og ég hef ekki hæfileikið það. Og ég vil að Kristrún Frostdóttir yfirgefi stólinn af því hún er ekki heiðarlega heldur. Það vantar mikið í heiðarleikan hjá henni, þetta er peningabraskari eins og Ásgeir Jónsson sem er seðlabankastjóri. Þetta eru bara peningabraskar. Þorgerður Katrín líka í gegnum eiginmannsins. Og þetta bara á ekki að vera svona. Spyrja það einu, Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, hún kemur hann úr Kjörís og var að reka fyrirtækið í mörg ár eftir að pabbi hennar dó. Og þú ert nú á hrósinu sínum tíma og þarna kemur kona sem kemur úr atvinnulífinu og að því vorum að ræða áðan það vantaði reynslubolta á þingi að fólk þurfti að átta sig á því að það er ekki nóg að eyða bara peningu, það er líka afla tekna. Þannig að hún ætti nú að skilja það. Þess vegna finnst manni mjög merkilegt allt starf hennar Guðrúnar Hafsteinsdóttur sem formar Sjálfstæðisflokksins og það er bara orðið mjög merkilegt, það er að segja, það er algjörlega aðgerðalaust, hún er algjörlega hún tekur að sér að vera formaður 50.000 manna félags og hún steinsefur eins og Sigríður Friðjónsdóttir. Steinsefur. Getur hún nokkuð gert annað? Getur hún gert? Nei, ég er að spyrja þig. Kemur hún einhverju verk? Sjáðu, þú ert með 300 milljón króna skrifstofu, minnstakosti, og hún er með skrifstofu sem heitir skrifstofa flokksins og það er fullt af skrifstofufólki þar. Það getur unnið alls konar verkefni, bara eins og gert er venjulega, þegar þú ert yfirmaður, þá ertu með undirfólk undir þér sem að vinna verkefnum og þú kemur á framfæri verkunum. En hún kemur engum verkum á framfæri og það er engin stefnumörkun. Það er engin stefnumörkun í neinu. Það er ekki eins og félagsfundir í Sjálfstæðisflokknum lengur. Af hverju er engin stefnumörkun? Ég get ekki svarað því, ég er ekki hún. Ég bara skil hann ekki. Er það ekki bara erfitt í flokki sem er margklofinn? Já, hún vissi alveg að hún var margklofin og málið það, hún vissi alveg hvað hún var að ganga inn í. Þú gengur inn í eitthvað og þetta eru rústir og þú ætlar að endur þessar rústirna. Þú ætlar ekki hún fór inn í þessi rústabjörgun og hún er bara auka rústirnar. Og það er það sem er að gerast í þessu öllu saman. Og svo mikið rosalegur óhæðleiki sem stjórnmálaflokkum sem eru búin að skammta sér 9 milljarða frá 2007, 9 milljarða, 9 til skrifstofans og auglýsingamála. Og þú heyrðir alveg hvað var verið að lesa upp úr einum flokknum núna, það sem formaðurinn var að veifa debitkorti eða kreditkorti. Og þetta, þú veist, veifaði bara svona ég á nóga peningum. Akkur er menn að gera þetta? Akkur er menn að slá svona sig? Og málið það er vegna þess að menn eru vanhæfur í starfi, þeir eru bara að taka að sér, ég bara stofnaði flokk eða
eins og við sjáum sósíalistaflokkin, við þurfum ekki að hann besta dæmið með allt saman, sósíalistaflokkurinn, hann besta dæmið, af því menn ekki búin að skoða Píratana, því það var nákvæmlega eins dæmi á Píratunum, það að segja menn stofnaði og líka hjá Vinstri græni voru bara Steingrímur J. Sigfússon, hann stofnaði þetta bara til hagræðingar fyrir sjálfa sig og svo þegar hann hættir þá byrjar flokkurinn að klofna niður og hann ónýtur, flokkurinn, af því hann var aldrei neitt. Við sjáum líka sjálfstæðisflokkurinn ónýtur út af Bjarna Benediktssyni sem að tók við af Geir Haarde sem var líka allt og máttlu sem formaður. Það hefur ekki verið forysta síðan að Davíð Oddsson hætti í sjálfstæðisflokknum. Hann var þó með einhverja forystu, ég veit ekki hvort hún var jákvæð eða neikvæð, það verður menna bara að hafa hver fyrir sig, en hann hafði þó forystu. Hann stjórnaði Íslandi í 13 ár og Ísland fór þó upp á 13 árum þó hann hafi á hans tíma að þá voru bankandi seldur og það hefði aldrei átt að selja þessa banka, átt að loka þeim. Það átti aldrei að selja, ríki átti aldrei að selja banka, aldrei nokkuð tíman, af því ríki á ekki að mynda peninga með því að selja fyrirtæki til að græða því. Þetta félag og það á að rekast á núlli en ekki með hagnaði. Það á að rekast á núlli og þú þarf bara að áætla hvað þú ætlar að framkvæma og hvað kostnaðurinn á rekstrinum, ekki að skila afrakstri eða að skila mínus. Og það þessir ævintýri sem á Íslandi með það eru fjárlöggerð áramót, svo eru auka fjárlög á haustin. Og byrju, hvernig getur verið með auka fjárlög á einhverju þegar tekjurnar eru búna til fastar áramótin? Að tekja áallinu fyrir næsta ári í desember. Hvernig getur verið með auka fjárlög í september eða ágúst eða hvernig það eða október? Þetta auðvitað ekki hægt, en þetta gert. Þetta heitir bókhaldsbrellur og við erum með ónýtt bókhaldskerfi í landinu. Það eru allir að búa til skáldsögur og kalla það bókhald. Allir að gera það. Menn mæti réttasali og þykjast vera í réttarvörslu hver við annan, en þeir get ekki verið í réttasalma því dómarinn félagi í lögmannafélaginu, fyrrum félagi eða félagi og lögmaðurinn sem mæti fyrir sækjanda, hann félagsmaður í lögmannafélaginu og sá sem fyrir verjanda, hann líka félagsmaður í lögmannafélaginu og það þarna verulegir hagsmuna áreistar allan tíman út frá samkeppni, eðlilegur samkeppni, þá verulegir hagsmuna áreistrar og þetta látið viðgangast áratugum saman og við sittum hérna grátandi, við erum búin að taka upp hérna, þetta 16. og 17. myndbandi sem við erum að taka núna. En ég búin að gera það, ég græt mig í svefn á kvöldin hérna út af þessu, eigin heilsu og mikla eigin fjárhagsvandræða sem ég búin að vera í og því sem ég hef upplifað vegna þess að þekkingin sem ég hef búin að læra hún bara gengur fram að mér langar ekkert, ég segi eins og hann Bongino í Bandaríkjónu sem formaður eða varafórstjóri FBI, hann segir veistu það, ég mun aldrei jafna mig á spillingunni sem ég hef búin að læra í Washington. Þetta segir hann bara opinberlega allt, ég mun aldrei jafna mig á henni og það ég segi, ég mun aldrei jafna mig á spillingunni sem ég upplifa á Íslandi. Ég held ég byggi í heiðarlegasta ríki í heiminum, var búin að segja það við marga útlendinga sem ég var að taka á móti þegar ég var sölumaður, því ég var að taka á móti mörgum sölumönnum frá útlöndum þegar ég var að vinna í sölumönsku á landbúnaðartækjum. Og ég sagði alltaf Íslandi besta land í heiminum, heiðarlegasta. Þangað til ég fékk það í fangi 2008. Þegar þetta svokallaða bankahrun var, þá var maður orðinn ævintýra fjárfestir eins og allir hinnir. Svo lendi maður í hjónaskilinu 2011 og þá byrja fyrst ævintýrið. Já. Og ég ekki búin að jafna mig fjárhagslega því ennþá. Ég búin að þurfa að berja og þess vegna erum við að gera þetta. Þetta frásögn, þessi upptökur eru frásögn og skoðanir mínar sem Arngrímur, ekki það sem að ég ekki að tala fyrir neitt annan en mig sjálfan. Og ég ber ábyrgð á því sem ég segi og vil bera ábyrgð á því við alla, alveg sama hver það skiptir engu máli en ég vil ekki sjálfur ætla ég að fá bætur frá þessu samfélagi sjálfur mun ég sækja bætur á hvern einasta forseta sem hefur verið hérna frá Vigdísi til
höllu, þetta eru verið að bótakröfur eru núna eitthvað stærri kringum 150 billjónir dollara, þannig að það verður peningur já, í dollarum, og því það málið það er 100 og því að málið það kostar að meiða fólk, það kostar að meiða mig í 17 ár, mann sem að nýtur á að njóta minnihlutarétt vegna fötlunar frá fæðingu, á að njóta sérréttinda sem minnihlutahópur vegna þess að ég er ekki jafn vígur hinum sem eru heilbrigðir. Alla mín ævi, 69 ár. Og að hoppa á mér með 20 dómurum í hjónaskilnaði, 77 ferðir, neita mér þjónustu, það er ekki hægt að fá að tala við Lilju Einarsdóttir, ævintýrakonu í Landsbankanum, það er ekki hægt að fá tíma hjá henni einu sinni, af því hún er montin með sig í starfi að græða peninga með sköttunum mínum sem voru notaðir í endurreisa þetta bankakerfi sem var rænt af örfáum einstaklingum 2008. Já, þá vorum við búin að fara hringinn í þessu. Komir aftur að mannréttindum og einstaklingum, það er snart að tala út frá sjálfu þær. Þetta gildir þetta marga, en það er ekki margir sem tala, það er sumir sem bara er búin að leiða því og framkvæma eitthvað, gera eitthvað. Brottan bara niður. Það er það sem er algengast og ég veit engin hvað margir er búin að fremja sjálfsmorð eða bara brotna þannig niður að þeir eru andlegir öryrkjar og eftir. En það hefur örorku aukist alveg brjálæðslega á Íslandi síðustu 17 árum, alveg brjálæðslega aukning á því. Akkur er það? Það er vegna þess að fólkið, taugakerfið, það hrinur þegar það kemur á lokuðum hurðum og segir, ég get ekki borgað láninu mínu. Já, heyrðu, það bara er uppbóð, við bara bjóðum upp, við tökum að þeir bara. Það voru tekið 8.800 íbúðar á fólki hérna. Akkur voru teknar 8.000 bara á þessum árum þarna á meðan Steingrímur var að stjórna. Það er búið að taka miklu meira síðan því að það er og það er ennþá verið að taka íbúður og fyrirtækja fólki. Það er meiri gjaldþrot hjá fyrirtækjum núna á síðasta ári heldur en var árið undan. En menn eru líka búin að stafna ennþá meiri kennitölum. Menn eru bara að leika sér, að spila á þetta heimsku fyrirtækjakerfi, HF, EHF. Það er bara verið að spila á þetta eða samvinnufélag, menn stofna nú ekki samvinnufélag nema örfáir, af því að þeir vilja geta selt hlutabréfin. Sameignarfélag, já. En segðu mér eitt, þú minnist á þetta átt afturkomin að lögum nr. 92 frá 89 og hvað varðar að þessa aðgreiningu að þú er oft sagt að fyrirtæki hafi ekki rétt, það sé bara einstaklingur sem hafi rétt. Stjórnarskráin er bara og öll lög á jörðinni, allir alþjóðsamningar og allt byggja á einstaklingsrétti, vörnina á því að einstaklingunum líði ekki illa, hvergi, honum má ekki að líða illa í skóla, honum má ekki að líða illa á spítala, ekki heima hjá sér, ekki í vinnunni, því það er kallað einelti í vinnunni eða það er í vinnunni, ekki út á götu, það er ekki að labba á milli og stinga fólk út á götu, það er bannað og það er líka siðferðisbrot þegar menn gera svoleiðslaga og þetta er láta menn viðgangast hérna á Íslandi, og þjófnaður, nú þú sér náttúrulega þarf ekki að horfa á svo olíuþjófnaði, akkur menn að gera þetta, stoppa þetta ekki. Hún talar gengjamyndun þessi ríkislögreglustjóri, hún gerur fullt af skýrslum alls konar gengjamyndu frá alls konar þjóðfélögum sem eru hérna í þessu landi. Akkur er ekki byrjað að senda gengin úr landi? Hvar er fólkið sem á að gæta að mínu öryggi? Hvar er fólkið sem á að gæta því að ég geti hringt og sagt, mér líður illa hérna, ég þarf að fá hjálp út af því að það var einhver að stela hjá mér, eða það var einhver að berja mig eða stinga mig og það kemur enginn af því það er öllum sama. Gerur ykkur greinarmun á til dæmis gjaldþroti fyrirtækja og gjaldþroti einstaklinga? Það er ekki hægt að gera einstaklinga gjaldþrot. Einstaklinga gjaldþrot eru hvergi í heiminum, það er hvergi nústa gert. Þú geldir ekki einstakling, það gerur ekki, það er að segja með því að taka nú sambandi fjárhagslega. Fyrirtæki eru það eina sem getur farið á hausinn. Það er gert á Íslandi.
Já, það er bara stenst ekki mannréttindi, alþjóða mannréttindasamning sem við erum aðalega að. Það bara stenst ekki Sameinuðu þjóðasamningin frá 48, það stenst ekki Evrópuráðssamningin frá 1950, það stenst ekki Norðurlandaráðssamningin, það stenst ekki EES-samningin, það stenst ekki EFTA-samningin, það stenst ekki, þetta allt mannréttindasamningar. Ég ætla að koma því svo þú fattir hvað ég að fara. Sko þetta er gert þetta er gert í fleiri löndum en á Íslandi, en ekki en menn ná að jafna sig eða þetta næri einhvern veginn að menn ná að halda áfram að lifa lífinu, en það þarf ekki að vera svo í Íslandi. Hérna er þessu bara haldið við og þú ert bara í lífstíða fangisi. Menn eru hvergi á jörðinni gerðir einstaklingar gjaldþrota. Það eru hvergi gert. Það sem að þú missir er credibility. Það er að segja þú færð lánstrausti hverfur, það er að segja, og það er þess vegna sem menn halda í, þess vegna vilja menn fá kreditúr til þessi Bandaríkjunum og annars þar í heiminum, vegna þess að meðan þú hefur kreditkort opið, að þá er þetta með traust. Leið og kreditkortið þið tekið af þér, vegna þess að þú borgaðir ekki síðasta reikningin, þá tapar trausti. Og það er traustið sem við þurfum að hafa hver á öðrum. Það heitir, þú átt að geta keyptir hús bara á handsali, þú átt að geta selt hús á handsali líka, þú átt að geta tekið lán á handsali, og það er ekkit eðlilegt við það að menn starfi í banka og svo tekur sami bankin sama starfsmannin niður þegar hann hættir í bankanum. Það er bara heil bók það hann bankastjórinn á Húsavík, Íslandsbanka bankastjórinn á Húsavík, hann gaf nú heila bók þetta, það er sín eigin mál, persónuleg mál. Þar sem hann var tekin niður, hann var plataður, hann var látið setja spariféð sitt allt saman eftir hrunið. Hann var látið setja spariféð sitt allt í verðbréf. Svo hrundi verðbréfin í sjóð 10 eða 9 eða hvað hann hét þarna, Íslandsbanka, það var fyrir hrunið. Það hrundi allt saman í hruninu. Og þá ætluðu bara að fara í íbúðarhúsi hjá honum og allt saman að gera það nákvæmlega saman sem þú voru að gera, og hann var að reyna að semja við og hann fékk ekki samning. Eitt annað. Það er mikið verið að tala það, sérstaklega með ungt fólk, og að það geti ekki keypt sér íbúð í dag. Þó það hafi eitthvað 10-15 milljónir útborgun, þá fá það ekki greiðslumat. Nú heitir þetta greiðslumat. Það er eitthvað reglur og en það er svolítið skondið. Það er ekki endilega að tala ungt fólk, það er alveg talað fólk sem er 40 eða 50 og hefur eitthvað reynslu og kannski þokkalega tekjur, en næri ekki þessu greiðslumati. Svolítið skrítið þegar bankar eru að hafna fólki, og þá komum við aftur að því sem vorum að tala áðan, að þú ert kannski búin að vera hjá saman bankarum allan ævi, og við getum tekið eitthvað 50 og hann er búin að vera í bankarum kannski bara síðan átti sparibauka, og bankin með alla hans sögu, og hún er kannski góð, launinu eru lögð inn á hennar reikning og hjá kannski þessu hjónum, sama banka, talandi að halda í viðskiptavininn. Út í heima allavega þá vilja bankarnir halda í viðskiptavininn og þeir gera það mjög vel, og ef þú ert búin að vera svona lengi og svo ætlar að kaupa þér íbúð, hús eða eitthvað, og þá farið bara höfnun. Býtum við, hvernig ætti fólk að bregðast við? Þau sögum bara að hætta, fara í annan banka, en sem er jafn slæmi þá bara. Það er ekkert hægt að kjósa með fótunum eins og voru að segja á hann. Þessi eru alltaf sem farið úti, og hvernig getur banki eiginlega verið að hafna þér á einhverjum reglum sem að koma gegnum kreditinfo eða þá reglur sem banki setur, að hafna þér að fá lán þegar hann hefur allar þínar upplýsingar og þú er kannski búin að vera að skila maður alltaf og hefur þokkalega tekjur, og þó þú kannski með þetta mat náður þessu ekki alveg, en þú væntanlega ert að fjárfesta að einhverju leiti þá í steinsteypu eða íbúð eða heimili, og nú ef þú nærði ekki að endur saman og þú kannski ætlar að leggja eitthvað meira á þig, nú þá áttu að eiga að kosta á að geta selt þetta aftur, en svo þegar ef það gerist og þú vilt selja þetta aftur, þá er þetta bara selt á nauðungarsölu, fer ég ekki að frjálsa á markað og þá heyrði banki mismuninn. Þetta er siðferðisbrotur sem er í gangi hjá þeim sem að starfa í fjármálakerfinu á Íslandi og líka Íslendingum almennt. Það er siðferðisbrot að láta þetta viðgangast, það er þjófnaður. Þetta er bara þjófnaður og ekkert annað, og það voru 8.800 íbúðum stolið undir Steingrími vegna þessa lánasamningar sem að bankakerfi var búin að gera
verðtrygging til dæmis, hún stenst ekki alþjóðsamninga öryggi, vegna þess að þú getur ekki, geta gert áætlun áramótin fyrir alla, að þú ert að tala tryggingafélögin og þú ert að tala símareikningiðin, hitan og rafmagn á húsunuðinu, þetta á allt að geta farið á áætlun, allt sem fast á að geta farið á áætlun 1. janúar út árið 25 eða næst 26, að geta gert áætlun. Það getur ekki gert undir verðtryggingu og það verðtrygging á rafmagnsreikningnum, það verðtrygging á húsalegu, það verðtrygging á hitanum, það verðtrygging á símónu hjá þér, það verðtrygging á bílatryggingunni hjá þér, það verðtrygging á lánunni hjá þér, það verðtrygging á öllu, í öllum föstum samningum sem út með. Akkur það? Akkur þetta látið viðgangast? Jú, vegna þess að menn eru steinsofandi, menn eru eins og Guðlaugur Þór sem hann man ekki hvað hann að gera. Hann man ekki hvort hann skrifaði undir þarna eða hinu staðnum, hann man það bara ekki, hann bara kaupi hann og ég ráðherra. Og þetta bara eins og í bresku grínþáttunum, yes minister. Og það það sem að gerast. Það eru öllum sama. Menn gráta í hverju horni en rísa aldrei upp í eigin styrkleika. Aldrei. Það rísa engin upp í eigin styrkleika. Við erum að tekja þetta við lögin aðskilnað og framkvæmdarvald og dómsvalds. Eða ég var að hugsa hvað með svo þegar áætlunin bregst og þú þarft aðstoð. Ég meina, þú ert búin að standa ágætlega en þetta bara ekki alveg samkvæmt áætlun. Þú þarft eitthvað smá aðstoð. Sjáðu. Argrimi bittur, Rólfur. Fyrirgefðu. Þú þarft eitthvað smá aðstoð. Þá komum við inn á það sem þið Halldór voru alltaf að tala með sínum tíma með fógetan og svona. Og þá, að því út komin í vandræði, þá ertu farin að vera svona, góðu bitið þess að hirða af eigniðina, því að þú ert búin að borga svo mikið í henni en nærði ekki að halda áætlun, þá ekki kannski samið við aftur. Það bara gengið að þér. Og hvað þá þessi aðstoð sem var hérna áður fyrir, að menn, þetta mannlega, að þú segir, herði, þetta ekki alveg að ganga upp en hún langt komið með þetta. Að koma einhvers svona, ég ekki að setja samfélagslega hjálp, en svona, þetta lengi í þessu eða laga eitthvað. Í dag litið á þetta sem tækifæri til þess að hirða að þér eignina. Þetta alveg rétt hjá þér og það heitir þjófar. Og við búum við þjófakerfi og þjófakerfið það búið að vera við lífi síðan 1843 minnst okkur á Íslandi, menn hafa verið óheiðilegir frá 1843 og kannski eins og ég held að það mér sýnist að vera að við höfum verið, þetta bara óheiðilegt fólk sem byggir Ísland, af því við látum viðgangast að það verið að sparki í náungan í næsta húsi. Það að segja, hann liggur flatur og þú bara brosir, en svo fattar það ekki að það kemur á þér næst. Vegna þess að kerfið bara þannig að það eirir engum. Þú sér að ég var að tala bankastjóran rétt á hann, sem starfaði 25 ára á Húsavík, gaf út bók meðferðina á sjálfum sér eftir að hann var látinn hætta þegar nýjir stjórnendur voru komnir og þeir voru búin að hann var rakst ekki nógu vel hjá þeim og svo gengu þeir á hann. Manni sem var búin að eyða 25 árum að ævi sinni í þjónustu við þetta fyrirtæki og fór bara grátandi út. Þessi sami maður, hann átti 2 börn sem fóru á Alþingi. Hvorugt þeirra talaði nokkuð tíman neitt til að vekja athygli á málefnum afa síns. Vegna þess að menn eru steinsofandi. Þeir fóru á Alþingi til að sofa og vera á góðu kaupi og svo var bara leiðinlegt Alþingi hættu. Og það sem að gerast nákvæmlega þetta, áhugaleysi á náungunum, áhugaleysi á hverjum öðrum. Við erum ekki, þegar þú hringir í lögregluna eða hringir á sjúkrabíl, hann segir, ég get ekki komið núna, það hálftími í mig, minnstakosti, sko. Þetta áhugaleysi. Það skipulagsleysi og áhugaleysi.
þegar læknirinn segir við þið býttu á biðstofunni hérna í 2 tíma þeir eru að vísa blæðið út en við höfum ekki tíma því það er öðrum að blæða út líka, við höfum bara ekki mannskap í staðinn fyrir að geta alltaf kallað út mannskap. Skipulagsleysi, hvar er skipulagið á örygginu, rekstrarörygginu? Við erum að taka á móti brjálæðslu magna ferðamönnum hérna og við byggjum ekki einu sinni vegi til þess að geti keyrt þá og það er hérna og þeir fara með engu öryggi, það er engar leiðbeiningar eitt eða neitt, bara græða, það er allstað græða, örfáir. Og svo verða flytinn fólk á niðurgreiddum launum til þess að vinna störfin til þess að örfáir geti grætt meira. Og þeir flytinn útlendinga frá alls konar þjóðríkjum, 200 þjóðríkjum, senda þau skólan sem að ég þarf að borga með sköttunum mínum. Krakkarnir mínir get ekki lært að lesa því að það fyrir svo mikil tími að tala alls konar tungumál í bekknum og skýra fyrir einstökum nemendum sem eru hérna og það verið að fjalla þetta í heimildinni núna þessa dagana og þá eru sveitastjóri af því að í einum hreppnum á Íslandi brjálaður af því að honum finnst gott að vera með útlendinga í öllum störfum af því að það byggir sveitafélagið þannig að hann getur haft laun sjálfur. Hann er ekki að hugsa heildarhagsmuni neinna, hann er bara að hugsa sjálfan sig. Hann kaup, alveg eins og það ég ætla að vera ráðherra, ég ætla bara að vera á kaup eða fórst Íslands og vera á kaup eða borgarstjórinn Reykjavík. Við sáum náttúrulega Dag B. Eggertsson, það sá allir hvernig hann hegðaði sér sem borgarstjóri og við sjáum alveg stjórnleysi borgarina sem er búin að vera allan hans rekstra tíma og Ingibjörg Sólrúnar líka. Það er bara botlaust gert það sem dettur í hug vegna þess að það er stjórnleysi og við höfum hver einasti útlendingur sem kemur til Íslands, hann sendir peningana sína heim annarkvort sem bara til öryggisgeymslu því hann vill ekki geyma á íslensku banka eða þá að hann er að styrkja fjölskylduna sína eða byggja sér íbúð eða kaupa sér húsnæði í sínu eigin heimalandi. Hann sendir 10.000 krónur og það er 80.000 útlendingar, bara ef þið senda 10.000 krónur á mánuði út, þá fellur gengi á íslensku krónunni. Það er yfir eftirspurn á dollarum, bara út af útflutningi á launum. Bara út af því. Menn hugsa ekki neitt af þessu, þeir eru aldrei að spá í hvað er að gera. Við búum til okkar eigin verðbólgu í gegnum innflutning á fólki sem flytur út peningana. Við flytjum inn fólki til þess að fáir geti grætt á fólkinu sem að þeir með græða svo brjálæðslega þeir með sér leigja herbyggi fyrir 200.000 krónur eða 300.000 krónur að láta 3 eða 4 og svo í herbygginu. Það er bara beddinni leigður út. Og það er búið að blinda allt í að græða og á meðan brotnar allir innviðir í landsins af því það er allir uppteknir að því að græða eða verjast gróðanum. Það er að segja að reyna að berjast við að halda sjó og þú ert að tala það að bankakerfið hafi sagt það núna að það sé ekki auki mannskil af því að fólk veit að það kemur einhver og segir við bjóðum bara upp íbúðina hérna eða bjóðum fyrirtækið ef þú borgar ekki þá bara er það búið. Við rennum því bara saman við annað fyrirtæki, þú hefur ekkert það að segja. Það er bara þú hefur ekkert val. Þetta kom nú vel fram bara hjá fyrirtæki sem ég var að vinna hjá sem að hérna var tekið og lagt það var bara þvingað í sölu fyrirtæki sem aldrei hefði þurft að þvinga í sölu vegna þess að það voru lausafjárskortur í fyrirtækinu, ekki eignaskortur. Það var lausafjárskortur, þetta bara endurskipuleggja lausaféð. Alveg eins og menn gera ef þeir hafa verið treyst fyrir að kaupa íbúð og þú lendir í lausafjárvandræði vegna þess að það verið komið fyrir að bila bíllinn sem þú reiknaði sem var meiri kostnaður eða þú þurftir að barnið þetta veikt, þú þurftir að vera meiri veikindaga heima eða þú sjálfur veikur eða þú þurftir að fara á spítala eða gera eitthvað og það breytist hjá fjárhagsstaðan og þá aðstóði gegn það því þú átt bankana. Íslandsbanki, það var að selja eignir ríkisins í Íslandsbanka, ekki alla heldur selja hana niður eina ferðin í viðbót. Við eigum 98% í Landsbankunum, við eigum líka Arionbanka, við eigum þetta allt saman og akkur er þetta nota gegn okkur. Akkur þarf þessi sjóður
sem við eigum, kallaði bankar, akkur þurfa þeir að skila brjálæðslegum hagnaði. Og hvað verður af þessum hagnaði? Hver fær þennan hagnað? Og hvernig ætlar að koma honum inn í ríkissjóðinn þegar það gerð fjárhagsáætlun áramót og svo kemur í ljós alveg brjálæðslegur hagnaður í bankakerfinu með mitt ári. Býðu, hvenær borgaðir út hagnaðinn? Og hvert borgaðir hann? Og hverjum borgaðir hann? Og inn á hvað reikning fyrir hann? Ég vil bara fá þetta að láta að rannsaka þetta allt saman. Þetta stjórnlaus heimska sem ræður Íslandi. Stjórnlaus heimska. Og það ekki vegna þess að fólk sé svona heimst, heldur það að það búið að teikna út allt sem heitir ábyrgð. Já, framboð og eftirspurn á peningum. Ég meina, bankarnir geta lokað á framboð á peningum og gera það. Ævilega. Nú langar mér að þú talar um framboð á peningum og ég þók aðeins grípiðina fyrirgjöðu í grípina. Það er brjálæðslegur hagnaður á bankakerfinu. Hvernig getur verið hagnaður á bankakerfinu þegar þú fær hvergi lán til þess að kaupa þér íbúð? Eða kaupa neitt, þú færð ekki lán. Hvernig getur orðið hagnaður á þessu? Það vegna þess að þeir að lána fyrirtækjum til þess að kaupa önnur fyrirtæki, til að renna saman fyrirtækjum, þannig búið til hagnað. Þetta bókhaldsbrellur og ekkert annað. Raunhagnað ekki til í kerfinu. Að Ragnar Þór Ingólfsson, sem búin að skoða lífeyrissjóðina meiri en allir aðrir Íslendingar, það engin maður á Íslandi með meiri þekkingu á lífeyrissjóðskerfinu heldur en Ragnar Þór Ingólfsson. Prófessor emeritus? Nei, hann ekki prófessor. Nei, ég að tala um Ragnar Vaffer. Og hann búin að rannsaka það og hann hefur fjallað mjög mikið um þetta. Hann segir, þegar að verður hlutafélög fara á hausinn sem að lífeyrissjóðir eiga í, þá afskrifar ekki hlutabréfin. Þú standi í bókaldinu hjá þeim til þess að stækka bókaldi. Nákvæmlega sama og Landsbankinn gerði 2008 þegar hann var keyptur af ríkinu af Björgólfi Thor og Björgólfi Guðmundssyni og einhverjum fleirum. Þeir keyptu hann og fengu milljónin á mig þó ég væri búin að borga hann niður og hún hefði átt að vera 800.000 eða 700.000, þá fengur hann fyrir 500.000. Þeir fengu hana á hálfvirði. Þeir færðu hana strax upp og þeir eru í næsta árs bókaldi, þá færðu hann upp í 1.000.000 og svo bættu þeir inn í það sem ekki hægt að bókværa verðtryggingu. Þú veist það hvergi hægt að bókværa verðtryggingu. Bankinn getur hvergi bókvært verðtryggingu af því hún fljótandi. Þú verður að hafa lokaða tölur, debit og kredit í öllum bókaldsniðurstöðum. Þannig að hvernig þeir bóka verðtryggingu, það bara lögreglurannsóknarefni út af fyrir sig. Það óskup einfaldur hlutur af því það alltaf mikið hreyfing og verðbólgan alltaf hreyfanleg til þess að það þurfi ekki að lögreglurannsókn á því hvernig þeir bókværa. Það ekki hægt. Það vita það allir, þú ert að ná debit og kredit, það þarf að ná jafnvægisniðurstöðu á báðum reikningunum og þú getur það ekki í verðtryggingum. Þegar vorum að tala um íbúðir áðan, steypu, hús, fjárfestingar hjá fólki eða það ekki að koma sér þakki yfir höfuði. Við erum að tala um bankarnir geta takmarkað framboðið á peningum og þú ert að tala um lausafjárstöðu þaðan. Þú getur verið moldríkur í einhvers konar eignum, átt íbúðir og svo framvegis, en þú ert með slæma lausafjárstöðu, átt ekki mikið pening. Og svo þegar bankinn lokar á peninga, framboðið, þá hyrðir hann að þeir eignar og það bara að missa hvernig það og af hverju má þá ekki svo til dæmis þegar vorum að tala um unga fólki sem ætlar að kaupa sér íbúðir að það fær ekki þetta mat, það vantar pening, það fær ekki mat til þess að geta keypt sér einhver ákveðna íbúð. Í raun og veru það að skipta, það að fá peninga sem ætlar að skipta á peningum og steypu íbúð. Svo þú lendir í vandræðum og þú átt steypu, þú átt íbúð, kannski bara næstu því skuldlausa. En þið vantar peninga, þú bara með þess að vinnuna eða eitthvað, bara átt ekki pening, getur ekki klárað samningana. Okkur getur þá ekki bara beðið gamla Íbúðalánasjóði eða HSM eða HMS eða okkur getur ekki bara
fengi mat á íbúðinni og kannski með 5% afslætti eða 10% eitthvað svo leiðis, okkur getur ekki bara komið inn í verð aftur í peninga, okkur getur breytt peningum í steypu en ekki steypu í peninga, af því að bankanir stjórna framboðinu og eftirspurninni. Já, þetta heimskan sem ræður Ísland. Þetta er þessi ekki náungakærleikur. Það þetta sem að hugsa ekki náungan, bara sparki hann liggjandi. Þú sást þetta ágætlega bara í Keflavík, þegar við fórum drengurinn mistu húsið í Keflavík, Pólverinn, sem þú sást þetta þar ágætlega. Það besta dæmi þjófa. Það var svo innilegir þjófar þar að það engu lagi líkt, vegna þess að hann fær bætur vegna læknamistaka á Íslandi og fjárfestir í íbúðarhúsnæði fyrir foreldra sína og bræður sína í Keflavík, kaupir hús og borgar það út og hún var ekki gert grein fyrir, þau voru búin að leigja allan tíman á Íslandi, þau föttuðu ekki fastunargjöld, þau föttuðu ekki hitt og rafmagn, það alltaf verið innivali á þeim, þau föttuðu ekki þessi gjöld og tryggingagjöld að þetta tryggja húsið, það hefur verið sett á trygging og annað, þau bara föttuðu þetta. Svo þegar þau fóru að reyna að semja þetta, þá sagtu þau nei, það þú dórn og seitt, þú áttur að semja í gær eða í síðustu viku eða þar og við tökum aður húsið og við erum búin að bjóða það upp og sá sem hann keipti það fyrir skuldunum, skuldurnar voru konir 3 milljóna því þú hefur ekki borgað 3 ár af því þau hefur ekki verið gert grein fyrir því. Þetta fólk talaði ekki eins og það eins og menn voru að tala í útlendingar sem í skólunum sem að kennarinn þarf að kenna á mörgum tungumálum. Þau bara einfaldlega skildu ekki bréfin sem þau voru að fá. Bara einfalt mál, skildu það ekki. Og það var ekki vegna sem þau vildi ekki borga. Og svo komum við með peningan og borga og þú vissir af því. Við fórum í þetta, manstu ekki, við fórum að hittum þess að fjölskyldu, ofboðslega indælt fólk, ofboðslega indælt. Og málið það, húsinu var stólið að þeim að þjófaklúbb og þessi þjófaklúbbur, hann búinn að stela öllum eignunum á Suðurnesjum frá hruni sem hann hefur komist yfir. Íbúðalánum seldi í pakkavís og það hann Þorsteinn Sæmundsson, hann var alltaf að tala að finna hvaða pakkar hefur verið seldir út úr Íbúðalánasjóði sem núna heitir HMS yfir í hvað? Þeir keyptu bara í pakkakaupum og svo þeir alltaf að bæta í pakkan þessi menn sem að því fyrir þeim þetta bara matador. Það bara gaman að vera í þessu. Þeir á græða meiri peninga til þess að geta keypt fleiri íbúður, til þess að geta grætt ennþá meiri peninga, til þess að geta gert ennþá meira og binda peningana í fyrirtækjum sem aldrei verða og binda það svona bankabókum og binda það fast og þessi peninga verða aldrei en einu. Að þeir eru teknir út úr samfélaginu og stoppaðir peningar er einskis virði. Þetta bara, við búum í hringrásar hagkerfi og ef að hringurinn fer, eins og ég sagði á hann, ef að hringurinn fer á hratt, þá þarf þetta að vera á bremsunni, ef hann fer á hægt, þá þarf þetta að gefa í. Og til þess ræður fólki vinnu, forseta, á yfirkaupi, til þess að stýra því. Þannig að þú þurfur ekki að hafa daglegar áhyggjur af því hvað að gerast. Og svo þegar það kemur hjónaskilnaður eða vandræði og þá átt það að leysast það því það grundvallamál að eyðileggja ekki sálarlífið fólki árum saman eins og bara þú hefur upplifað á eigin skinni og pabbiðinn, þeir eru búin að upplifa á eigin skinni, eyðileggja sálarlífið ykkur og börnunum þínum í 20, 30, 40 ár. Þetta á ekki að vera svona. Svona samfélag er ekki samfélag, þetta eru sérfélög. Og ef að menn ætla að vera í svona sérfélögum, að þá það eitthvað sem ég vill ekki taka þátt í. Þess vegna mun ég, eins og ég sagði á hann, ég mun krefast bara bóta fyrir mig. Ég er ekki að tala fyrir neitt annan en mig. Af því ég hef ekki umboð. Ég er ekki með kjörbréf ég er ekki prestur, hann á að vera með kjörbréf úr sókninni. Ég er ekki alþingismaður, hann á að vera með kjörbréf úr hreppnum. Ég er ekki bæjarfulltrúi, hann á að vera með kjörbréf úr hreppnum. Þannig ég hef ekki leyfi til að tala fyrir neitt. Þú þarft að vera með umboð og kjörbréf umboð til þess að tala fyrir mig eða þig, Kristján. Það umboð. Forsetinn með víðtækastu umboðu ber þar að lendi mesta ábyrgðina
af því hún kosin úr öllum hreppum landsins. Það enginn á Alþingi kosin úr öllum hreppum landsins, það enginn í borgarstjórn kosin úr öllum hreppum landsins, eða enginn úr sveitarstjórnum annars staðar á Íslandi kosin úr öllum hreppum landsins. Hún sett í postulískassa á Bessastöðum og sagt út forseti og þú kemur bara og kemur fram við hátíðli tækifæri og búið. Þetta gengur ekki venjulegu þjóðfélagi sem með forseta. Já, þetta alveg hárrétt hjá þér. Að þú nefndir Kúba í Keflavík, fatlaðamanninn í Keflavík sem að húsið hans var selt á 3 milljónir. Og var svo selt núna nýverið á 75-85 milljónir, hann græddi 78 milljónir hvað það var, skiptir ekki öllu. En að því að sumir geta álitað sem eitthvað tuð og svona í okkur eða þér, að það kannski besta dæmi með Kúba að því að við þekkjum það svo vel að hvernig þetta er svona þarna, þetta er svona lýsandi fyrir það sem við erum að tala þegar að þjófanir fara á stað. Það er einhver í sveitafélaginu, það er sýslumaður, það er einhver gaurar á svæðinu sem löggan lét þetta viðgangast, löggan þú fórst með hann og allar að kæra nú ég að tala, þú verður aðeins að geta andað með ég að tala Fyrirgefðu. Og síðan og löggan og síðan sveitafélagið, velferðarsviði sem á að grípa þetta því að hann sýslumaður gemdi peningarna hann var 18 ára gamall því að hann skattaðist á höfði heila og svo fekk hann peningana og hann veit ekkert betur og menn segja, hann áttu nú að veita betur, gætum sagt sér þetta sjálfur og eitthvað svona, en það er bara stundu þannig að fólk veit ekki betur og hann bara keypti þessu hús með svo bara gallabuxur og staðgreiddi það og hélt hann ætti það bara og þyrfti ekki að hafa meira ágjörð því, þetta er bara svona einfalt og bursi frá reglum og lögum og eitthvað svona, þannig að það hvíldi ekkert á húsinu nema svo sofnist þessi fastanagjöld saman og lögboðin brunatrygging og eitthvað svona sem er skylda. Þetta er bara einhverju smá uppæðurinn og en hvar var þá sveitafélagið að bjarga sínum öryrkja? Það bjarga honum ekki, það bara lét hann fara niður. Það bara, kannski var bara með hinum í Já, þetta kom, þjófunum var alveg, hann skipulaður innan frá sveitarstjórnum skrifstofan. Svo hefur fleira fólk haft samband við okkur eftir þetta þegar vissum við vorum í þessu og þannig við vitum fleiri mál. Við vitum svolítið, þú segir mikið allt, við vitum að það hafa hluti verið að gerast til dæmis á Reykjanesinu og þetta gerist út allt. Svona það er farið þetta úr þjóðfélaginu, það er að standa með einhverjum bjargónum, lánunum eitthvað, hjálpánum að standa eigin fótum, en í staðan fyrir hann rústaður og gerður öryrkja sem verður svo baggi á þjóðfélaginu þegar líður á. Þannig að ræningjarnir þeir eru velunaðar og kerfið okkar, að þú ert alltaf að tala það verður bara lögreglurans, það er lögreglurans og hinn á þessu og eins og við sögðum á hann og hverjir ætla að rannsaka það? Konurnar sem eru lögreglustjórir og kona sem er ríkissaksóknari. Ok, nú segi ég konur að því að við erum svolítið gaman að nefna það því það eru konur bara út allt núna í ríkisstjórn og borgarstjórn og svona og það er ekkert betra að hafa konu virðist vera heldur en karla þannig að það þarf kannski að skoða það sér hvort að sé munur á karlastjórn eða kvennastjórn eða blandaðri stjórn. Ég meina þetta er ekki að ganga upp. Það er alltaf verið að tala jafnræði á kynjana, menn eru með jafnræði skrifstofu kynjana og hvernig getur það þá verið þegar þú myndar ríkisstjórn? Akkur er leyfilegt að mynda ríkisstjórn þar sem er konur í meirihluta? Akkur er leyfilegt að vera með dómstól sem er fullur af konum en ekki jafnræðir kallar og konur og akkur er Helgi Magnús rekinn og svo sett konu í stólinn, akkur var lögreglustjórinn á Suðurnesjum Lúðvíks, akkur var hann látið fara og kona sett í stólinn, Úlfar Lúðvíksson og akkur var kona sett í stólinn og akkur og það eru svo er við að fjalla jafnræði kynjana, það er ekki jafnræði kynjana í þessu. Og hvert eru kallmennir farnir? Ég meina, hvað er að ske? Akkur eru kallmenn, þeir eru helmingurinn af þjóðfélaginu,
Akkur horfnir úr leiðtogahlutur. Það verður að flýta fyrir þessum jöfnuði. En þetta ekki jöfnuði. Ég veit að við erum komin náttúrulega út að hála nýsmeta, en það alltaf að setja þetta svona fram, bara að hafa gaman að þessu, því við erum svona pílut að leika okkur. En sko, þetta samt sko... Þetta skoðanur okkur sem við erum að segja. Já, þetta samt hluti sem maður má alveg skoða. En við slum aðeins fara út úr þessu með konur og karla, en svona með Kuba, hann bara rosalega gott dæmi eitthvað sem að þurfti ekki lán, hann þurfti ekki að fara í að meta sig, hann bara keypti, hann bara keypti átti peninga og keypti gamalt lítið einbýlhús fyrir sig og fjölskyldu sína. Hélt hann var bara, nú erum við óhullt, nú þurfum við ekki að neina ákveða þessu. Auðvitað þarf það að borga fyrir rafmagn og eitthvað svona, sko, en sko, ef að menn fattar það ekki, eða heimilisaðstæður eru þannig að það er kannski óregla, eitthvað slíkt, þá á að vera eitthvað samfélagana sem að grípur þig, sko, grípir þú allavega þannig að þú farður ekki voða. Það er engum til hagspóta eins og þú segir núna, húsið var stólað á hann fyrir 3 milljónir og hann var settur í leiguíbúð sem niðurgreitt að Keflavíkurbæ. Upp á annarri hæð og það er ómögulega íbúð sko. Já, hann getur dottið í stigunum, hann bara með jafnvægisskortinu svo rosalega, hann getur dottið í stigunum og ef hann hálfspritur sig í stigunum hver vill bera ábyrgð á því og hérna málið það því hann á svo erfitt með gang jafnvægið við erum kannski fyrst við erum sko, auðvitað verður sko nú sé betur öryggibandalagi að nú komið mál, sérstu búin að hafa mál og skapað mál, en sko það hefur ekkert verið gert sko. Það er ekkert gert. Við erum kannski að segja svo sögu vegna þess að þetta er bara dæmi það sem við erum að tala Þetta er svona ýkt dæmi, sko ekki ýkt, þetta er rétt dæmi, en það er ekkert sem stöðvar fólk í þessari græðgi. Nei, það er ekkert sem stöðvar, það er stjórnlaust allstaðar og það, þú varst að tala bara matvöruna sem hefur hækkað svona brjálæðislega, akkur er hún að hækka, af því að þjóðarnir eru að, bensín líka sem lækkar alltaf á heimsmarkanum og helst sama á Íslandi eða hækkar og akkur er það? Jú, það er að því að græðgin, spilagræðgin, þetta er orðið svo ómeðvitið hjá mörgum að þeir bara verða að græða meira, þeir verða bara að gera það. Þeir eru alveg sama því þeir taka ekki eftir hvað þeir eru að gera. Þeir eru bara blindaðar af því, já þetta eru bara viðskipti. Og fyrir þjóðanum var þetta að kaupa húsi, var þetta eðli viðskipti, sennilega þetta var bara sniðuð businessmenn eða businessfólk að gera viðskipti. Þetta er bankastjórinn Landsbankunum, ævintýrakonan sem er frá IceSave, og hún heldur hún sé að gera viðskipti þegar hún að taka alls konar gjöld og dóta og hækka vexti og gera alls konar hluti. Þetta eru hennar augum bara viðskipti. Það er að því hún er á hlýjum launum og svo fær hún bónusa fyrir þetta. Hún tekur ekki eftir hvað hún er að gera. Hún verður blinduð fyrir þessu. Og málið það, þetta er bara eins og hver annar þetta er bara svo spilafíkn eða áfengisfíkn eða eiturlega fíkn eða eitthvað annað. Þetta er bara fíkn í að græða og það stöðvar þjóðfélagið. Það er búið að halda þessu þjóðfélagi niðri núna frá lýðveldisstofnuninni vegna óheiðarleika. Menn þurfa ekki annað en að sjá það að það kom brjálæðislegur hagnaður í stríðinu. Það komið fullt af dollarum og pundum hérna inn í landi í stríðinu. Þeir voru allir búnir 1950. Það var fyrirtækið Ísland næri gjaldþrota og fullt af fólki sem fluttu úr landi. Akkur var það? Vegna þess að það voru þjófar á ferðinni. Það eru göt á öllum vössum búin að vera mjög lengi á þessu landi. Og menn eru alltaf að stela frá sjálfum sér vegna þess að þeir ríkimaðurinn endar fátækur alltaf. Það gerist alltaf. Veldi kemur og fer vegna þess að hringrásinu er óeðlileg. Við erum að draga óeðlilega mikið út úr hringrásinni inn til einstaklinga eða fyrirtækja og það eru engum til hagspóta. Í hvað ætlar að nota ef þú ert með milljarð á ári í kaup? Hvað ætlar að nota milljarðin í? Ætlar að kaupa þér reinsróður í hverju viku eða ætlar að kaupa þér einbýlishús 2 sinni í mánuði eða hvað ætlar að gera við þennan milljarð? Þú getur ekkert gert við hann. Hann er ekki, þú keyptir nýtt fyrirtæki og þú kaupir ekki, þú gerir það ekki til þess að tapa á fyrirtækinu, þú gerir það til þess að auka hagnaðinn
og þannig og keyptu svo næsta fyrirtæki með hagnaðin aftur og þú ert ennþá að fjárfesta til að græða meira. Akkur er þetta að græða meira? Jú, það svo gaman að stækka umsviðin. Ég orðinn forstjóri fyrir þessu og ég orðinn forstjóri fyrir hinu og ég á ennþá stærra einbýlishús og keypti ég með sumarbústað upp á milljarð og ég á 10 Range Rovera og ég á þetta, en það skiptir engu máli, þú eigir þetta allt saman. Þú getur ekki komist þér að nota það einu sinni. Þetta verður bara að spila við, nú binst þessu, þetta farangur sem að á endan mennskis virði. Og svo menn að setja þetta í banka út allan heim, eða jafnvel bankabókur á Íslandi, og svo deyja það frá því. Og enginn veit bankabókina. Þú ert nú sjálfur í svoleiðis máli núna frá Svíþjóð til Íslands. Enginn veit í raun og hvað einstaklingum sem dó átti mikla peninga og hvar þeir voru bundnir, þú telur meiri sér að það verið í fleiri löndum heldur en Svíþjóð og Íslandi, þannig að þetta eru tilgangslausi peningar. Það tilgangslaust að gera þetta, en maðurinn gerir þetta í græðgi sinni og virðingarleysi fyrir samborgurum sínum. Hann gerir þetta eðli mannsins, alveg svo það eðli hrafnsins að draga stelu öllu steini léttara sem hann sér og draga því hreiðri á sig og þó notið aldrei. Heldur þú að þetta hefur gerst með Kuba í Keflavík fyrir 92? Nei, aldrei. Og það hefði aldrei gerst þetta hefði aldrei gerst í Pólandi, hann frá Pólandi og hann á pólskan ríkisborgararétt og á allan rétt í Pólandi, en hann hefur ekki nýtt sér pólska réttin. Við fórum með hann í pólska sendiráðið og það var tekin pólsk skýrsla á honum, en sendiráðið hefur ekki sett þessa skýrslu til lögreglunar í Pólandi, en hefði það átt að gera, en við náttúrulega ráðum ekki sendiráðinu. Sendiráðið hefði átt að gera það og hann hefði átt að krefjast þess. En hann gerir það ekki, hann fer í mál á Íslandi og núna á hann ekki einu sinni fyrir málskostnaði. Það kom fram í blöðunum daginn að hann vantaði 1 milljón hann var að reyna að fá gjafsókn og eitthvað til þess að halda einhverju málarekstri á einhvern áfram, ég veit ekki á hvern. Aðeins að stoppa það, við getum haldið áfram með svona gaman, já, það er svona gaman að pæla í svona. Þetta eru bara pælingar, þetta eru samsvið, við erum bara að segja það sem við höfum upplifað eða skoðanir okkar. Já, þú talar gjafsókn. Af því að við vorum að tala líka lögin aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði sem dæmi. Gjafsóknin. Þú getur sótt gjafsókn til dómsmálaráðuneytisins og nefndarinnar, gjafsókn nefndarinnar. Það tekur nokkra mánuði. Það er ekki afgreitt bara svona 1, 2 og 3. En umsókn þín gjafsókn, af því þú ekki efni á að verja þig eða sækja mál, þessu til að verja sig, það frestar ekki aðför. Þannig raun og veru bara heldur bara málið áfram, sýslumaður bara framkvæmdir uppboð eins og gerist með Kuba og það er engin svona sjónarmið sem sýslumaður tekur, það er gert ráð fyrir að sýslumaður eigi að vera svona gegn og skynsamur maður. En það er bara engin trygging fyrir því að það virðist hafa komið þannig eftir hrun, þá kom einhvers konar skipun að það skal selja allt, ekki gefa neina sensa, þið notið engin tækifæri til þess að fresta að gera, þið bara farið í þessa aðgerðir og það er yfirleitt ekki gert, sýslumenn bara framkvæma sölu. Þannig að þó að sé sagt, já þú er rétt, þú getur fengið gjafsókn fyrir hina þessu, þú bara getur ekki nýtt þér því það er bara gengið á því. Þetta er alveg svo að fara til umboðsmanns skuldara, farðu þangað og hann fristi fyrir því málin í 5 ár og eftir 5 ár mátt ekki borga neina reikninga að gera neitt, þannig að skuldnur aukast og eftir 5 ára eða 3 ára hvað það er, þá missur bara reiknina. Það er ekki búið að gera til öllum sem farið til umboðsmanns skuldara. Hann leysir ekki neinum málum af því hann er með fristingarleyfi á búinu og það er eina og samkvæmt fristingunum þá mátt ekki gera þetta eða hitt og mátt ekki borga eða gera og það safnast bara skuldin og svo kemur aðförinn bara daginn sem hann segir ég get ekki meir, segir umboðsmaðurinn, nú er ég hættur með þig, við erum búin að reyna allt, það reyndi aldrei neitt og þá er eignin tekin. Það er fullt af fólki sem er búin að missa eignina sína svona, fullt af fólki sem fór til umboðsmanns skuldara, hann dónit af því, ekki vegna svona ástæða sem er umboðsmaður skuldara, sé slæm manneskja,
heldur skipulagslaust kerfið og hver borgar svo umboðsmanni skuldara, rekur umboðsmann skuldara, nú það bankakerfið sjálft í beinu rekstri. Það nákvæmlega eins og núna, það sem verið að gera núna með útlendingar á Íslandi, það veit enginn hvað það kostar á ári, marga milljarða að taka á móti erlendu gestum en það svo kvöldum flóttagestum, það veit enginn hvað það kostar, af því það öllum sama. Akkur öllum sama? Jú, Bjarni Benediktsson fann nýjan sjóð til að nota í þetta, hann notar sjóðun sem heitir tryggingagjaldsjóður, hann hugsaður fyrir Íslendingi í atvinnuleysi, hann byggist upp af því það sem betur fyrir tiltölulega lítið atvinnuleysi, hann byggist upp af því það brjálu innborgun í hann, menn að borga tryggingagjald 3 eða 4 eða 5% inn í hann, þannig að það brjálu söfnun í hann af því það mikil velta á Íslandi, þannig að brjálu söfnun í sjóðin, en það ekkert eftirlit með hvað fyrir úr honum. Það ekkert eftirlit og Vinnumálastofnun af því hún borgar út atvinnuleysisbætur, þá sagði Bjarni með sjálfan sig, hann var fjármálaráðherra, heyrðu, það sniðugt að láta bara Vinnumálastofnun sjá útlendingana. Þeir leigja húsnæði fyrir útlendingana og þeir borga rekstrarreikningan á útlendingunum. Við gerum það bara í gegnum tryggingagjaldsjóðin. Af því hann sagði, svo á fundi, það engin lögumann. Það engin reglumann. Þetta bara fyrirtæki út í bæ sem heitir Tryggingagjaldsjóður ríkisins og ábyggilega á sjálfstæðri kennitölu með sjálfstæða stjórn og sjálfstæðan fjárhag og sjálfstæðan framkvæmdastjóra sem þarf ekki að skila neinu. Og þessuna leigja menn leigja, hann hefur verið að skrifa það, Sigfús Aðalsteinsson að leigja Jóðhúsi fyrir 300 milljónir á mánuði, á ári og kosta 1,5 milljarð húsið. Þannig út 5 ára að borga húsið í brúta borga húsið og hann var að kaupa Tryggingastofnunar ríkisins húsið líka núna til að leigja nákvæmlega eins 300-400 milljónur ári og þetta úr sjóð sem að enginn fylgist með hvað greitt úr og kemur sennilega ekki fram í ríkisbókhaldinu. Ég hef trú á því að Tryggingagjaldsjóðurinn komi ekki fram í ríkisbókhaldinu sem útgjöld ríkisins. Af því þetta sjálfstætt fyrirtæki. Alveg eins og stofnun ríkisins alveg eins og þú ert að tala ríkislögreglustjóra, stofnun ríkisins, það ekki embætti, það vantar kjörbréfið að embætti ríkislögreglustjóra, það vantar embætti ríkissaksóknara, það vantar kjörbréfið á Sigríði Friðjónsdóttur, það vantar kjörbréfið á alla, það vantar kjörbréfið á landlæknir, það vantar kjörbréfið á alla sem með valdtöku eða ábyrgðaraðilega fyrir ofan sem að afhendaðum valdið, hann ekki til vegna þess að fossráðurinn hann á ráðningarsamningi á Fossdónum, eina manneskjan sem með embætti forseti Íslands, eina manneskjan embætti forseti Íslands, það engin annar. Svo eru borgarfulltrúar eru þingfulltrúar að reka borgina, eiga að vera ráða sér framkvæmdastjóra, Alþingi eru þingfulltrúar, eiga að ráða sér framkvæmdastjóra, en ráða sjálfa sig sem framkvæmdastjóra og eru sem þingmenn og ráðherrar, hálfan daginn ráðherrar og hinn daginn þingmenn. Af því að við förum alltaf svona í hringi með þetta, hvað maður alltaf að reyna að finna eitthvað lausnir og hvað fólk getur gert. Fullt af fólki sem hefur það gott og þar leiðandi, það ekkert að hugsa þessi mál og ekkert að spá í réttindu sínum og réttindum annarra vegna þess að það hefur ekki lent í því, þú ert ekki að pæla í björgunarhring fyrir og lendir í hafinu, skilur. Það vandamálu, það heitir siðferðisbrestur að líti ekki á samfélagið heilsinni. Já, manna máliði það og þetta það sem hefur lagt sveitir Íslands og bæjarfélög Íslands í rúst. Það það að menn standi ekki saman neitt. Ekki svona þeir sem lendi í þessu, það kannski var að gerast eitthvað í hruninu, en svo bara gast fólk upp því að þú getur ekki, fólk að reyna að bjarga eigin heilsu með því að flýja eða þú getur ekki meira, ég get ekki meira núna, núna í 2 ár hef ég stundaði fundi, ég á 10.000 fundaklugutíma frá 2008 þegar hruni varð, ég á 10.000 fundaklugutíma á fundum allt milli heimisögur og stjórnmálaöfnum, lögfræðifélögum, viðskiptafélögum og fyrirtækjum og alls konar alls konar fundi, 10.000 tímar. Þetta fyrir mig, bara til þess að halda mér á floti, þá vildi ég læra og það hefur haldið mér á floti, en Guð það tók heilsuna. Já. Og fæstir hafa haft þol eins og ég búin að geta með að við það að vera líka með heilsubröst frá fæðingu
að þá hafa menn sagt mig, þú ert ótrúlega, akkur er það þessu, akkur er það streða við, akkur bara gafst ekki upp og hendi frá þér kreditkortunum var skjaldrótt og gerðir allt þetta. Ég barðist og nú er ég búin að borga alla reikninga. Ég er búin að borga allt í skil, ég er með allt í skilum, en það tók 17 ár að gera það. Og nótt og dag. En sko... Og þekkingu, það sem þess vegna erum við að segja frá þekkingun okkur í þessum myndböndum, af því það er bara þekkingi sem við erum að tala að því þetta nota sem bókaldin í framtíðin. En algjörlega, þannig kemur náttúrulega svona líkil hugtaki að vera með allt í skilum, að vera í skilum. Sko, hérna áður fyrr, að því við erum að tala lögin, hérna, sko, þessar breytingar áttu sérst að 92, sko, tölvueign fór ekki að vera almenn hérna fyrir í lok síðustu aldar, bara árið 2000 og upp úr því. Bara 94, 5, 6, þá voru svona tölvur svona, sem voru með hörðum disku, þetta var á diskutjana í Galanda, sko. Þannig að eftir svona kringum aldamótin, segjum það bara, þá fara bankar og innheimtustofnanir að vakta vanskil. Menn gáttu gleymt, sko, einhverju, þá fóru að vakta þetta, tölvuna bara að vakta þetta. Og meðan allt í skilum, þá finnst þér eins og allt sé í lagi, en sko, það er að vakta það þegar þú lendir í vanskilum. Eða eitthvað gerist hjá þér, sko, veikist, missi vinnuna eða eitthvað slíkt. Leið og kemur svona koma hnökrar á þessi skildín, eða svona, þetta venjulega, þá ertu vaktaður og þá er strassgripið inn í þetta og í staðan fyrir að koma í sjúkrabíll og hjálpa þér, þá kemur eitthvað sem að tuttast að þér. Já, og það gerir það, þú áttar á því að allir eru vaktaðir, alveg sama líka ríkimaðurinn sem er að stela peningunum, hann er líka vaktaður, þannig að það eru allir alltaf á tánum, ég verð að halda áfram að græða, því ef ég græði ekki, þá get ég ekki borgað af þessu láni sem ég tók yfir á þessu fyrirtæki, þannig að ég verð að gera það, ég verð að græða, af því annars missi ég allt. Og þú ert alltaf, við erum alltaf, þetta heitir, við getum þetta verið í stríði, þá myndum menn, sko, þá valtað yfir, bara hvaða her sem myndi valta yfir Íslendinga, geta aldrei staðið saman í stríði. Þetta er svo mikilvægt að vera bara skuldlaus. En svo var líka eitt annað, að þú getur átt kannski að lausa fyrir, þú getur kannski nokkuð öruggum með það heimahöðar, þú átt myndavélar eða eitthvað tæki heimahöðar og eitthvað svona, en allt sem er skráð, bifreið, hús, kannski bátar eða flugvélar eða eitthvað slíkt, sko, allt sem er skráð, það sem er skráð hjá ríkinu, þú ert bara í hættu með það. Sko, ég meina, bíllinn getur verið seldur á uppáði, bara út af einhverjum opuru iðgjöldum, þú bara stöðumarsektinu oftar á því. Já, stöðumarsektinu sko. Og það getur einhver, sko, bursi hver ástæðan hvort það er trassaskapur eða bara það er til einhver, sko, skýring á þessu og eins og gerist einmitt með Kúba, hann átti hús og hann er ekkert bara ungu strákur sem er lamaður og skattaður á höfði heila að því hann, sko, þá verið að vakta hvort hann er í skilu með lögbúna tryggingar eða skilu með einhvern reikning hjá sveitafélaginu, sko, einhvern vassarreikning eða eitthvað, skilurðu, að þá er það vaktað, svo er það leið á komið í viss vanskil, þá herðu, nú má ég byggja þeim upp á vegna þess að nú er þetta langur tími liðin og nú ætla ég að byggja þeim upp á. Þá er farið í það og jú, hversu mikið er þið tilkynnt þessu vanskilum. Ertu búin að skilja það eða settu bara bréfinu úr lúgunni eða fór það í næsta hús eða eitthvað, bara sem dæmi, þú ert vaktaður og svo er stokkið á því og það verður að nýta sig. Þetta er, við lifum í frumskólum á Íslandi. Lögum nauðungarsölu og aðfararlögin, þetta er allt lög sem kom á svipuðum tíma, kringum 1990, þarna 89 til 92. Markus lög sem við settum saman tíma þegar verður að breyta þessu. Markus Sigurbjörnsson, sem var forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar fyrirgefðu og forseti lagadeildar Háskólans og fókitt í Keflavík líka, var á sín tíma fókitt í Keflavík og fókitt í Reykjavík, aðstofa fókitt, hann byrjaði sitt líf þar. Hann var fenginn til að skrifa lög inn í dómsmálaráðuneyti og hann sagði sjálfur þegar hann hætti, það var viðtal við hann, risastórt viðtal við hann þegar hann hætti, bæði í Lögmannablaðinu og í Mogganum. Og þá sagði hann,
ég kunni nú ekkert á tölvu þegar ég var fenginn inn í dómsmálaráðuneytið til að skrifa lög. Þeir bara settu mig í tölvu og svo byrjaði ég að skrifa og svo var ég búin að skrifa fullt af texta á tölvuna, þá krassaði talvan og ég fór alveg á taugum og ég held að ég væri búin að tína öllum gögnunum, svo kom bara einhver snillingur, einhver tölvusnillingur og hann bara fann öll gögnin sem ég var búin að skrifa. Hvað? Já. Hann bara fann öll gögnin og það týndist ekki neitt. Og ég satt bara og skrifaði og ég skrifaði lög og ég var bara beðin, það var bara komin til mér og ég var beðin að taka mér að vera að skrifa löginni þegar ég var komin í háskólan. Nei, hann var ekki komin í háskólan, hann fór í háskólan með lagaskrifunum að því að hann stofnaði fyrirtæki réttarfarsnefnd og Jón Steinar Gunnlaugsson hefur fjallað mjög réttarfarsnefnd. Hann hefur sagt, skoðið réttarfarsnefnd. Jón Steinar Gunnlaugsson, lögfræðingur og fyrrum dómari, hann hefur margsagt við alla, skoðið réttarfarsnefnd. Skoðið hvað hann að gera. Hvaða fyrirtæki réttarfarsnefnd? Hvað eru umboð réttarfarsnefnda til að vera til? En hann skrifaði lög, hann skrifaði aðfararlögin og nauðungarsölulögin og ef þú horfur og lest skrif Markúsar Sigurbjörnssonar, þá er það eins og krakki hafi skrifað, af því það alltaf sami textin í raun og veru. Það sagt, taka má, sekta má, ég ræð, það að segja þú ræður engu, það að segja að það ekki, verið að finna neitt balans í þessu, heldur ég bara, við tökum ef það eitthvað að hjá þér, þá bara tökum við. Það stendur í lögunum. Þú mátt klaga, en það búið til svo mikið þvæla í kringum lögunina að það er ekki hægt að klaga, þú varst að segja það er ekki hægt að sækja gjafsókn af því að það er gjafsóknin klög. Það er líka, það er ekki þetta er bara svo, þetta er bara, það er alltaf sagt, þú hefur hana rétt, já, þú getur alveg sótt gjafsókn, þú getur sótt það bara tekur svo langan tíma að það búið að ganga frá þér áður en hún best. Þetta er nákvæmlega eins og þú fer til lögregluna, ef við kemur við myndum biðja lögregluna hinga núna því við varum að rífast. Ákveðni lögmenn sem nýta sér þetta og eru þarna fastir, sömu lögmennir. Já, vegna þess að þeir bega vinin í ráðuneytinu, í nefndinni og þeir eru líka sjálfur kannski í nefndinni. Þetta er bara lögmannafélagið Íslands sem er skyldu aðildarfélag ef þú gengur ef þú ætlar að fara í íslenska réttarsali. Það er til að tryggja það að þú sitt réttlaus einstaklingur réttarsal eða réttlaust fyrirtæki réttarsal. Fyrirtæki ánáttúrulega aldrei rétt í réttarsal, aldrei, það á ekki, það er, þess vegna var gerðardómur í gamla daga, þegar það er gerðardómur dæminu með einhverja gerðir hjá dauðum, það eru gerðir og það var verið að kenna mér ágætlega með myndræn orð og dauðorð á hann, ég var bara að læra mjög myndræn af því ég sé svo myndrænt. Myndrænt er eitthvað sem þú getur fest mynd á til þess að auka skilningin já, til að auka skilningin en dauðorð þau og lögfræðingur er dautt orð af því það er einhver Jón sem er lögfræðingur það er engin mynd á bakvið þú getur ekki myndað en eitt bíllu dautt orð þú sér fyrir þér það er lifandi orð vegna þess að þú sér fyrir þér bílinn af því hann er hlutur. Lögfræðingur er ekki hlutur, hann er maður. Það er skilgreining á fyrirtæki dautt orð af því það er bara pappír sem segir krón eða bónus eða eitthvað. Það er bara pappír, það er ekkert á bakvið það. Þá allan eitt sem við eftir að ræða. Með það sem búið að skrifa lögin, við vorum að tala lögin, já, nauðungarsölulögin, aðfararlögin og þessi lög sem voru þarna sama tíma. Sem snerust í að því að það var svo mörgu breytt það var bara uppstokkun og allir í kerfinu. Örugglega hluta á þessu meingallað og ég kannski ekki búin að endurskoða þið mikið. Það er ekki búin að endurskoða neitt að þessu og það sem þeir hafa endurskoðað á það er svo ég missi ekki þráðinn og kannski ekki búin að endurskoða mikið sagði ég með lögin að við gætum þá farið að misnota lögin af því að þú sagðir áðan má gera hitt á þetta en svo hafa í sömu lögum að breyta má yfir í skal þannig að það verður að gera menn segja ég má ekki gera þetta lengur ég má ekki semja við því, ég má ekki gera þetta eða núna stendur ég skal gera þetta, þú skal greiða sekt eða þú skal gera þetta svona hafa mörg lög verið að breytast úr má yfir í skal og það
Þetta miklu strángara, en það allan að geta ráð fyrir því að sýslumann sem sagði, hann sé gegn og skynsami maður, en svo bara eru það ekki og þeir geta frestað og gert, hafa heimildi til þess að gefa mönnum stuttan fresti til þess að koma sínum málum í lag, eins og með skuldamál, en þeir gera það heimild ekki. Ég ætla að reyna að segja og þarf fólk bara, þennan tíma, það þarf hugaró, ég þarf hérna mánaðarfrest og þá kem ég öll í lag og ef að sýslumann myndi segja, já, ég veit þið mánaðarfrest, þá ferð á stað. En þú hangir með þetta inni eða það kannski sala sem að fara að gerast í vikunni eða næstu viku og tíminn fer ekkert í björgunarstarf, hann fer bara í stress og svo þú kallar grátur. Það eins og ég bara búin að segja, ég búin að kveljast nákvæmlega undan nákvæmlega svona, ég reyndi meiri sér að verja mig hjá sýslumanni tvisvarsinnum, þá fór ég með eigninnar í allsverður uppboð hjá sýslumanni og það var boðið upp á fyrstu uppboð, alveg sama hvað ég varði mig. Það bara alveg sama, ég hélt klukkutíma fyrirlestur mjög málefnarlegan hjá sýslumannum sem að þá var í Reykjavík sem að núna höfuðborgarsvæði og hálftíma í hittskiptið og það var fullt af lögfræðingum inni og ég var farin að segja við og ekki rétt sem ég að segja af því það var fullt af lögfræðingum að koma öðrum mála að þeir voru brjálaður út í með að því ég var svo lengi með mína rökvæslu og þetta var bókvært í seinnaskipti var þetta bókvært mjög vel af sýslumannum því ég bað hann að gera það ég sagði við hann, nú vil ég fá alvöru bókum bóka er ekkert síðast og hann skrifaði þetta niður, þetta allt til í bókum og málið það, ég varði mig mjög vel og spurði lögfræðingana af því þeir hjálpa mér, það stendur að lögfræðingar sé til aðstóðar því verðið að gefa mér upplýsing og þeir viðurkenndu það þarna inni þeir fóru enginn þeir út, það voru einhverja 8 lögfræðingar með mál í seinnaskipti sem ég var þarna, það voru 8 lögfræðingar með að bíða eftir að komast að í klukkutíma og þeir voru inn í salnum og meðan ég var að verja mig og grátandi með röksendir á móti samt fór þetta fyrstu uppboð ég þurfti svo að þetta var fyrstu uppboð ég sandi mig út af því ég fann pening á gat komið leist út úr því seinna, ekki þarna inni það var ekki séns að segja mig þarna inni ég baði mig, og svo sagði ég, þegar þetta var búið þá sagði ég, segðu mér getur þú sagt mér hvað ég skulda hvað varst að bjóða upp hvað skuldaði mikið, getur þú gefið mér það alveg í krónum núna svo geti ég ætla að reyna að fara að finna peningana svo ég geti borgað þetta morgun að þetta fyrstu uppboð þá segir hann, ég er bara ekki með neina tölur hvað þú skuldar ekki neinar og ekki einu sinni sá sem var að framvísa af því framvísarinn, hann var sérfræðingur hann tók fram, hann sat þarna maður sem heiti Bragi, mann ekki, hann skátafóringi hann var framvísari fyrir alla lögfræðingi Reykjavík þeir sendu hann bara í leigubílunum þeir sendu í leigubílum kröfur og hann satt bara og var í tölvunni sinni á rafmagninu mínu af því ég borgaði það náttúrulega sem skattgreiðandi á stofnun ríkisins, sýslumanni og framvísaði kröfum á mann. Þeir eru aldrei heyrt þetta á rafmagninu mínu. Já, það það sem þeir gera. Þeir sita líka í héraðsdómi, nákvæmlega svona framvísuna sérfræðingar, lögfræðingar sem gera ekkert annað en að framvísa og þeir vita, svo segðu mér, hver þetta framvísa? Ég þekki málið ekki neitt. Þú að tala við hann Jón sem með málið. Ég bara tók að mér að framvísa því þetta. Nei, að þú ert komin í svona, þetta bara þvæla. Þetta fyndið, því þetta svo mikið þvæla. Þetta svona svipað svo þetta segir í héraðsdómi. Hvort svo sýslumanni eða þá í héraðsdómi og menn vil ekki gefa þið frest. Ja, þeir bara vil ekki gera neitt. Vil ekki gera neitt og bara og þú segir kannski, nei, ég ætla að greiða þetta. Hvað þetta mikið? Ég sagði það. Þá veit menn ekki. Það vita menn ekki upp að það veit ekki neitt, eru óundirbúnir og verða sjálfur að taka frest í málinu. Nákvæmlega, en það ekki málið, þeir taka enga frest, þeir bara dæma þó við tökum það gerðu það, þarna, þó vissi ekki upp að þeirna og þetta nákvæmlega eins og þeirra stefnuóttinu voru að koma kröfur hérna til manns, ég verið endalist að koma kröfur að því ég var svo miklu vandræðum hana frá 2008 til bara þangað til bara núna, það raun og veru ég er búin að vera að berjast í 17 ár og málið það að þeir voru að koma með bréfin frá bankakerfinu eða einhverjum stefnuótta hérna þeir komið hérna klukkan 10 á kvöldin eða eitthvað, þeir komið yfirlega oftast rétt fyrir 10 eða 8 eða 9 á kvöldin að þeir voru í aukavinnu að bera út fengu 5.000 kall fyrir að bera út stefnuna ég opnaði fyrir þá margar stefnur og sagði, sjáðu, það engin niðurstaða hér
Þetta bara bréf með hótunum að banki segir ég skuldi þessa tölu eða sýslumaður segir hann ætla að bjóða upp þetta á engum tölum og það þarf að vera niðurstáðið þegar þú ert að bera út bréf. Þetta eru vátíðind að bera út bara út í loftið. Ég sagði við á alla stefnumóta þið áttu ykkur á því að þið muni missa húsin ykkar inn í framtíðina fyrir 5.000 kalli sem þið eru að taka mér. Vegna þess að ég á þessar kröfur og ég á þessar kröfur enn þann dag í dag á alla þeir sem komu nálægt húsin. Alla bankastarfsmenn, alla ríkistarfsmenn að því ég er búin að kalla svo mikið hjálp. Fyrst eru komnið þarna. Át allt saman. Fyrst eru komnið þangað. Það líka sko hvernig lögin voru skrifuð og hver er meiningin bak við þetta? Að það tala að þarf að birta stefnu sko heimilimanns eða þú veist það sem hann dvelur eða vinnur og stundum texta ekki því að fólk er bara ellendis eitthvað staðar. Og ég meina þú átt svona að fá allan ættir að kannski að fá svona smá friðhelgi með úti að það þarf að byrta lögbendingablaðin eitthvað slíkt en ef þú byrja í einbýlishúsi þá þarf að byrta á heimilinu og það er kannski engin þar fyrir og þú getur verið bara frí á Spáni eða eitthvað og þá bara tefsta sig því nemur en nú liggur svo á að fara með allt í hart og klára málið því að það er allir að flýja sko en ekki að slappa mönnum finnst að þessi allt var að koma svo undan þessu en ef þú byrja í blokk það sem eru 50 íbúðir, fullt af blokkum með 50, 60, 70 íbúðir, 7-8 hæðir, það eru 6 íbúðir á hæðinni og hérna, þá er adressan bara, þessi gatanúmer, 5 eða 4 eða eitthvað, þá er það heimilið þitt. Þannig að það má birta þetta bara húsvörðinum eða hverju sem er í blokkinni og þá telst birtingin vera fullnægjandi. Og þó það hafi ekki hugmynd það, svo að þú mætir ekki, þá getur það útvistardómur semst að þú dæmdur að þú mættir ekki en það var búið að birta þetta eða á heimilinu en þú fest aldrei bréfið kannski svona hafa menn verið að stundi gegnum ára líka Þetta eru þjófar sem hafa að gera þetta er þjófakerfi og þetta er búið viðgangast frá landnám á Íslandi það heitir þessi aðför þess vegna var landflótti hérna til Kanada á sínum tíma 1800 það er einmitt út af svona íbúin ráðast hver á annan gera ómögulegt að lifa í samfélagi og þetta er ómöguleiki í að lifa í samfélagi þar sem að menn er að gera nákvæmlega þetta sem þú ert að lýsa þessar stefnur sem eru nákvæmlega þennan eins og þú ert að lýsa því að þetta er óþvera aðför og það er bannað, þegar menn verður átt að sjá því það er stjórnarskrárbrot að koma heimtíðin með stefnu Já, sko. Og það er stjórnarskrárbrot að setja það í lög vegna þess að heimilið þetta er fjallað í stjórnarskráni friðheilagt og það var hér fyrir þegar þú manst eftir því fyrir kannski 20 árum síðan þá komu bréf frá frá símanum til allra símalínu sem voru með línu síma og þá voru gefanum símaskrár og þá máttur þú setja kross við ef þú vildir ekki hafa sölumenni að hringi þig á kvöldin það var bannað að hringi þig á kvöldin sem að segir þér það að það má ekki heldur hringja á dyrabjöllunni hjá þér á kvöldin meiri sé að þú mátt ekki koma til mín nema ég gefið þér leyfi til þess og áttar á því heimilið er friðhelgt menn verða að skilja hvað friðhelgi er þess vegna stefnur ekki og í Bandaríkjunum þá eru menn með skjótamenn sem að koma óvænt heim til sín að vegna þess að þeir eru hræddir og það er ekki rétt aðferðin en þeir gera það í hræðslukasti taugaveikliskasti vegna þess að það getur verið mikið áfall þegar það kemur eitthvað óvænt heim til menn stefna ekki í Bandaríkjunum menn reyna að sitja út á gangstétt og bíða eftir þú farir út af lóðinni á þeir til þess að stefna þeir vakta þig fyrir utan þína eign, þeir kom ekki að henni. Hérna á Íslandi þá komu það að henni og meir en það þeir bjóðu upp eignir, menn virði ekki bréfin, að það er tilkynnt að það er bjóðu upp klukkan 6 og þú ert kannski með matarboð heima hjá þér og það er allt inn banka á hurðina hjá þér klukkan 6 og það eru tímans fyrir utan af því þeir eru fólk sem er svona hrægamar, þjófar sem að vakta geta náð í hagsta kaup og þá komum við bóðið upp og meðan að fólki er inni hjá þér og þú hefur bara ekkert að segja það er bara vaðið inn og sagt hérna þú getur skoðað þetta núna ég er að selja þetta og þetta gera menn ekki í venjulegum samfélögum þetta er
bannað í öllum samfélum á jörðinni, menn fara ekki svona hver í annan. Þú talar líka að meiða fólk og fara ekki í fólk, sko, og talar oft að sé farið í fólk en ekki fyrir það, að dæmið sem tók á hana með kannski einhverja blokk, það sem eru 50 íbúðir og fleiri, sko, það gerist líka þannig að það kemur einhver svona hlaupari, svo þú kallaði, sem kemur með þessi bréf. Og hann bankar einhvers staðar og segir, Jón ekki heima, verður nokkuð til í að afhenda þetta bréf fyrir mig? Já, ekkert mál, þá segir fólk að því það gerir þetta greiðasemi. Já, ég þekki Jóa í bífið honum og svo tekur hann bréfið. Og þá var búið að afhenda bréfið og telst lögleg birting á lögheimili. Og þetta hefur orðið til þess að fólk hefur ekki talað eitthvað annað, nágrannar sem búa í blokkum. Og þetta gerir það verku líka að fólk hætt að stoppa og skipta sér á áreksturinn eða skipta sér ykkur liggur, því það vil ekki koma nálægt inn máli því að það fer bara allt til landskotans. Þetta vandamál, þetta heitir þjóðfélagið bara, þú veist. Þetta heitir siðferðisbrestur og það siðferðisbrestur í íslensku samfélagi, hann verulegur, hann hefur aukist frá 2008 alveg brjálæðislega, alveg geðvikslega frá 2008, en hann búinn að vera viðvarandi frá landnámi og hann búinn að vera mjög slæmur frá 1843, alveg gríðarlega slæmur frá 1843, við sjáum það. Og 1944, hann fjallaði nú það Guðbjörn Jónsson þegar þú varst að reyna að taka viðtal en hann náðir ekki af því þú skildir ekki hvað hann var að reyna að segja. Hann búinn að fjalla mikið það hugsanlega ekki lýðveldisstofnun á 17. júní 1944. Landinu var rænt frá Dönum, það hefur aldrei verið gerður sambandslókasamningur. Þetta þjófar sem að þarna hafa verið að stýra, yfirgengið og tróðið yfir Ísland allan þennan tíma. Þess vegna ekki eðlilegt, þess vegna getum við ekki búið til vegi og meðan Færeyingar geta búið til göngu gegnum öll fjöll og undir sjó og allt með 50.000 íbúa og þá getum við ekki gert almennilega vegi á Íslandi, við getum ekki reikið skólakerfi, við getum ekki reikið nokkuð spítalakerfi, við búið að leggja niður Guðlaugur Þór sem að man ekki neitt, hann lagði niður 13 spítala. Og hann stoltastur af því, hann sagðist vera besti heilbrigðisráðherra sem hefur verið á Íslandi, hann mann það þá? Hann mann það? Já, hann mann hvað hann bestur í og hann var líka besti umhverfisráðherrann og hann líka var besti heilbrigðisráðherrann og besti utanríkisráðherrann, hann bestur í öllu og hann var líka bestur í Reykjavíkurborg og hann var líka bestur þegar hann gerði bjóð til Geysi Green Energy sem Orkuveita Reykjavíkur borgaði fyrir en var svo rænt í heilu lagi, því var rænt í heilu lagi. Þetta falska minningar eða eitthvað? Nei, þetta óskíkja. Þetta óskíkja því maðurinn bara með greindastuðurinn, hann ekki hærri en þetta hjá mannum. Það bara það sem Og það vandamál hjá mjög mörgum að þeir bara með greindastuðurinn ekki í lagi. Og þeir að taka sér að tróðast áfram. Hugsa ykkur siðferði, sjáðu til dæmis siðferði Þorgerðar Katrínar sem var í ráðherra með Guðlaugi Þór 7. október 2008 þegar hrunið var og hún sagði 4 mánuðum áðum í viðtali sjónvarpinu, þá var einhver hagfræðingur og Merrill Lynch, Thomas, hann sagði að tryggingarálagið á Íslandi væri svo orðið svo hátt að það væri ljóst að það væri enginn farin að treysta þeim og Ísland væri í raun og veru hrunið. Og þá segir hún, þetta bara vitleysingur, hann þarf að fara í endurmenntun og ég menntamálaráðherra og ég þarf bara, þetta bara vitleysingur, þetta bara klippa sem gengur núna á Facebook alveg flegi vel. Og svo 4 mánuðum seinna, þá var kallaði Geir Guð að blessa Ísland og hún fór undir borð og Davíð Oddsson bjargaði því sem bjarga var því miður að bjargaði hann Íslandi. En Arngrímur, þú talar Davíð Oddsson á hann líka, þeir seldu bankana, Landsbankana og Búnaðarbankann og það kom svona ný kynslóð, hvað ég að segja, glæpamanna inn í þetta, eða yngri kynslóð og þá var menn voru svona rosalega sniðugir eða höfðu svona mikinn ásetningi að gera þetta einhvern veginn öðru í sig og þá kom svona einhver önnur harka inn í þetta alls saman
Sko, nei. Áfram eða ekki? Nei, sko, það meina, harkan var byrjuð áður, sko, harkan búin að vera, hún frá 1992, þá verður stjórnleysi í kerfinu. Það hefur farið vaxandi vegna þess að, sko, fyrstu árin eftir 92, þá voru menn að vinna til gamla kerfinu, gamlir menn eða gamla konur sem voru búin að vinna lengi og unnu bara eins og þeir höfðu unnið áður. Svo kemur ný kynslóð og hún verður kærulausar og það eru komið 33 ár og það verður alltaf kærulausar af fólk sem að fer í störfin og minni kröfur til þeirra bara frá yfirmönnum að því yfirmenninir eru yfirleitt ráðnir af vinskap en ekki hæfileikum. Menn eru að skipta með vinnustaði alveg endalaust á Íslandi, menn voru menn voru með sko forstjóra fyrir fyrirtækjum áratugum saman, nú eru menn bara í mánuðum saman forstjóra fyrir fyrirtækjum að þeir eru búin að skipta fyrirtæki og farin í einhvern annan stað, þannig að það ekkit sko engin stöðurleiki í neinu, það hvergi stöðurleiki og það engin vegna þess að það engin stöðurleiki, þá engin þekking, það myndast engin þekking í óstöðurleika, það engin og það verður bara stjórnleysi allt saman. Hvernig ætlar að spyrja? Þegar þú sá sem þú spyrð, hann veit ekki meir en sá sem hann segir, ég verð að spyrja næsta mann og næsta mann veit ekki neitt. Þetta bakkabræður, tunnan botnin í Borgarfirði, eða fóru að bera sólskini inn í gluggalust hús. Ísland gluggalust hús. Það að segja að við erum með allt sett upp eins og allt virki, en það virkar ekkert vegna þess að það stjórnleysi sem að ræður. Og það búið að vera þannig, það var skráð af undirlagi Vigdísar Finnbogadóttur 1. júlí 1992 með þeim afleiðingum sem allir sjá, hefur orðið lent á öllum, meira sér ríka fólkið á, sko, á meðan að þú ert að verða ríkar og ríkar, þetta finnast hann alvokinn gæinn hvað heitir hann? Vestmann, já, að pappans á ekki verið Kókó-prins Póló eftir að hafa búin að vera hótelstjóri á Hótel Sögu og hann var búin að vera á fjölda funda talandi lífeyrissjóðskerfi sem ekki virkaði og á meðan baða drengurinn sig að kaupir hallir og fyrirtæki borga bónusa og þessi lyfjafyrirtæki voru að borga bónusa, svona brjálæðslega bónusa að ég var að heyra bara í morgun að það var eitt sem að drekka kaffi með okkur systir konur hans var að vinna á lyfjafyrirtæki eftir hrunið, þau fluttu lyfjafyrirtæki til Sviss, höfuðstöðarnar og svo borguðu þeir $1 million bónus fólkinu hún fekk miskustu 1, 2 eða 3 á 7 ára tímabili. Þú vorst áðan að minnast á tala Færeyjar. Já. Þekkið þú eitthvað, sko, að tala göngin, það bara endalaus göng og alltaf verið að byggja ný göng og allt gengur rosalega vel hjá þeim. Hvernig staðan í útlendingamálum þar? Hún það skipulega útlendingamálum, það ekki stjórnlaus innflutningur á fólki, af því að málið það að þeir tóku bara strax á því. Hleyptu bara svona einhverju kvótaflokk? Nei, þeir hefur bara ekki hleypt neinum inn og við þurfum ekki að hleypa neinum inn til Íslands. En hvernig staðan í Færeyjar? Já, það bara að segja allir hún sé góð, en ég hefur náttúrulega ekki verið í Færeyjum einu sinni og það 40 ár síðan, þannig ég þekki það ekki upp á daglega, ég bara það sem maður heyrir, þannig ég get ekki sagt þér um flóttamannafjölda eða hvað að ske í Færeyjum, maður heyrir bara göngum og þau sem þeir að gera en ekki og svo tala menn að það sé velsæld í Færeyjum en hún ekki á Íslandi þó menn sé að mæla velsæld af því menn mæla sitta dauða og lifandi í sömu kennlutöndar eru settar í pott og þá kemur miðjan út mjög góð. Herðu, já, því ég var nú að spyrja þig ég googla þetta bara með að tala. Færeyingar taka við flóttamanni í fyrsta sinn árið 2022 í mars. Landsstjórnin í Færeyjum samþykkti í síðustu viku að taka við 200 flóttamannum. Sá fjöldi þótti bráðabirgða að sögn utanríkisráðherra landsins. Já, þú sér það að við erum 5 sinnum hærri en Danir í flóttamannatöku. 5 sinnum hærri per 1000 íbúa. Og Færeyingar eru 50.000, þeir eru 50.000 íbúar í Færeyjum og þeir taka móti 200 mönnum árið 22. 16 flóttamenn hjá okkur cirka þá. Já, akkurat.
En svo að segja að það gett ráð fyrir að Danir taki við 20.000 flóttamönnum og svo og hérna þetta Rússar og Úkraínumenn, þetta nú kannski stríðið og svo var hérna Svíjar, en Norðmenn taka við 100.000 Úkraínumönnum og Svíþjóð 75.000 Úkraínumönnum. Það margir sem hafa farið þangað frá Úkraínu. Já, þetta sko, en Ísland var ekki með burði til að gera þetta út af því að það bara var búið, kerfið hefur verið fjárhagslega svelt, veltur hraðin á Íslandi og hægur til þess að geta tekið á móti, byggt upp svona með móttöku og fólki. Og það er, þú sér líka það er íbúðaskortur, hann vegna þess að fólki sem á flóttanum, flóttagestirnir, þeir að taka upp íbúðapláss fyrir íbúða börnin okkar. Þú getur ekki keypt sér íbúða því það einhver flóttagestur í íbúðinni og þannig að þú getur ekki keypt hana. Og svo kemur einhver félag og kaupir þetta því að það orðið félag, sko, við vorum á fundi á Flokki fólksins í daginn, það var einhver kona sem var að tala um íbúðablokk ég sagði það daginn, þeir vorum að taka þarna upp í Grávegi, það voru 30 íbúðir í blokkinni, það voru 15 íbúðir í félagseign. Og ég ætla ekki að eiga í blokk á móti félagi, sko. Ég vil ekki eiga íbúð í móti félagi, það vil ég ekki móti neinu félagi. Hvorki verkalýðsfélagi neinu, vegna þess að málið það að félagið fjárhagslega sterkt og ég fjárhagslega veikur og það ákveður það að fara í einhverja framkvæmdir og ég hef ekkert það að segja. Og ef ég get ekki borgað þá kemur sýslumaðurinn og tekur íbúðina. Og þetta ekki, við getum ekki búið í svona, við brjótum hvert annað niður í skipulagsleysi. Við brjótum hvert annað niður í skipulagsleysi. Og það hlutur sem að ég ætla ekki að láta, ég ætla að fá bætur fyrir það og svo náttúrulega bara þegar ég er búin að fá bætur þá ákveði hvað ég geri við bætunar. En ég treysti hvorki íslensku bankakerfi, stjórnmálakerfi, alþingi, sveitarstjórnum eða neinu eða dómskerfi. Það náttúrulega ekkert dómskerfi. Þetta var allt saman lagt niður 1992. Já. Það svo sé hérna aðra frétt sem jafngömmur, það var Jón Gunnarsson fyrir ráðherra. Það sem að vera að tala um þessi hlutfallstölur. Þegar Jón nefndi ítrekað að Ísland tæki hlutfallslega á móti langflestum Palestínumönnum og þá var svara sko að það var eitthvað brandari sem gekk á internetum að hversu marga vinkonur Bjarni Benediktsson hefði skipað í sendarastöður ef við værum að miða við höfðatölu. Og þá var talað að Bjarni væri búin að skipa 23 eða 8 vinkonur í sendarastöður ef við ætlum að miða við höfðatölu. Því vorum að tala um konur áðan. Þú ert náttúrulega að tala um þessar konur sem voru með honum í ríkisstjórn. Já, þetta sko málið það verið að... Það svona verið að friðþægja sko þetta jafnrétti eða hvað að kalla það? Nei, þetta verið að, sko það bara, þetta hið almenna stjórnleysi. Ég ræð og ég ætla bara að láta vini minn í stólinn og það bara, þú sér þetta, þú þarf ekki annað að sjá þetta með Svanhildi Hólm og Bandaríkin. Hún hafði ekki starfað í utanríkisþjónustunni, hún var ritari hjá Bjarna Benediktssyni og aðstofamaður hans. Hún var, svo var hún allt í einu gerð að sendiherra. Það eitt að loka verkefni hjá Bjarna Benediktssyni að gera hann að sendiherra. Akkur hún sendiherra? Hún hafði ekki, það ákveðin, þú þarft að fara í gegnum ákveðnar reynslu til þess að vera í samskiptum við aðra þjóðir. Hún hafði ekki þá reynslu. Hún tekur stærstu þjóðina sem við hefum mest viðskipti við og hvað hún búin að gera núna? Hún eitthvað búin að fara og semja við Trump um tolla? Nei, það hún ekki búin að gera. Hún situr allan bara og sefur í Washington og fer í boð og á risakaupi. Þetta verið að gera út um allt. Það aðgerðarleysi og svo menn núna eins og með það ekki byrjað að væla út af Bandaríkjunum ennþá, af því þetta ekki komið, það byrjar á morgun, og þá fara menn að finna fyrir því, og þeir eru svo montnir að því hann ætlar ekki að fara með lyfin, þannig að Actavis og þetta dót sleppur í bili.
en það sleppur ekki nefn í bíli vegna þess að málið það að hann allar að flytja alla lyfjaframleiðslu til Bandaríkjanna líka, hann allar að vera sjálfbær í lyfjum, hann allar ekki að vera að flytja inn lyf. Það verður ekki inn í einu ókomnu framtíð, það eru 3-4 ár þangað til að bandarísk lyf ráða markanum í Bandaríkjunum og þá getur Actavis pakka saman eða Alvogen, þeir geta bara pakka saman þarna í þessu og hann setur 20% eða 10% eða 15% toll af því það ekki gerðin inn í samningar. Hann býður öllum þjóðum að komið í samningagerð. Það eru 2 ráðherrar alveg bara í því að taka á móti samningum. Það ekki búið að reyna neina samninga frá Íslandi. Og svo kemur hún von der Leyen, hún kemur til Íslands daginn og flói með henni þyrlu sko af eldgos og farið með henni Þórsmörk og á þyrlu að leiki sig með hann alveg allt sko. 2 vikum setna þá kemur skilabóð frá henni, heyrðu, við erum að setja verndartolla inn til Evrópu sem fara út fyrir EES-samningin, verndartolla þannig að allt kísiljárprókur, að því við framleiðum svo mikið af því og það ekkert að gera í Evrópu sko, að þá erum við að setja verndartolla á það, þannig að kísilverksmiðjan hjá okkur sem þeir með kísilverksmiðjan á Grundartanga, hún einskis virði. 300 manns í vinnu og bara burtu með hana og það ekki búið að gera neina samning það. Núna var fullt að liði hjá Þorgeiri Katrínu að fullt að liði að gráta í dag út af áhyggjum af starfunum því að Þórdís Reykfjörð Gylfadóttir, hún eyðilagði hvað heitir X4 fyrirtækið með Úkraínu ævintýrinu öllu saman og að loka á Rússland af því þeir voru að framleiða færibönd sem þeir seldu aðalega til Rússlands. Það voru 400 manns í vinnu við það og núna eru 300 manns eða 200 eða hvað það sem ekki járnblenduversmiðjunni að missa vinnuna og sem næst það álversmiðjan af því að málið það að menn eru búin að finna það út að rafmagnsframleiðslan sem á Íslandi það hefur verið ódýr, hún alltaf að vera dýrar og dýrari og þannig að það verður alltaf dýrar og dýrar að framleiða álið mikla siglingaleiðir og menn geta framleitt hann ódýrari með annarkoð kolorkuverum sem að menn endurvekja allstaðar í heiminum, allstaðar, eða kjarnorkuverum með rafmagni. Þannig að álversmiðjan verður einskisvirði líka innan mjög skamms tíma og það af því það einhver samningar neitt. Það ekki búið að gera neina samningar. Þú sér það, EES-samningurinn frá 1993 sem að tekur gildi 1. janúar 1994, hann fjallar hráefni frá Íslandi. Það alltaf fjallað hráefni, aldrei fullurinn vöru. Þess vegna lagðist öll fullvinnsla á öllu í sambandi fisk og aðrar afurðir, lagðist allt af. Það ekki hægt að selja það af því það eru tollar inn á Evrópu á öllum sviðum. Þess vegna settu menn upp fullvinnslustöðvar í Bretlandi, Frakklandi, Þýskaland og fleiri stöðum og ennþá kannski með þar. Það sem að pakka í neytendaumbúðir, það sem við gætum pakkað í neytendaumbúðir á Íslandi og skapa íslenska atvinnu, íslenska skattatekjur og haldi byggðarlögum uppi. Þetta glemtist í EES-samningnum. Það bara tekið á hráefni. Það var litið á Ísland væri hráefni. Jón Baldur Halifaxson sem greindur maður og klár og var í 2 ára að hamast í þessum EES-samningi, hann fjallar aldrei fullunna vöru, aldrei. Þannig að við inn á EES-svæðið höfum við rauninni ekki haft neitt að sækja nema það að við getum farið á milli landa sem vinnuafl. Það ekki skattalega hagkvæmni að þessu þó menn vilja segja eitthvað annað. Menn vilja segja eitthvað annað það, þá það ekki. Og þessi samningur í 40, hann er frá 1993, það eru 40 ár, yfir 40, það yfir 40 ár, að nei, meir en 40, hann 50 ár og að hann það bara glemtist öll grundvallar þetta í samningum. Það bara glemtist og hann hefur aldrei verið endurskoðar allan þennan tíma af því það treysti sér enginn í endurskoðan á hann.
Það treyst sér enginn í hann. Það er bara búin til EES-nefnd, EES-starfsfólk, það er sett á einhverja skrifstofu í Luxemburg og síðan er bara bralla fram og tilbaka og það er enginn, það fæst ekkit út úr þessu, það er ekkit í þessu. Og þetta er það sem við erum að gera. Og svo eru, ef við skoðum aftur á móti svo alþjóðasamningar mannréttindi eins og Sameinuðu þjóðirnar, alþingismenn eiga ekki að fara á Sameinuðu þjóðaþingi. Það eiga bara ekkert leyfi til að fara þangað. Þingfulltrúar getur verið Kristján eða Arngrímur eða einhver annar bara sem býður sig fram bara á að fara á Sameinuðu þjóðaþingi. Þeirra vill á sér heimild. Það er hvergi í framboðinu þeirra talað það að ef ég kemst inn að þá ætlum ég að gera þetta hjá Sameinuðu þjóðunum eða gera þetta hjá Evrópuráðinu eða gera þetta hjá NATO eða gera þetta hjá EES eða gera þetta hjá EFTA. Þetta er valdtaka íslenskra alþingismanna í allan þennan tíma frá 1948 með Sameinuðu þjóðirnar, af því við gengum í undirritun Sameinuðu þjóðarsamningin 1948, 1950 göngum við Evrópuráðið sem Evrópuráðið er í rauninni þéttara og betra bandalag heldur en það er færri þjóðríki í Evrópuráðinu, þau eru 49 eða 52, ég er ekki alveg klára hvort heldur en það eru eiginlega öll þjóðríki og jörðin í Sameinuðu þjóðunum. Þetta er bara félög. Og svo núna á að fara að vera allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fyrir árið 25, það er held í næstu viku og það næstu viku. Þá ætla menn að leggja fram alls konar hugmyndir sem að þeir eru með á allsherjarþinginu, sem að allir þá mæta sko ráðherrar á allsherjarþingi, þá eiga að mæta framkvæmdastjórar þjóðríkjanna með þingfulltrúanum sem geta verið bara ég og þú út í bæ þó við sem að vinna í mjólkubúð eða bónus á daginn, þá eru við þingfulltrú og tökum okkur bara hlé af því þetta er ekki stanslaust þing, þetta er alveg saman með Evrópuráði. Það er ekki nein stanslaust þing í þessu og ef þú lendir í nefndum þá farið bara að borga aukalega fyrir nefndunum og situr bara, þetta er svo skáksamband og að fíti, þetta er bara sama kerfið. Það er engin munur á þessu, þetta eru bara alþjóð félög og þau eiga ekki rétt inn í þjóðríki Ísland eða við inn í einhver önnur þjóðríki, við eigum það ekki, heldur það samningur hvernig á að höndla samskiptin. Og þess vegna getum við að fara í mannréttindadómstólinn í Strasbourg og hann dæmir það hvernig við höfum höndla mannréttindasamningin sem sagt í einhverjum ákveðnum málum. Erla Hlynsdóttir, hún fór 3 sinnum fyrir mannréttindadómstólinn út af meiðiramálum, mismunandi meiðiramálum, hún blaðamaður, ég held hjá Heimildinni núna og vann þau öll. Hún hefði getað sótt 100 milljónir bætur af því það var að vera blaður það að hún hefði sagt eitthvað ljótt einhvern og það var dæmt ómerkt, rökin voru ekki haldbær þegar þetta var komið fyrir mannréttindadómstól Evrópuráðsins en hún fór ekkert lengra með það. Þegar ég spurði hann að því, af hverju fórstu ekki með þetta og gerir skaðabótamál á Íslandi? Kröfur. Og þá sá hann, já, ég bara nefndi ekki. En þetta er blaðamaður, hún hefði getið gert þetta, hún hefði getið orðið heimsfræða því að gera þetta, hún hefði getið skrifað heila bóku og bara sín eigin mál, þessi 3 mál, hún vann þau öll á mismunandi tímum, bara svona kona sem var ákveðina í skrifum. Kemur inn á þessi og hún kannski búin að fara að þessi áðan, að því hún varst að minnast á framboð. Og þetta kemur inn á þessi útgjöld sem að margir ráðherrar er í núna. Það er alls konar samningar og það er verið að styrkja og gera og það er að eyða peningum út á suður. Á að tengja þetta framboðum þeirra. Þegar það er framboð, er þetta að tengja þetta þannig að það sé einhverja svona takmarkari heimildir að þú verður að segja hvað þú ætlar að gera og fer ekki út fyrir það. Það virðist vera þannig núna að það sé bara kosið og svo eru menn bara með opið skotlegu og að gera hvað sem þeir vilja. Já, sko, það stendst ekki að gott fjárlögum. Ég veit ekki að binda þetta svona. Þeir eru að binda þetta svona.
fjárlögin þau virka ekki vegna þess að það að því að menn eru bara með opn og tékkhefti í allar áttir og það að taka skatt við mitt og fara með þetta til Úkraínu til að styrkja þar og eða kaupa byssur eða kúlur eða tjöld eða hvað það fyrir annað þjóðríki á meðan að ég kemst ekki á spítal á Íslandi vegna þess að það ekki pláss eða mannskapur að þá náttúrulega gengur það ekki að fara svona það heitir að fara eyða fé annara ólöglega og það er mikill siðferðisbrestur að taka annað þjóðríki fram með sitt eigið þjóðríki þú ert ekki að stjórna og meðan við Ísland ekki sterkt þar að segja andlega líkamlega og fjárhagslega þar að segja öllum líði við allir geta að dansa og sungið og haft gaman og við þurfum ekki að fara í kaffi þar sem við heyrum fólk gráta en maður gerir alla daga það alveg sama hvað það og heyrðu þetta bara á það þegar við vorum að borða í hádeginu heyrðu þetta bara þá síðast og nú veist á eiginskinni þú veist á Kúba og veist á mér þú veist á öllum sem við höfum hitt síðustu árin að það alltaf vanlíðan alltaf verið að tala spilta stjórn fjárhagsvandræði banka sem hafa hækka vexti eða bensín sem hefur hækka ómikið eða matvælu í búðum alltaf verið að kvarta og þá vanlíðan í gangi og í vanlíðan þá sérðu ekki þá getur ekki framkvæmt nú skapaðan hlut af því þú ert alltaf í vörn þess vegna getum við ekki búið til vegi þess vegna getum við ekki hjálpað öðrum af því okkur líður svo illa sjálfum og við getum ekki miðla neinu og þetta allt gert í gerræði en ekki kærleika og meðan þú gerir þetta svoleiðis að þá sérðu tjónið en nú þetta alltaf langt hjá þig Kristján núna þú ætlaðir að vera með stutt Já, ég ætlaði að stoppa fyrir 2 tímum síðan en ég vil klára þetta ég gefi þessu 12 mínútur til Ok meðan þú ert vakandi Já, ok Þarna Landsdómur, Arnar Þór hann ekki með að reka eitthvað mál fyrir eitthvað fólk gegn Þorgerði Katrínu? Ég hef bara ekki hugmynd það einhver hlutur sem ég hef bara ekki fylgst með Ertu að tala landsrétt þá? Nei, Landsdómur Nei, ég fyrir ekki ég held að náttúrulega það var verið að þeir vildu það náttúrulega alþingi sem ákveður þetta með landsdómi Það bara einstakur alþingismaður hann getur bara krafist þess að einhver alþingismaður leggi mál fyrir en hann getur ekki lagt neitt landsdómur innan alþingis Já og landsdómur það bara verið að dæma þingmenn sem eru hafa farið út á sporunu þetta verið að fjalla þingmenn ráðherrar en sko málið það sem ég ætla nú að segja að þetta náttúrulega við erum búin að tala svo lengi maður ruglar það sko hann hefur búin að afhenda kæru til ríkislögreglustjóra og vegna landráðs Já, það hef ég hef leyfi til að gera það hann hefur leyfi til að gera það hann sem Arnar Þór Jónsson en ég myndi ekki vilja láta hann bera kæru fyrir mig til ríkislögreglustjóra sem Arngrím það myndi ég myndi vilja gera það bara sjálfur og ég myndi vilja ef ég færi með kæru til ríkislögreglustjóra þá væri það Sigríður Björk sem taki móti kærunni ég myndi ekki vilja leggja kæruna fram neinstar hjá neinum öðrum en hjá Sigríður Björk og það það sem menn eiga að gera því það stendur það ný lög á Íslandi frá eða 10, 15 ára gömul, 20 ára gömul lög að tölvupóstur viðurkennt samskiptaform í íslenskri stjórnsýslu tölvupóstur þess vegna geta menn útbúið kærur og kæra bara óskup einföld það bara ég klaga það að þú bankinn ræna mig og ég kæri Sigríði hana Lilju Einarsdóttir fyrir rán á fjármunum mínum þú setur þetta bara í kæru sendir henni svo afritað, þetta bara sé og svo finnur ríkislögreglustjóra þú finnur forseta Íslands þú finnur þingmenn, fullt af þingmönnum og þú finnur lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins, nafnin á þeim, ekki fyrirtækin aldrei fyrirtækin, einstaklinga þú kærir frá einstaklingi til einstaklings aldrei yfir í stofnun, aldrei og þá myndi kerfið vakna strax það þarf ekki nema 100 manns að gera þetta bara að lýsa vanlíðan sinn á tölvupinu og senda 5 eða 10 lögreglumönnum og lögreglustjórunum náttúrulega líka
og ríkissaksóknara, það er fínt að gera það við ríkissaksóknara því að hún á að fylgjast með lögreglunni, það er fínt að gera það nú og senda það til Alþingis að því þeir eru stjórna Íslandi og senda það til borgarstjórans að því að borgarstjórinn er yfirmaður yfir lögsögunni Reykjavík, aðsti maður lögsögu Reykjavíkur, hann er fósti Reykjavíkur, þannig það er að vera borgarstjóri, það er að vera fósti Reykjavíkur og það er menn verða aðtöð hvernig rankingröðin á hlutunum. Það verður að vera, þetta er allt í ákveðin rankingröð en það er ekki í rankingröð á Íslandi, það er ekki neinu. Heldur þetta skipa á ráðið. Drengskaparheit, það búið að missa gildi sitt? Drengskapar er ekki til. Hvað er drengskapur? Þegar siðferðið þetta er ekki í lagi, hvernig getur þú verið með einhver drengskap og hvað er drengskapur? Lýstu orðinu drengskapur í mynd. Segðu mig hvað það þýðir. Það er vitað mál að sverja við Biblíuna af því að Biblían er bók og þú setur hendiðinn á Biblíuna og lýsir yfir með hendiðinn á Biblíunu og tengir við Biblíuna með því að leggja hendina á hana að þú sverjir það að þú ætlar að gera hlutina, að þú sverði að þú ætlar að verja akkurat, en drengskapur er ekki til og svo stendur líka í öllum þessum drengskaparbrefum alþingismanna og dómara og alla sem hafa skrifað upp á drengskap, þeir fá það í pósti og það er engin vottur á drengskapnum og það stendur skal verða alþingi til hollustu eða ríkisstjórninni eða dómstólum, ekki einstaklingum. Það er engin hollusta í drengskapar og yfirlýsingum á Íslandi. Það er engin hollusta á því. Og vegna þess að þetta er bara blaður, þetta er orðurleysi. Já. Þetta er orðurleysi, þetta lýsir engu, þetta er myndlaust orð. Já, það er svolítið, þú farin að nota þetta hugtak mynd. Já, eins og ég bara fattaði allt í einu hvað það skipti miklu máli. Ég bara fattaði það, ég var bara í einu stórum kennslutíma þannig í 2 klukktíma á hann. Og það var bara svo gaman að læra það sem konan var að segja þessar hluti. Þetta var bara rosalega því að málið það að lesblindan hjá mér sem ég hefur alltaf gert að verkum ef ég byrja að lesa eitthvað þá dofna ég og hún var að segja frá því hvernig að það er maður sem er búin að skrifa bækur þetta man ekki hvað hann heitir og hann lærði ekki að lesa fyrir nema 38 ára og lærði ekki að tala fyrir nema 17 ára en hann sá allt í myndum ég sé allt í myndum lesblindir þeir sjá allt í þrívídd þú getur komið að einhverju máli, þú getur leyst það eins og skot bara, þú sérð hvernig þú ætlar að leysa það þú sérð hvernig þú vilt ekki hafa hlutin eða hvernig þú vilt gera þá það er lesblinda og það er rosalegu kostur þegar þú farin að skilja hana en það er rosalegur ókostur á meðan þú skilur hann ekki það er rosalegur ókostur og lesblinda virðist vera þó nokkuð algeng á Íslandi þannig að maður velti fyrir sér hún var að segja það væri 40% nemendum í skóla á Íslandi sem að þjáðust að einhvers konar leserfileikum og þá velti maður fyrir sér hvað er að ske þegar það er að gerast akkur er lesblind og svona algeng á Íslandi að það sé kannski upp undir 40% Íslendinga sem eru á einhvern handrann að lesblind því lesblinda birtist á morgan hátt hvernig birtist það hjá þér? Leðu ég byrja að einbeita mér hún í bókina að þá myndast dofi yfir höfðuna bara og ég tapa einbeitingunni og sofna. Bara sofna? Já, bara sofna. Og ég taldi það að ég væri bara astni mörg ár. Ég hætti skóla út af þessu vegna þess að ég bara áttu sverfut með að lesa undir prófana. Ég lærði allan minn skólalestur, allan minn skólaferil lærði ég bara á hlustum. Þú fórst í háskóla? Nei, ég fór ekki á... Ég fór í bandaskólan, já, þegar maður háskólan á Hólum, ég fór í háskólan, já, og náði því prófið en málið var það að það var með miklu merruleikum sem ég gerði það, vegna þess að ég átti mjög erfitt með að lesa. Og ég hætti skóla og bara gafst upp á þessu öllu saman og það er ekki fyrir núna seinni árum ég er búin að læra þetta sérstaklega eftir ég var núna veikur heima búin að vera svo mikið heima þá er ég búin að vera svo mikið á YouTube að læra
og ég búin að læra svo mikið þetta og núna sem líti ég á lesblindu sem kost en ekki galla, mikinn kost, ofsalega kost og en ekki galla og en það þýðir það samt að við eigum, þeir sem eru með lesblindu, það þarf að taka á henni af því að við ráðum ekki við stafa að gera. Þetta verður að gáfumerki? Já, þetta er gáfumerki. Þetta er verulegt gáfumerki. Þegar þú varst á Hólum, var það áhugin á hestum? Fórstu í skóla? Það var hestan sem var náttúrulega bara svo bústlega gaman í sveitinni með það var alveg, ég var algjör að sveita þetta. Já, en það voru hestarnir sem fyrst og stróðum með ánga, já. Hvenær byrjaði þér í hestunum og hvenær hættir þér? Ég var 12 ára þegar ég byrjaði í hestum og ég hætti í hestum svona ég hef aldrei hætt í hestum, ég verið nálægt hestum svo mikið nema minnst fótbollega gaman að koma í hesthús en þetta í dag, en ég hætti að fara mikið á hestbak eftir ég var 35 ára eitthvað svoleiðis, ástæðan fyrir því var ekki að það var bara það að vinnan tók allt, ég fór að selja bíla og traktora og það fór all vinnutímin í það, en ég átti engan af frítíma til þess að vera stunda hestamennsku. En það er ekki vegna að segja að ég mista á hana hestar ofsa skemmtileg og alls dýr skemmtileg. Varstu með hestana en í neðri fák? Nei, ég var með hestana í stjúpminn átti hesthúsið og hann var upp í efri fák, það sem efri fákur er. Þegar ég átti hesta líka, ég man eftir ég sá þig eftir mann fyrst í neðri fák, þú verður að koma þá verður að ríða niður til með að ég fór upp yfir. Það hefur verið stanslust, sko við má var stanslust að fara þarna niður til og það var náttúrulega í neðri fák var félagsheimilið og mamma mín var í kvenfélaginu fák í mörg ár og þær voru með kaffihlaðbor þarna, minnst einu sinni í mánuði eða jáfnvel oftar og mamma mín var stanslust í kaffi með kaffihlaðbor og maður fór ríðandi þarna niður til þess að fara í kaffi. Og fá kökur, rjómakökur sem manni þótti mjög góð þegar maður var ungur og fara svo aftur upp til af því þessi kaffihlaðbor voru á sunnudögum og maður ætlaði ekki eða líka sunnudaginn í að fara ekki á hestbak, það var hestbakur eins maður bara, þú sérð ekki skák er allt fyrir þér, hestarnir voru allt fyrir mér á sín tíma, svo tók bara vinnan yfir, ég let hann að taka yfir en og það þýr ekki að sjá til því núna en það bara var svo leiðis. Þannig að núna ferðu bara í þetta í vöfflukafli bara í staðinn. Nú fer ég í vöfflukafli í staðinn. Á sunnudögum? Á sunnudögum, já. En nú er það lokað í sumar. Og heimsækjur þau upp í Flokki fólksins? Já, þá heimsækjur upp í Flokki fólksins og mér þykir vænt Ingu Sæland, mér þykir vænt Jóninu sem var framkvæmdastjóri hjá núna orðin þingmaður og það er náttúrulega kynst þessum þingmönnum þarna, þeir eins og maður kynst líka þingmönnum í sjálfstæðisflokknum og öðrum flokkum það ég var á fundum út allt var fundum með Framsóknarflokknum, sjálfstæðisflokknum, Samfylkingunni, Vinstri grænum, Pírötum, Sósíalistaflokknum ég er bara búin að vera út allt á fundum í gegnum árin af því ég sneri mér í það að læra eitt öllum frítíma sem ég átti í það að fara á fundi reyndi að koma því eins mikið saman við fjölskyldulíf eins og ég gat og að læra þegar hrunið var þannig varði ég mig sjálfur fyrir því að vera ekki gerður gjaldþrota með samningum með þekkingu með hugsun, skipulagningu en mér hefur tekist að borga allt í þessa dags en ég vil ekki fara í gegnum ég vil ekki að börnum mig fara í gegnum svona lífi eins og ég er búin að fara í gegnum ég vil það ekki, mun aldrei mæla með því. Verður þér að stunda fundi þá bara upp úr hruninu? Bara ég var hjá mömmu minni með börnum minn, 2 Varstu skilið þá eitthvað? Nei, kona var að vinna Já. Og ég horfa á Geir lýsi yfir Guðblessi yfir Ísland og ég var með miklar skuldir af því ég var búin að vera kaldur í að passa peningana minna mjög vel en var búin að frá árinu 2003 og þá fer ég í fjárfestingar að kaupi hús og leigi út í herbyggi og var með miklar skuldir út af því og það gekk mjög vel að leigi út og ekkert vandamál svo lýsir hann yfir og þá sé ég átta mig á því hvað er að gerast og ég segi við mömmu mína, börnin mín voru mjög ung þegar þetta var ég segi,
nú verð ég að fara út að læra og þannig ég fór að hugsa hvernig get ég lært, þannig ég byrjaði að reyna að stunda fundi, stjórnmálafundi og fara á Austurvöll, ég var líka á Austurvölli, ekki að taka það bara að horfa á mótmælin og sjá hvað var að ske þar, skilja hvað var að ske þar og svo fór ég að stunda fundi hjá fleiri samtökum, velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Reykjavíkurborg, félagi lögmanna, félagi viðskiptafræðinga, erlendum aðeins sem kom hérna, erlendum hagfræðingum sem kom hérna, bara ég eldi fundi, ég á 10.000 fundatíma. Hvenær kynntistu Sturla Jónssyni? 2000 á Austurvelli 2009. Hvað segirðu? Á Austurvelli 2009. Ég þekkti hann ekki, engan sem að við höfum komið nálægt þegar sem að þú hefur hort á að vera að drekka kaffi núna síðan 2009 að það enginn, þetta allt fólk sem kynntist í gegnum Austurvöll. Og þá byrjum við og kynnist þar og hvenær byrjaði þetta hérna upp á Ellá? Það var áður, það þegar þú ert að meina vörubílamótmælin, þau eru 2007 eða 2006. Þá hækkar olían svo mikið að það er orðið óhagstætt, það er ekki hægt að reka vörubíla. Þá fóru þeir að mótmæla og hann varð einhvers konar talsmaður. Ja, hann var ekki talsmaður fyrir því en hann lenti því að prófa svona einhvern veginn óvart. Hann var í rauninu, var að þáttakandinn í þessu en hann ákveðin maður og mjög vel máli farin, það vita menn, hann fór náttúrulega í fórstaframboð með mjög góðum rökum og af því hann var búin að átta sig á því sem ég var ekki búin að átta með þegar hann fór í fórstaframboð, þá var hann búin að átta sig á því að forsetinn getur sett bráðabirgðalög og á að setja bráðabirgðalög. Á að stýra landinu frá degi til dags með lögum, með reglum, hann framkvæmur hlutina með reglum sem hann setur í dag og lætur svo undir með sína framkvæma á, heitir ráðherrar og og setur það svo fyrir þingi eftir á, bara það samþykkt seinna, annars erum við bara kippt úr sambandi, en ef þú fylgir stjórnarskráni þá engin vandi sem forseti að setja bráðabirgðalög sem alltaf harmonar við stjórnarskrána, af því þú ætlar ekki að eyðileggja reksturinn sem heitir Ísland, þetta er bara félag. En ég kannski, að þú talar bráðabirgðalög, að því það er auðvitað, samkvæmt stjórnarskrána þau sett þá, hann getur sett þau þegar þing ekki starfandi, en ég myndi kannski vilja orða þetta öðru í sig þá, að forsetinn, bara með það sem þú var að tala líka, að forsetinn eigi að hafa meiri afskipti af því að hann fer náttúrulega með löggjafarvaldi með þinginu og framkvæmdarvaldi með ríkisstjórninni eða ráðherrum að hann eigi að hafa meiri afskipti af því sem að gerast á þessu stöðum. Hann bera ábyrgð á báðum stöðunum samkvæmt stjórnarskránni, að þá að bera hann ábyrgð á því, hann ábyrgð á báðum stöðum, þetta gríðarlega ábyrgðarmikið starf. Það hefur vald sem að hingað til hafa menn ekki verið að beita því og ekki vilja sýna það og sumir ekki vilja viðurkenna sig til, að hann hafi meira að segja hvað eigi sér stað hjá löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu. Já, hann getur ekki skipt sér á löggjafarvaldinu, hann getur bara mælst fyrir að löggjafarvaldið siti staðfesti þess og hinna regluna. Það það sem hann á að gera, hann á að koma, þess vegna hefur hann frjálsan aðgangur ræðustól Alþingis og það var það sem Sturla Jónsson sá. Hann sá, það sniðugt að vera forseti vegna þess að þá get ég talað úr ræðustól Alþingis, hann sagði það alltaf og maður hló að hann þegar hann sagði þetta, að því manni fannst þetta þá ekki, maður skildi það ekki þá en ég búin að skilja það síðan að því ég búin að vera að læra stanflu síðan menn var átt sig á því að við Sturla Jónsson við erum búin að hittast í raun og veru frá 2009 eiginlega 5 daga vikunar og meiri sér sumat í 3 ár þá vorum við 7 daga vikunar við vorum eiginlega að því við hittustum Austurvelli, kynntustum Austurvelli svo fórum við að stunda fundi saman. Við vorum eiginlega alltaf saman á fundum, við vorum fundum hjá öllum ráðuneytum, ráðherrum, þingmönnum, borgarfulltrúum, lögmönnum, dómurum, í ráðuneytum, við vorum út allt. Við tókum 3-4 fundi á dag í 3 ár. 3-4 fundi á dag í 3 ár. Þá hætti hann vegna þess að það var búið að hringja svo mikið í hann
af því að hann var, og menn voru, við vorum að tala lánamálinu og allt þetta ólöglega dræm, menn voru að hringja missandi íbúðundan sínar og hann var að reyna að leiðbeina þeim í gegnum síma og menn það ekki hægt að leiðbeina fólki sem rætt eða reitt, það ekki hægt að leiðbeina neinu, þú heyrir ekki neitt ef þú hlærð ekki leið þú ert að tala, ef ég að segja frá einhverju og ef ekki er reyðu þegar ég að segja frá því, þá heyrir enginn það sem ég að segja og ef að þú ert ekki hress þegar ég að eins og við erum núna afslappaðir þegar við að segja þér frá einhverju hlut þá heyrur ekki það sem ég að segja og það ekki hægt að leiðbeina þetta var svo mikið álag á hann að hann bara hætti að taka símann. Þetta rafstöðadæmi hjá okkur þetta rafstöðadæmi var þannig að við bara þetta var bara félagskapurinn 2009, það byrjar 2009 sko, það var bara ástæðan fyrir því að hvaða félagskapur var þetta og hvað þetta? Rafstöðin er hérna rafstöðarhúsið inn í Vellegar sem Bárjóshúsið sem stendur núna tómt, stóra byggingin, gula og hérna ástæðan fyrir því var að það var Bendi Stefánsson sem var líka á Austurvelli, einn af þessum mönnum sem var á Austurvelli fullorðinn maður. Flugstjóri? Nei, ekki flugvirki, hann var það síðan en hann var flugvirki og hérna og flugvelstjóri mikið og út allan heim að hann mikill áhuga maður pólitík og rosalegu pælari að hann var með lampagerð þarna inni og þetta var bara að við hittustum að því að hann kallaði mennum bara í kaffið þangað og þar hittum við Sæmund og þar hittum við alla þessa sem við vorum að hitta. Þetta hittist allt þetta fólk þar og svo mistu við hann misti það húsnæði og þá fórum við að hittast á kaffhúsum. Hvað var það stór hópur? Þessi hópur hann hefur, þegar hann var mestur og staðstur, þannig að hann dáði nokkru sem voru í þessu fyrst til að byrja með. Þetta eru 20-30 manns samanlagt sem hann var að hittast mjög reglulega. Þið verið að fá gesta á hvað ekki? Gesti, það var, við vorum, þegar þetta hætti, þá vorum við búin að fá 25 þingmenn í heimsókn í toppstöðina. Og við vorum búin að Fostinn, Ólafur Ragnar Grímsson var ætlað að koma, húsnæðin var bara farið áður, sko. Hann var búin að missa húsnæði áður. Lögreglustjóri Reykjavík, þá var Stefán Eiríksson, hann ætlaði líka að koma. Og báðir sögðu að því við sögðum geti ekki bara komið á kvöldi til jú, þeir voru til að koma kvöldi til, en þeir sögðu báðir, lögreglustjóri sagði við að verða að koma í engilsbúningi, að því við sögðum kemur ekki bara aukabílnöðin kvöld. Nei, ég verða að koma, ég er á vakt allan sólarhringinn. Jón Steinar, mætti það? Já, Jón Steinar mætti tvissinum. Var hann þá hæstaréttardómari? Já, hann var hættur sem hæstaréttardómari þegar hann mættir þarna. Hann var hættur. Það var mjög gaman að tala um Jón Steinar. Jón Steinar er ofsa skemmtilegum maður og rosalega gaman að hafa mikla sýn á hlutina. Og hvað voru það að ræða við þetta fólk? Bara allt sem að koma að þessum málum. Allt sem að bara lánamálin, stöðun og vegagerðin, bara allt sem var í gangi. Það sem að hver einstakling hafði áhuga á. Það var svona upplýsingafundur? Já, bara upplýsingafundur. Já. Þeir komu sjálfvegilir, þeir buðust þeir að koma. Og svo sem áttu hugmyndina þessu öllu saman, það var við byrjuðum að fá konu sem heitir Guðfríður Lilja Grettsdóttir, það ekki hana. Og hún er skákmaður og hún kom og hún sagði, strákar, þetta svo sniðugt hjá okkur, það svo gaman, við ætlum bara, það var bara af því að hún búin að hitta hana eitthvað út í bæ og spurði, viltu ekki koma í heimsókn til okkar? Og hún sagði, jú, ég skal bara koma. Og kom. Það var í Vinstri grænum. Já, ég var í Vinstri og var þingmaður. Og og hún satt hann í 1,5 tíma og 2 tíma og hún sagði, og hlóa allan tíman og sagði, þetta svo gaman, nei maður, þetta þið gerir þetta, ég kalla á alla þingmennina. Þið bara kalla á alla. Bara hvernig og eftir öðrum. Mér finnst þetta svo sniðut hjá okkur. Og við gerðum það, við fórum bara eftir sem hún sagði. Það var hún sem áttu hugmyndina, ekki við. En þeir komu, Bjarni Bendisson kom líka með Ólafur Nordal með sér og Svanhildur Hólm, þau komu. Sigmundur Davíð kom ekki, hann var sveigstum að koma, það kom margir rannsóknarmenn. Og þeir komu úr öllum flokkum. Það voru öllum flokkum sem komu þetta. Það var engin flokkur sem var undanskilin. Og það kom þarna ráðherrar, sko, algjörlega, já. Ögmundur Jónasson var þarna, það var innanríkisráðherra, hann kom þarna minnst einu sinni, ekki tvissin. Voru það að skammast í? Nei, við vorum ekki að skammast í neinum. Aldrei að skammast í neinum. Við vorum bara að læra, við vorum bara að tjá okkur.
Við fengum, og við vorum ekki að skammast neistar, af því að málið það við áttum líka fundi í ráðuneytum og stofnunum, við áttum persónuvernd marga fundi, samkeppnisstofnun marga fundi, fjármálaeftirlitinu marga fundi, við áttum við fólk, þar sem við sátum bara á móti, við vorum yfirlega 2 við Sturla, stundum var 3. maður með okkur, og við sátum og vorum kannski klukkutíma fundi bara í fjármálaeftirlitinu eða samkeppnisstofnun eða persónuvernd eða bara í bönkum líka, fórum líka í bankana, við fórum líka í slitastjórnirnar, við vorum í slitastjórnarfundum, við vorum í slitastjórnarfundi 2 sinnum í Landsbankanum, við vorum í slitastjórnarfundi með slitastjórn Íslandsbanka, en við fórum ekki í Arionbanka, það var eða sem KB-banka, það bara vannst ekki, það var aldrei tími til þess. Við vorum út allt, við vorum allstaðar. Við Sturla, hann var svo rosalega fylginn, eða ég fylginn, við vorum svo fylgning for öðrum í þessum efnum, að það var með ólíkindum hvernig þetta var. Og hann náði svo fljótt skilningi, hann var langt á undan mér að ná skilningi á lögunum, langt á undan mér. Og langt á undan mér ná skilningi á stjórnarskráni og hann fjallaði með þetta allt saman af því hann var að tala, hann var svo duglegur að tala, ég hef alltaf verið hlédrægur, aldrei viljað tala á fundum, ég hef aldrei viljað tala, ég tjáði mig, við erum að tjá okkur hérna í mynd núna, en ég hef aldrei staðið upp á fundi, en Sturla stóð alltaf upp á fundum, hann gerði það alltaf og færði rök fyrir öllu sem hann var að gera. Þú segist það með 10.000 klukkutíma bakvið, hefur aldrei staðið upp á fundi og tala? Aldrei. Þú hefur bara verið talað í þessum upptökum okkar? Bara talað í þessum upptökum og svo náttúrulega á lokuðum fundum, þar sem við höfum verið 3, 4, 5, 6 eða 10 eða eitthvað, það er við náttúrulega að tala bara við borð, en ekki staðið upp á fundum, hvorki með fyrirspurninni framsögu. Ég hef svona í gamni þegar við erum að fíblast, kalla þetta mic therapy eða svona hljóðnema meðferð eitthvað, vegna þess að þú varst að skrifa svo mikið. Ég er náttúrulega búin að senda endalausa tölvupósta, eins og þú segir, á milljónir pósta og það er nú svolítið erfitt að koma efninu frá sér bara með því að vera, eins og þú segir, vera kannski lesblindur og einhverju leyti hreyfihamlaður kannski og vera að senda pósta endalaust, þetta er engin smá vinna. Þetta var líka mikil vinna, fóru óbúslega margir klukkutímar í þetta. Það er auðveldara að tala þetta og í vídeói eða eitthvað. Það er þessum sem ég er svo hrifinn af þessu möttu og ég hafði Kristján, allt sem þú ert búin að taka, allir þessir klukkutímar sem þú ert búin að taka upp, ég er svo hrifinn af því vegna þess að þetta er skýrsla frá mér til mín sjálfs og ef einhver annar vill hlusta á það, því að Facebook ropið öllum, þá ef einhver vill hlusta á þá er ég bara ánægður með það, ef einhver getur nýtt sér þá er það bara gott, en það þarf enginn að nýta sér þetta og menn með að kalla mig asn og hvað sem við vilja, það skiptir engum máli, mér er alveg sama, þetta er bara stafræn dagbók sem ég bara er að láta frá mér og ég ber ábyrgð á minni dagbók sjálfur eins og allir aðrir sem skrifa dagbækur eða láta frá sér eitthvað, þeir ber ábyrgð á sínum orðum eða gerðum eða skrifum og ég er alveg tilbúin að axla þá ábyrgð hvar sem og hvenær sem það er bara það sem en ég er óbúslega glaður og þakkláttur fyrir það að hvað þú hefur verið duglegur að taka upp og þú til dæmis núna, þú ert nú komin í 3 eða 4 tíma þátt stórin meir en Joe Rogan í Bandaríkjunum sem er með 3 tíma þetta að því að málið það að þetta er bara það eru konar, þetta er skýrsla þetta er skýrsla þessarar viku núna og hún er stór af því þú ert búin að leiða hana svo mikið áfram og þú ætlar að hætta fyrir mörgum klukkutímum við erum konur í þetta er svakalegt efni núna í langt og það er allt í lagi ef þú ánægður með það. Já, svo líka þetta, þó að eins og ég segi, við förum oft svona að byrjum einhver staðar og endum einhver staðar og förum einhver að hringi og skiptir bara engu máli að það er engin dagskrá. Það er engin dagskrá og það á ekki að vera dagskrá því málið þegar ég bara við erum bara að segja frá því sem við höfum upplifað og þú ert svona snillingur að koma með nýja nálgun á upplifunina. Þú ert alltaf að finna og þú ert besti maður sem ég kynst í því ég er bara útvarpsþættinni með skápborðið og bara þeir þætti sem við verum útvarpssögu, þeir bara sýndu það við sáum það þegar við vorum sjálfur með þess að 30 þætti sem við vorum saman með útvarpssögu með Halldóri Sigurðarsyni við sáum alveg þar hvað þú varst opbóðslega skipulagður stjórnandi þú ert snillingur í útvarpi
Já, þú segir það. Já, ég segi það og meina það bara mín persónu skoðun. Við erum bara að spjalla, þetta bara svo leiðis yfirleitt, sko. Og svona óhrættið við að gera mistök og segja ykkur vitleysu og það bara nauðsynlegt að það bara segja tilfinningar sínar, þetta eru tilfinningar, þetta eru vanlíðan og þetta eru upplifun og þetta er allt sem hugmyndir og svara spurningum og búa til spurningar. Já, bara þetta er minn efi á samfélaginu sem byggir Ísland, þetta er minn efi á því, en ef ekki hætta núna, það ekki orðið ágætt núna? Jú, ég sagði fyrir 20 mínútum 12 mínútur, en ef ekki að bæta 2 mínútum í það, við erum aðeins að lengja þetta. Þú er trúið. Ég er aðeins að reyna á þolrifin, sko. En hérna, já, það er ágætt að ræða þetta, þú eru svo oft minnst á ykkur Sturlu. Já, mér þykir rosalega vænt Sturla Jónsson og alla sem að hafa komið að mér í sambandi við toppstöðina, þetta veit ég að maður kallar toppstöðina sem þú kallar rafstöðin, að það er sem hafa komið að mig þar í gegnum þessi 17 ár eða 16 ár þegar við hittum 2009, hrunið var 2008 sko, þannig að það er komið á 17 ár sko. Þessna kemur þetta svona út eins og við erum að ræðum að ykkur upptökur í ykkur ár og menn er búin að vera í ykkurum hasa sko í bráðum 20 ár og það gerist lítið og svo fáum við bara stjórnmálamenn sem eru endurkostnir ár eftir ár og áratugi eftir áratugi þó þau hafi gerst brotlegir og hafi verið afskrifað á þau og svo eyða bara peningum og það er ekkert að gerast, það er ekkert að bæta, það hefur ekkert gerst. Nei, það skiptir eftir lausnum. Það skiptir engu máli hver stjórnar og meðan stjórnleysi ræður. Af því skipulag teikningin, skilum við máli, ef þú þarf að byggja hús eftir teikningu sem öllu skakk, þá verður húsi skakt. Og það er það sem að teikningin í Íslandi, venjulegu þjóðskipulagi, var tekin úr sambandi og teiknað þvæla í allar áttir, 1992, 1. júlí 1992 og ef þú lest af því að hann réttarfarsnefnd og það eru margir búin að vera réttarfarsnefnd með, hann var alltaf formaðurinnar, Markús þangað til hann hættir, Markús Sigurbjörnsson, ef þú skoðar skrifin að þá hefur hann alltaf skrifað sjálfur og látið hina staðfesta það sem hann skrifaði, af því þetta öll lögin eru með þangað til hann hættir, að þá eru öll lögin eins, þau byrja eins og eru með miðlægan texta eins þó þú fjallum lögreglunni eða fjallum þetta eða vegagerð eða húsabyggingar eða skipakaup eða hvað sem er skiptir engu máli hvað þú fjallum, þannig uppsetningin er alltaf eins og uppsetningin stenst ekki vegna þess að það snýst alltaf að taka mannréttindum úr sambandi í fyrsta texta, sekta má, taka má, þú átt ekki rétt og það var ágætismáli, hjónaskilnaða máli, það var ágætt máli, ég sagði dómarinn sagði við mig Ingveldur Einarsdóttir, hún tók við af Sigríði Ólafsdóttir sem dómari forræði barna, minna, hvort að mamman eða pappin ætti að vera með börnin, kona vildi ekki börnin. Og heitir þetta forsjó? Já, það var forsjó barnana og hún gefst upp, hún heldur sáttafund og klúðra sáttafundinum, Sigríður Ólafsdóttir, frænka Davíðs Oddssonar, var í héraðsdómi Reykjavíkur, aldrei hæfu dómari, hefði aldrei átt að koma nálægt dómgæslu og við tekur Ingveldur Einarsdóttir, var svo síðar hæstaréttardómari og var líka sökum bankabrask, hún var í fjármálabraski og hún tekur við í júnímánuði, ég man ekki hvað árið þetta var og hún kallar einn dómsal til að tilkynna með það að hún ætla að taka máli fyrir eftir sumarfrí í september og hún segir ef þú mætir í réttasal án lögmanns, þá dæmi eins og sért ekki í réttarsalnum. Og þetta er forræði barnana sem er samningur. Og útvösta dómarsins. Bara eins og ég væri ekki í réttarsalnum. Og þetta bara konan eða þá fengi börnin, þó hún vildi ekki börnin. Hún var að vesla með börnin. Gott við. Vesla með þetta, hún var bara að reyna, hún vildi ekki börnin. Hún skrifaði. Ég bara að spyrja þess að þetta verði ekki minnskilið. Vegna þess að máliði þá, hún var bara að reyna að fá pening út úr búinu. Þetta var kaupmál í gangi, þannig að þetta var snýristu bara peninga, ekkert annað. Og það mun koma átt að vera skiptimynt í samningu við þig. Já, og voru það svo síðar, ég gerði svo samningu við hennar bara sjálfur síðar, sem hún stóð við. En það var með því að ég gaf þetta peninga. Það var ekki öðruvísi, það var bara þannig. En Ingveldur Einarsdóttir,
dómari, hún segir þetta við mig í réttarsalnum og þá segir ég við hana, já ég er nú búin að lesa það mikið hérna að ég veit að stjórnarskrán segir ég má verja mig sjálfur, það er bara mín mannréttindi mega það. Þá fer hún í hjónaskilnaðarlögin og segir, hér er grein, nei ég man ekki í hvaða lögum, og hún fór allan í grein, sem segir, ef að dómari telur þig óhæfan til að verja þig sjálfur, þá má hann skylda þig til þess að taka lögmann. Og ég sagði, ok, fyrst þú ætlar að gera þetta, þá ættu þú að borga fyrir mig lögmannin. Það er að segja sem láta dómskerfið eða dómstólinn borga fyrir mig lögmannin, af því ég get ekki skipað þér að borða, ég get ekki farið með þig út og sagt við þig, nú borðar þú hérna og þú borgar líka. Það er ekki hægt að gera þetta. Þetta er þvingun, þú áttar á því, og málið er það að ég þorði ekki að koma lögmann, svo lærði ég 3 árum seinna að það stendur í hegningalögum, það stendur í íslenskum hegningalögum, sá sem að slítur sundur fjölskyldu á yfir höfði sér alltaf 16 ára fangelsi. Allir lögmenn sem koma að því að í skilnaðarmál eða dómarar sem fær í skilnaðarmál eigi yfir höfði sér 16 ára fangelsi. Ástæðan fyrir því þeir eru að slíti sundur fjölskylduna er dæma með hamri en ekki semja. Þá sitja við borð og semja. Og þetta eru bara íslensk hegningalög og ég bara vissi það ekki þegar þetta var. Annars hefði ég sagt þetta við Ingvild Einarsdóttir og ég mun beita þess á Ingvild Einarsdóttir. Ég mun láta hann í 16 ára fangelsi út af þessu hvernig hún hefði sér hana. Og líka Sigríður Ólafsdóttir með barnaforræði á glabræðstígum og þeir eru meira sem hún var meira sem með bráðaberaforræði líka, það var annar dómar af því lögmaðurinn Katrín Theodórsdóttir, hún var að leika sér í réttarsalnum, hún setti, þessu var skipt sko, fyrst 3 skipt, einn dómar tekur þetta var sko Katrín Theodórsdóttir var að leika sér í réttarsalnum bara á eins fíblalega eins og hægt var að hugsa sér. Fyrst 3 skiptur hún inn í réttarsalinn, það er að segja 1 dómari tekur hjónaskilnaðinn, 1 dómari tekur barnaforræði og 3 tekur fjárskiptin. Þannig að þetta er sko, þvælan er algjör í þessu, algjör, og svo bætir hún við bráðaberaforræði. Bætir við, 4. dómarinn fer í bráðaberaforræði og veistu hvað bráðaberaforræði er? Það er þannig að löggan á að keyra af því að það er annarkvort foreldrar meinar börnunum að fara á milli, að löggan á að sækja börnin og keyra það til móðurinnar frá föðurnum eða öfugt. Það er þannig sem bráðaberaforræði er, af því það er tálmun í gangi, það var aldrei neinn tálmun í gangi hjá mér og milli mín og konar. Það var aldrei börnin gott að fara til hennar þegar hún vildi og til mín þegar hún vildi. Þau bjuggu náttúrulega hjá mér því hún fór út úr húð, hún bara yfirgaf börnin sín. Stoppa það. Þú sagt mér það áður sko að í raun og veru var þetta málið svo dýrt kostaði fleiri milljónir, tæpa 10 milljónir ef ég man rétt og bara því að lögfræðingar segi bara tóku bara málið og sem stjórnuðu konunni, þannig að í raun og veru ef þau hefðu bara verið með þetta sjálf eða aldrei farið með þetta svona, bara þeir gátu ekki gengið frá samkomulagi sjálf bara. Það var ekki einhver annar að stoppa þetta eða? Málið er það, þegar við gengum frá barnaforræðinu sjálf og svo var farið með það í réttarsal, Jón Egilsson sem var að vinna fyrir mig, hann hoppaði þegar hann sá samningan, ég var bæði gerði fjárskiptasamning konuna og barnaforræðissamning við hana, bara við borðið heima og það var farið með barnaforræði yfir réttarsal og dómarinn sittur í réttarsalinn og þá segir lögfræðingurinn, nei það var þannig að hún tilkynni dómarinn það lögfræðingur konar að þetta séu sviknir samninga, ég hafði þvingað konuna til að gera samningana en mæti samt með hann í réttarsalinn og í réttarsalinn spyr dómarinn, ertu sammála þessu samningum? Og þá segir konan, já, ég er sammála og las upp samningin af því hún var bara með, þetta voru bara 4 línur, en að börnin eru hjá pappa sínum og hann ætlar að gefa með barnameðlagið og hann ætlar að gefa með barnabætunar. En ég vil ekki barnabætunar, ég bara ætla ekki að borga barnameðlag.
Þetta snerist nefnilega alltaf barnameðlag hjá henni, sko, líka. Af því að ef að það hefði, sko, hún vildi fá annað barnið yfir á sig og hitt yfir á mig vegna þess að þá var 0 barnameðlag. Þetta var allt saman peningar. Og fáiðagangurinn þarna í þessu var algjör og þegar hún var búin að samþykkja þetta rétt þannig að það var að gera samningur börnin og þá voru börnin út úr málinu. Þá voru fjárskitin eftir. En hún sveik að láta hana mæta í fjárskiptasamningin og var fárveik kona, ég man ekki hann er dáin, hún var með fjárskiptin og hún dæmdi þetta út til skiptastjóra. Skiptastjórum var í 5 eða 6 ára skiptaðis og tók 9,4 milljónir fyrir að Benedikt Ólafsson heitir hann. Ég man ekki hvað dómarinn heitir en hún bjóð á Álftanesi og var vinkona Herdísar Þorgeirsdóttur sem var í fóstaframboði. Af því að Herdís var rosa sár út í mig þegar ég skrifaði það með á Facebook, þessu dómgæslu. Feneyjanefndinni. Já, Feneyjanefndin. Og það þarf nú að rannsaka líka störfina þar af því að Feneyjanefndin á eftirlit með dómstólum, hún hefur aldrei komið til Íslands með eftirlit á dómskerfinu. Hún hefur aldrei haft það og hún er sennilega ennþá í Feneyjanefndinni. Af því þeir hefur ekki verið að skipta út þar. Þannig að þetta er bara kaup sem hún fær fyrir að vera heima hjá sér. Að baka kukur eða gera hvað sem hún er að gera. Ég hef ekki hugmynd það. Og en þetta var mikil vinkonan þessi dómari sem var þarna og hún var fárveik og hann skrifaði þetta dómstjórinn í Reykjavík þá Ingimundur Einarsson, hann skrifaði minningagrein með þessa konu og hann sagði hún var að sækjast eftir því að fá að vinna í dómsalunum þó hún væri fárveik og við vorum að láta hann að hafa verkefni. Það hefði verið að sleppa því að láta hann að hafa verkefni sem höfðu upp á 20 milljóna krónu tjón að gera, sko. Því hún var bara einfaldlega ekki hæf og ég sagði þetta við maðurinn hennar starfaði hjá Íbúðalánasjóði, var lögfræðingur í Íbúðalánasjóði og ég fór með Halldóri Sigurþórssyni í Íbúðalánasjóð með Halldóri, hann var að fara á fundar og ég var með honum og það vildi þannig til að maðurinn hennar, hann var fallinn frá, hann var starfandi í Íbúðalánasjóði lögfræðingur og hann lenti á því að hann var með fundin með okkur. Svo ég segi hann, heyrðu, þú hún hét Guðrún Erlingsdóttir eða eitthvað. Minni mig þessi dómari og máliði það og þú ert maðurinn hennar og já, sagði hann ég á eftir að sækja bætur og þig kalli minn, það er þá þú ert eftir að sækja athuga það hvað konaðin var að gera já, þú átt rétt á því sagði hann viðurkenndi að hann bæri ábyrgð þau búið hennar bæri ábyrgð á því sem hún var að gera og það er þannig sem dómararnir eru þeir eru ekki setja persónulega búið sitt undir, þeir bara fatta það ekki þeir eru aldrei verið sótt á það allt þetta fólk, 20 dómarar það er að segja 6 sýslumenn 6 fulltrúar frá sýslumanni 11 hjá héraðsdómi og 3 hjá Hæstarétti hjá koma að þessu máli. Þannig að þú er ekkert hugsátt í það að gifta það aftur? Nei, ég hef ekki vilja fara í neitt samband við eina en eina konu vegna þess að ég var í fulla alveg börni mín, þau eru nú orðin fullorðin núna og svo að berjast við það bara að vera ekki gjaldþrota. Já, ég var nú aðeins skilði, ég var nú svona þannig að ég hafði bara engan tíma, ég hef bara engan félagslegan tíma og nú er ég bara hann heilsulaus. Þannig að ég bara Ég var svona einlega að grínast bara, þú semst mælir ekki með giftingu því að það getur verið erfitt þegar kemur að skilnaði ef að svo illa hefnast. Nei, sko það er málið það allir skilnaðar allar dómgæslur það fjalla það, þú þarft að klára þær eins rætt eins og er hægt að klára þær ástæðan fyrir þú klára þær eins rætt af því til þess að skapa ekki upplausn í hjartanu á fjölskyldum og einstaklingum. Heldur þú að þetta hafi ekki haft áhrif á börnin mín allur þessi tími sem fór í þetta? Heldur það hafi ekki haft áhrif á börnin mín hérna að þegar pabbi er að tóka mútið stefnum klukkan 10 á kvöldum og kom grátandi inn? Heldur það hafi ekki verið haft áhrif? Jú, það hafi áhrif á börnin mín og þau eiga skaðabóta rétt á þetta að fá þetta kerfi allt saman, bæði Sigríður Ólafsdóttir og Ingveldur Einarsdóttir og Erlingsdóttir eitthvað hún var hérna og
allt þetta fólk, allir sem kom að þessu, lögfræðingarna líka, Katrín Theodórsdóttir náttúrulega algjörlega bara hrikalega skaðabótaskyld, Benedikt Ólafsson sem lét mig borga 9,4 milljónum, hann var skiptastjóri og ég segi, býtu, á ekki konan að borga helmingina 9,4 milljónum, sem þú ert að rukka þetta? Nei, þú ert ekki heldur að borga það. Nú hver á að borga það, segi ég. Nú það er búið sem borgar það er að segja húsin. Og svona hugsaði þessi menn og ég sagði, og svo kom það í ljós að ég vildi fá þetta borga þessi 9,4 milljónir, þannig ég fór með það héraðsdóm, það er að segja ég fór að rukka héraðsdóm, það er að segja dómstjóran Ingimund Einarsson, ég fór með það og fór líka Hæstarétt með rukkun og ég dreifði reikningum út allt. Hann var svo eini sem svaraði reikningum, Ingimundur Einarsson, hann svaraði hann skriflega og hann sagði, þér farið fram á það að héraðsdómur borgi 9,4 milljónir, héraðsdómur borgar ekki því hann er ekki aðilega málinu sem var ránt vegna þess að héraðsdómur skipaði skiptastjóran, þannig að héraðsdómur hlýtur að vera aðilega málinu, eða ekki? Og svo, já, akkurat, og svo sagði hann kemur að því, kannski ekki aðili akkurat, og svo sagði hann neðamáls, enda á sá að greiða sem pantaði. Ljóst var að ég pantaði ekki því ég var búin að biðja samninga alltaf, allan tíman vildi ég semja við konuna og ég pantaði aldrei skiptastjóra, aldrei og þar að leiðandi átti ég aldrei að borga króna þessu, sá sem átti að borga skiptastjóran, vissu hver það var? Katrín Theodórsdóttir, hún átti að borga skiptastjóran og Benedikt Ólafsson vissi það alveg, hann vissi það, hann var að aðstoða hana. Er þetta svona færibandavina? Þetta er bara færibandavina. Hún átti að borga því hún pantar í nafni konar, þannig hún ber ábyrgð á pöntunni, átti svo að rukka konuna. Þetta kom mér ekkit við þessi skiptastjóri, hann var nóg að stoppa búið og safna dráttarvöxtum og vesinni allan tíman í 5 ár, af því hann gerði ekki neitt. Það er ekki að gæta hagsmuna. Já, hann gæti ekki hagsmuna. Hann legði ekki út og gerði ekki neitt. En já, við erum búin að fara, þetta er svona búið að vera lengsta dagbókafærslan okkar. Já, það mátti ekki vera það. 84 tíma. Hvað erum við búin að reyna að slíta svolítið oft? Við erum búin að yfir 3,5 tíma, en við kannski bútum að tekka niður, en við sjáum bara til, þetta er allan að búið óklippt hjá okkur. Skemmtilegt að hafa þetta óklippt, það besta að hafa þetta bara setja inn svona óklippt. Já, að leifa öllu að flakka bara. Öllu að flakka. Þá maður gjarnan veldi klippa ýmislegt út sem maður segir. Nei, það er ekki til neini sem að engin maður er. Að því málið þegar maður ber ábyrgð á orðum sínu, ég ber ábyrgð á orðum mínum og gerðum mínum. Já. Og það gerir líka dómarinn, og lögfræðingarnir líka, þeir verða að bera ábyrgð. Alveg eins og læknirinn verður að bera ábyrgð á því sem hann er að gera. Það verða allir að bera ábyrgð á því sínum gjörðum. Og það gera þeir ekki í íslenskri stjórnsýslu. Forsetinn ber ekki ábyrgð á sínum störfum. Ólafur Ragnar Grímsson axlaði hann aldrei, Guðni T. aldrei, Guðni T. náttúrulega notaði tíma til að skrifa bók landhelgisgæsluna og fekk styrk frá Alþingi fyrir það. Þetta er auðvitað fáránlegt allt saman og náttúrulega Halla líka. Þetta á ekki að vera svona. Arngrímur, við ætlum að segja þetta bara gott í dag og ég ætlaði aðeins að tala Trump og hvað er að gerast í Bandaríkjunum og gott að það eru margir sem bíða bara eftir að Trump heimsæki Ísland en við ætlum ekki að ræða það núna, við ætlum að ræða bara í annar upptöku, eða ekki? Jú, við gerum það í annar upptöku. Segjum þetta gott í byrji. Takk. Já. Áblöðst.